Já, velkomin á Frelsi TV í djúp köfun. Hér mættur meistari Guðjón Reynberg í búningnum. Já, ég í hvítum ból Já, og með sígarettuna. eins og geimfararnir í sundlauginni. Já, heldur betur. Sko, sé ég að þú birtist á forsíðunni. Já, næs. Það gott að vera á sinni eigin forsíðu, það ekki lágmark eiginlega. Já, mér langaði að geta gert því svo Albert og Stebbi og strákarnir að við geta peista lík í læfið á síðunni minni. Já, Nú er ég búin að læra á það, sko. Já, Já. Ég síðasta vídeó hjá þið fekk 2 þumbla niður allt í einu. Vídeóin mín fá yfirleitt 2 þumbla niður. Já, þetta einhverjum 2 fávitar. Fegst þú fávita minn, eða? Það einhverjir sem eru vola illaðið mig. En fylgja samt alltaf með, sko. Já. Alltaf óanaðar en góna alltaf í 4 tíma, sko. Já, ég heldur, horfum nú ekkert endilega bara, þú veist, dislike, okay. Maður vill viðbrögð, sko. Já, einmitt. Viðbrögð pluss mínus skiptir ekki máli, bara maður fái viðbrögð. Já, illt umtali betra en ekkert, eða ekki? Já, ég búin að fá 17 thumbs down á evil atheist. Já. 4 like og 17 thumbs down. Það má nú ekki kasta steinum inn það glerhús. Já, ég mátti til. En það er svo merkilegt að Stefán Miljö sagði upp atheistunum. Já, þetta var Jón líka að tala á sömu nótunum, sko. Og þetta er bara sífellt fleiri að viðurkenna þetta. Húmanista samfélögin eru verstu genósæta samfélög. Já. Þetta er allt saman sama grunn eðlið, sko. Bara eins og hann orðaði þetta langt best, hann að Williamson, kaþólski biskupinn. Já, hvað sagði hann? Hann sagði, sko, að modern society væri glorification of human mind en ekki glorification of the divine. Já, en er það ekki sami hluturinn? Það fer náttúrulega eftir því hvað maður tekur gildin sín, sko. Hvort kom á undan eggið eða hænurassinn? Já, þetta er ofsalega erfitt viðfangsefni, maður. Já. Það er allir heimurinn að rífast þetta. Hún verður að rífast þetta í 2-3 ára aldir. Ja, 6.000 aldir frá Babylon. Sunna og Salka eru báðar að borða, þannig að rífast eitthvað. Það er að verða heimsfræðar. Já, einmitt. Já. Nei. En sástu myndbandið mitt kirkjugrið andskotans? Nei, ég var bara að fatta rétt áður og hefði gert það. Ég er búin að bókamerkja það, ég ætla að horfa á það í kvöld. Þeir eru búinir að bladra. Já, einmitt. Sjá, ég er náttúrulega búin að gera mitt take á þessu, ég hlakka til að sjá þitt take á þessu. Já, ég bendi á kaldhæðni í þessum atburði, sko, að ráðist á fórnarlömb stríðsglæpa NATO og co. Og þeir eru dregnir úr kirkju handjárnaðir sem ótíndir glæpamenn meðan að raunverulegi glæpamaðurinn situr í glerhúsi upp í hádegismó og engin lögga að draga hann eitt eða neitt. Nákvæmlega. Ég var nú að horfa á eina gömlu ársgamla djúpköfun í gær. Já, hvað var það? Hvað fæður upp úr því? Var eitthvað vit í því sem vorum að segja? Eða? Já, ég fekk heilmikið vit í þessu bara frá okkur báðum, sko. Hún meira en ársgömmul eða hvað var hún gömul þessi? Já, þessi frá því apríl, 4 tímar. Já. En ég skil ekki að, sko, stjórnvöld finna einhverja skyldu hjá sér til þess að bregðast við öllu sem við segjum. Það er ekki þannig meint hjá okkur, sko. Nei, við erum ekkert að reyna að breyta heiminum, allavega ekki ég. Nei, við erum náttúrulega bara búin að yfirgefa hugar þrælkunna, sko.
Já, það náttúrulega, við erum frelsingjar, það bannað. Já, samt ekki, sko, en þeir eru alltaf að eitthvað, veist, það virðist verið svo þeir finnist að þeir þurfa einhvern veginn að laga blekkinguna, sko. Já, við höfum tekið eftir því og margir hafa tekið eftir því. Já, já. Ég tek ekki svo vel eftir því, en fólk sem tala við mig tekur eftir því, bendir mér á það. Já, já. Nei, ég ákvað ekki að ég hugsa, ég ætla að fara að eyða minni tíma í að vera að predika og meiri tíma í að hlusta á gamalt efni frá okkur, sjá hvað í djúpköðunum sem að ég man ekki lengur eftir. Já. Og það var heilmikið efni sem að, sko, þú veist, ég var að minnast á hluti sem ég var búin að gleyma, ef ekkert að pæla í síðan. Og hlutir sem að þú varst að tala sem að, þú veist hvernig það í samræðum, ég að segja eitthvað, þú ert að segja eitthvað, svo helmingurinn að þið fyrir forgörðum, að því maður með athyglinna þannig, sko. Já. Þannig ég að fá rosa gott að því að fá dýpra innsæi á samræðunar. Já, það eiginlega, sko, í þessum djúpköfunum eru eiginlega komnir yfir stæðstu hjalla, sko. Já, það sem ég líka leita eftir sko, ég fór að hugsa, sko, við erum búin að gera fullt af djúpköfunum og það ekki alla listar í playlistina þínu, sko. Já. Nei, það eru til fleiri eldri, sko, það sem höfðu annan nafn, sko. Já, það voru svona eitthvað viðtöl, sko. Já. Það voru bara 2-3, sko. Já, þú veist, hver að telja. En það skiptir ekki máli. Mér langaði bara, það sem ég langaði að fá sko, hversu mikið af þessu efni sígilt. Já. Alveg óháð fréttum líðandi stundar. Og það var mér mikil ánægja bara með þessa djúpköfun að þetta alveg sígilt efni. Já, við höfum aldrei farið mikið í líðandi stund nema þá til þess að styðja við heimspekilegu rökin okkar, sko. Já. Og talandi það, þeir eru alveg að snappa út á þessum hoaxum sínum, sko, eins og núna í Dallas. Og mannst í París, það var kritisera þarna þegar áttu að hafa skotið lögreglumann í hausinn, sko, það var ekkert mark eftir kúluna eða neitt. Og nú eru þeir að nota svona svipa á paintball kúlur, sko. Já. Og það var einmitt einn gaur sem segist aldrei tjá sig svona mál, en hann sagði ég vil tjá mig þetta að ég hef unnið í kvikmyndaframleiðslu, sko. Hann var að segja að við notum svona reikkúlur svipa á paintball með reiki inn í það svona og með svona gneistaefni, þannig að mynda svona gneistar. Og hann sagði, ég tók eftir þetta myndband sem var birt, það sem lögreglan átti að hafa verið skotin í strími, að þar var verið að nota þessa 2 tegundir af paintball-kúlum til þess að... Þessu trúi, ég ekki búin að skoða neitt með þetta með Dallas. Nei, ég veit. Ég gerði eitt stutt vídeo, en það var ekkert það var bara því að var að fara að sofa og sá að RT var að birta fyrstu fréttina, sko, bara leiði var að fara að sofa. Já, einmitt. Ég nánast hættur að horfa á hvað í fréttum á líðandi stund. Já, það maður verður allavega fyrir mig, sko. Kannski við erum ekki alveg á sama stað, sko. Ég þarf aðeins að sinna þessu, sko. Já. Menn horfa til mín með þessa hlið á málinu, sko. Já, sem algjörlega gott, sko. Þú ert búin að vera að gera mjög mörg viðtöl í Harmageddon, þú ert með fullri virðingu fyrir Markus og Jóa, þá ertu að ná miklu meiri breidd í Harmageddon viðtölunum heldur en þú varst að gera í morgunþættinum hjá strákunum. Já, það var náttúrulega bara barnsins tíma, sko, við vorum eiginlega svona búnir þar svolítið, sko. Það sú rökræða var orðin frekar veik, sko, en það náttúrulega þarna... Ég saknaði samt, sko. Ég saknaði samt að heyri þér ykkur þar og ég hitti Markus um daginn og ég spurði hann að því og hann sagði að þetta hefði bara verið, hann sagði það sama á þú, sko. Já, það vantaði svona einhvern neista í það, sko, en Frosti náttúrulega mjög skemmtilegt að dýbeita hann, sko. Já, hann mjög skemmtilegur útvarpsmaður. Og líka óbúslega gaman að þessu good cop, bad cop Fox stöndið þeirra, sko. Já. Þetta mjög fínt þáttur, sko, og þó ég sendi kannski svona beinar og óbeinar pillur, þá skilja alveg okkur þátturinn byggður upp eins og hann
Já, þeir eru Ég skil hlustendahópinn og ég skil, þú veist, hvaða mainstream þeir eru að spila inn á, sko. Já, einmitt. En síðan fyrir mér eins og, sko, ég held reyndar að við í djúpköfum bjuggum til nýja umræðu hefð, sko. Heldurðu það? Já, sko, þetta hjá okkur að geta skilið að algjörlega ósammála ákveðin atriði og rækta síðan næstu 2-3 þætti án þess að fara í hár saman, sko. Já. Það held ég að sé svona svolítið móteitur við þessu eina bókina lært dæmi það sem bara ein skoðun gengur, sko. Já, þetta hefur verið svolítið, þetta mikilvægt fyrir okkur báða. Ég var nú að nota orðið yfir þetta ósammála en samstíga. Já. Einmitt. Við erum, ég held að partur af því partur af þessari meiklun sem hefur verið í gangi í samfélagunum að fólk þarf endalaust að dýbeta einhverja endanlega svona funksjónal niðurstöðu. Já, og fólk líka eins og sko það eins og gerðist bara hjá okkur, þetta var ekkert planað eins og þess að við skildum eftir mál eftir opin í 2-3 tíma og sum mál höfðu ekki einu sinni klárað sem hópismann, sko. Já, þú veist, mér finnst bara óþarf að klára það og það það sé á við með þessu funksjónal. Funksjón eða funksjón, ég man ekki, það er rauninni aðferð en ekki aðferð, funksjón nei, það heitir fall á íslensku, funksjón. Fall þýðir að þú kemur með 2 eða fleiri breytur inn í fallið sem síðan skilar einni niðurstöðu. Já. Og húmanasti heimurinn, hann alltaf að gera eitthvað svona, taka einhverja breytur inn, vinna úr á ákveðin hátt og taka svo niðurstöðuna sem ákveðin sannleika. Og það á síðan að allir að vera sáttir þessa niðurstöðu og halda áfram megin. Ég horfi ekki þannig á heiminn. Reyndar sko þetta Truman Show svo mikil gegnsósa af lygi, sko. Veist, meira að segja staðurinn sem við erum á lygi, veist, þú veist ekki eins og hver þú þú veist ekki eins og hvar þú ert, hvaðan ertu að koma og hvert þetta fara, sko. Já, einmitt. Við höfum ekki hugmynd af það. Við vitum ekki einu sinni hvort það sem okkur sagt sko ljóshraða og tómarum í geimnum og svona hluti, þetta allt saman ályktanir. Já, geimurinn tilgátukenningar. Já, sko, ég hef náttúrulega verið að fylgja svolítið með þessum nýju flatjörðum allan hnöttinn. All over the globe. We have meeting in the Flat Earth Society all over the globe. Já. Stórt áhugamál hjá mörgum. Mjög skemmtilegt. Þetta er ekki til mín að ég finna. Ég hef gaman að því hvað eru margir sem á áhuga. Það finnst mér áhugavert. Já, en málið sko sko rökin sem að koma fram eru svo sterk, sko. Það eiginlega, þetta eru svona sleggjur, sko, eins og menn voru að tala sko hvernig sjóndeildarhringurinn, sko, bátar hverfa fyrir endan á sjóndeildarhringnum. Og það var gaur sem setti bara myndavél með aðdráttarlinsu, svo hvarf báturinn fyrir sjóndeildarhringin og hann bara zoomaði hann inn aftur, sko. Já. En það sem ég var að horfa nýlega á, sko, ég náttúrulega mikill aðdáandi Carl Sagan, ég hef verið það frá því á 14 ára og horfði á Kosmos-þættina. Og ég tek svona, já, það engin regla með því, en það kemur fyrir að ég horfi á þessa þætti upp á nýtt. Og yfirleitt þá þarf ég þá að finna það aftur og niðurhala þeim, sko. Ég geri þetta, ég kannski niðurhala einhverju, svo horfi ég á það og svo eyði ég því bara. Já. Ég vil ekki geyma ólöglegt efni, sko. Nei, einmitt. Ég reyndar að hlaða einhver niður heldur, sko. Ég svo mikið prinsip. En en það eins og til dæmis eitt með David Icke, sko. Og ég var aðeins að hlusta á hann er komið svona gamlara klippur núna hjá sér. Já. Og þá var hann að tala Saturnismann, sko. Já, ég ekki sammála Saturnismannum.
Nei, en þá fór ég að pæla sko að hann með þessa heimsmynd sko, sem að öllum líkindum upp login sko. Já, hann til dæmis mjög hrifinn af því að debunka tunglið. Hann vill meina að tunglið sé holtað innan og það verið sett af einhverjum og sé bara ekkert máni eins og okkur satt hann sé. Já, ég held líka að babúsku-kenningi mín ég ætla að vinna á. Mér finnst hún alveg briljant, ég ekki sammála en mér finnst hugmyndin algjör snill. Já, einmitt. Mér finnst það algjörlega. En ég var að minnast á Carl Sagan af því að ég var að taka svona skorp í vikunum og velta fyrir mig hvort ég ætti að horfa á Kosmos-þættin aftur og svona spáið að fara að horfa á núna í sumar. En ég var að horfa á, ég held ég við peistaðin á Facebook-veikjum en klippu þar sem hann fer í gegnum ein elstu rökin fyrir kúlukenningunni. Já, einmitt. En málið það sko að það sem að gerast líka núna að sko myndavélatæknin sem við erum með orðin svo miklu meiri sko. Svo sér þessar nýju myndir með stjörnum það sem snúast í ringi sko. Já. Það eiginlega ómöguleiki á jörðu eins og okkur lýst fyrir okkur sko. Ég ómöguleiki og ekki ómöguleiki, ég hef ekki vita það. En mér langar að klára þetta eins sem ég ætlaði að segja þér. Já. Sko, þegar Karl í fyrsta þætti, mér minnir að það sé hreinlega í fyrsta þætti af Kosmos, þetta eru hvað 12 þættir maður og allir 50 mínútna langir og vel gerðir þættir, hvort sem maður sammála en ekki, þeir eru alveg þess virði, en hann fer svolítið yfir þarna fyrir sko 35 árum, fór hann yfir þekkta heimsmynd samtímans eins og mainstream heimsmyndin og gerði því góð skil. En nú til dæmis svo margt breytt allavega hjá mér, allavega sko síðustu 5 árin síðan ég byrjaði að röfla, að mótmæla, og ég vissulega tek undir með þér að sko samræður okkar í djúpkauðunum hafa hjálpað mér mikið að þróa skeptíska hugsun. Ég samt alveg sammála mönnum sem að segja, sko, ég man ekki hver var að tala daginn, hvort það var David Icke, að hann segir, ég vil ekki flokkast sem skeptik. Vegna þess að hann skeptískur, þú veist, hann kom svo með einhver útskýring á því. Ég ekki skeptískur á hluti sem ég búin að samþykkja, sko. Þú veist. Já, það eins og hérna, sko, einmitt þetta með að sitja fólk í kassa, sko. Langt fyrir andlát þess að sko, þegar ég verið að velta fyrir mér þetta með jarðkringluna sko, þá ég til dæmis sagt sko, bara sendiði mér ófótósjöppaða mynd af jarðkringlunni. Bara eina ófótósjöppaða mynd og útskýrði fyrir mér þegar að fyrsta geimfarið að lenda á tunglinu, hver tók þessa mynd sko? Já, ég get reyndar alveg svarað því, en það sem hjá mér í dag, það sem búið að vera, og þú þekkir þetta svo sem kannski líka því þú fylgst með vídeónum mínum, að ég veffengi allt, líka mína eigin sannleika. Já, það sem ég held að mjög fáir fatta, margt af þessum kenningum sem allavega ég að setja fram, ég að tala þér út sko fyrir mig líka sko. Það ekkert endilega allt sem ég segi sem að ég kaupi sko. Eins og þessi babúsku-kenning ég hef ekkert fyrir mér í því, þetta bara svona út frá mannlegu eðli af því að ég veit að þeir eru að byggja borg þarna undir Sviss, það sem að CERN-ævintýrið og þeir eru búin að vera 17 ára að bora ykkur 17 ára að bora göng sko. Alparnir gætu verið allir sundur skortnir enda allt Evrópugulli, allt stolna Evrópugullið geti í Alpunum. Já, og Filippseyjum og var ekki Tíbet líka? Ég held að það sé Tíbet, Alparnir og svo hugsanlega einhver staður. Hvað segirðu? Slitnaðis. Ég held að það sé á 3 stöðum. Slitnaðis síðast orðið, hvað segirðu? Ég held að það sé á 3 stöðum í heiminum sem að allt gull heimsins geymt. Alparnir, Tíbet og hugsanlega einhver staður í Klettafjöllunum. Þó ég ekki viss, vegna þess að þeir eru svo meðvitaðir Yosemite garðinum. En nei, það sem ég ætlaði að segja að ég orðinn svo vanur að veffengja mína eigin sannleika
og líta á allt sem ég meðtek sem einhvern sannleika eða áþreifanleika sem hugarmótar. Ég ekki einu sinni lengur viss að ég sé ég. En síðan fór ég að horfa á kosmos og þú vilt heyra hennar punkt, ég lofa þér því. Okay. Hann fór að tala það að fyrir, ég man ekki hvort það var 500 árum fyrir Krist, eitthvað svoleiðis, þá var egypskur pælari, grúskari, ég held safnstjórinn í safninu mikla í Alexandríu, sem að fór að mæla skuggana í hádegistað. Að syðst í Egyptalandi, ef það var einhver ákveðin turn, að í hádegistað þá varpaði hann engum skugga. En ef þú varst norður í Alexandríu, þá varpaði hann skugga. Og hann fór í gegnum einhverja mikla mælingar og hann réð einhvern verkamann í að stika vegalengdina á milli. Þannig að hann fékk algjöra mælingar á milli turnanna tveggja og allt var mælt, í hádegistað var þessi skuggi. Carl Sagan talar þetta. Síðan kemur hann með svona kort, bara svona pappaspjald, setur turnana og hann sýnir, sjáðu, ef ég sveigi spjaldið, þá stemmir að það komi skuggar. Já, en hins vegar ef þú færir sólina nær, það fyrir það sama. Ekki eyðileggja þetta fyrir mig. Nei, Æstur. Bara æstur. Það sem hann, alveg svo, þú færði að útskýra þetta. Ef þú setur sólina ákveðin stað, þá færðu skugga. Ef hún á ákveðin stað. En það sem að mér fannst líka áhugavert hérna kom húmanisti, að húmanisti trúir ekki á neitt yfirskilvillegt, hann er bara næsta skrefi aþeista, aþeisti bara grein inn í húmanistina. Hérna komum við 2 breytur, 3 breytur, sólin, 2 turnar, 4. breytan, vegalengd, setur það inn í fall, fallið gefur niðurstöðu, það getur verið kúftjörð, það kúftjörð, let's move on. Já, einmitt, já, eina bók, ein niðurstaða. Já. Það er það sem að þessi flatjarðingar gera, að þeir drógu bara sólina nær og það færðu sömu niðurstöðu. Og það sem að mér finnst okkar vinna síðustu 2 árin, við verðum bráðum 2 ára, Ég sagði, þessi þróun á því að veffengja sína eigin sannleika og sína eigin aðferðir, það hefur hjálpað mér að sjá í gegnum fleiri svona glufur en maður sá áður. Og það þykir mér mjög vænt um. Já, það er eins og þú hefur sagt oft að vera vatnið, Ver ekki með frosna ísmóla innanum, sem að stípla allt. Heldur að vera alveg bara, fylgja flæðinu, hvert sem það fer, Já, ég get verið bæði vatnsúði eða þoka eða rigning eða flóð eða lækur eða lítill pollur eða lítill dropi. Já, en þetta eru reyndar, það er líka, hann Brian verkfræðingur, hann er svo undrandi, hann er að reikna þetta út, bara eins og verkfræðingur, og hann sagði, ég hef mjög mikla innsýn í þörmal, varmafræði. Og hann er greinilega góður verkfræðingur og hann er að reikna þetta, út frá verkfræðilegum forsendum og maður sér alltaf á honum og þegar hann er búin að reikna eitthvað eins og bylgjuna eða kurvuna og hann er alltaf svo hissa, hann bara, þetta bara starffræðin segir að þetta er líklega niður og svo fór hann út og mældi tunglskugga og tungljósið, og hann var að mæla, það sem að tunglið skín á er kaldara en tunglskugginn, Akkur er það kaldara, það meikar ekkert sens, Hann var mjög áhugaverður punktur. Já, hann fór bara með hitamæli, hitabissu, og hann bara mældi þetta, og svo á bílnum sín, hann mældi á bílnum og skuggahliðin á bílnum, og svo hann bara, skugginn er heitari heldur en það sem sóla, og svo reyndar sýnt hann, að sólin gefur varma og tunglið dregur til sín og
Og það getur útskýrt mikið af þessum veður hreyfingum, sko. Ég þarf að muna eftir hver þetta er. Ég hef aldrei hort á hann. Hvað heitir hann fullu nafni? Brian heitir hann. ætlum að finna það í Flat Earth Brian eða eitthvað. Hann er bara, já, ok. Nei, ég veit að með þess subscriber sko. Nei, það skiptir ekki máli. Þú ert búin að segja nóg þú veist, ég ættir að horfa á við samtalið okkar eftir. Þá googla ég það. Þú ert búin að dokumenta það. Já, hann heitir Brian Mullin. Já, ok. M-U-L-L-I-N. Nei, það er svolítið hjá mér þetta þannig að það er búið að gefa mér finnst kannski Holocaust er gott dæmi. Hérna er opinbera þeórían, hún segir Holocaust. Hérna kemur revisionistarnir sem segja það er ekkert Holocaust. Og þá spyr ég hver er þriðji möguleikin? Já, þriðji, fjórði og fimmti, sko. Þess vegna. Já. Ég hafna fallinu. Þangað til á meðan að ég get ekki fundið aðra niðurstöðu á fallið, þá hafna ég því. Já, ég ætla ekki að fleygja því, ég ætla ekki að sleppa því að nota það. En sko, húmanistavísindi, þau velja bara fyrstu á óskaniðurstöðu. Þau velja bara þá niðurstöðu sem hentar þeirra heimsmynd og halda svo áfram að byggja hana það. Þangað til að það er orðið of seint fyrir þá að baktrakka sig og byrja upp á nýtt. Já, einmitt. Það er óheiðarlegt. Já, það er náttúrulega sko, við lifum í hafi ofbeldis og liða, sko. Og sama og síðasta sem fiskurinn fattar er að hann lifir í vatni, þá það síðasta sem mannkinn fattar er að það lifir í hafi og ofbeldis og liða, sko. Já. Og ég hugsa oft þetta, sko, hver er besta leiðin, sko, maður svona lendir í, þú veist, ég alltaf búin að hrifin af því að bara fá mér að reykja við eldhúsvaskinn minn og ranta smá fyrir háttinn. Já, sem er mjög gaman. Já, takk fyrir það, mér er gaman að því, en ég veltist þetta fyrir mér þegar maður horfir á gaura eins og Howard Zinn og Noam Chomsky, sem eru miklu uppáhaldi á mér. Þeir geta röflað í alveg 2-3 tíma staðreynd og hver einasta staðreynd flettir ofan af mainstream-blekkingu. Samt fá þeir að taka þátt í mainstreaminu og þeir fá alveg þúsundir fólks elska að hlusta á það. Og maður spyr sjálfan sig, á maður að þróa þeirra aðferð? Þetta er bara aðferð, sko. Það getur hver sem nota sömu aðferð. Annar þeirra er með svona monotóniskan vélrænan en þróaðan framsetningahátt. Hinn notar húmorinn og algjörð rafslöpun. Ekki best og fyrirhafna minnst að vera bara maður sjálfur. Jú, það er heiðarlegast, sko. Það er heiðarlegast og þá er maður heldur ekki að reyna að gera eins og ég er loksins búin að fatta leið og þú ferð að vekja aðra eða hafa áhrif á aðra, þá ertu að gera nákvæmlega það sama og propagandameistararnir, þjóðfélagsverkfræðingarnir. Það er engin munur á þér annað en bara fjöldinn sem að hlustar á þig. Já, það er náttúrulega, það er þetta konsept sem við höfum þróað líka, sko. Þú tókst nú alveg to the extreme að byrja bara með 5 mínúta þögn, sko. Og sína á þér afturendan eða eitthvað til að fá góleminn í burtu, sko. Ég held ég gæti ekki eftir í dag, ég var alveg miklu meðvitaður í dag. Já, en það var mástu þegar allir voru að kritisera mig og segja, þetta er alltaf langt hjá þér og vera bara með svona 3 mínútur og vera með svona og vera með hins. Ég segi bara, ég er bara að tjá mig ef þér líkar ekki það sem ég er að segja. Opnaði þín eigin rás og sýndu mig hvernig á að gera þetta. Nákvæmlega, ég myndi vilja sjá 300.000 íslenskar rásir. Allavega 100.000. Já, ég er með 5 eða 6, þannig. Já, ég held ég sem er 4 núna. Ég nefnilega þarna bjóð til aukaprófíl á Facebookundaginn. Það er bara svona backup-prófíl af því vefsíðurnar mínar þurfa að vera tengdar í Facebook. Svo þarna eitti ég sjálfur mér að Facebook hérna í viku og hálfa mánuð. Þá duttu út þessar tengingar og ég þarf að búa þér til upp og nýtt. Sem þýðir að like-knapparnir að það virki ekki og svona dótt. Svo ég bý til svona backup-prófíl ef ég verð svona extreme aftur eða meira. Það eyður úr honum bara. Já, þá eigi ég þetta allavega. Þannig að Díli Trimberg channelin. Þannig að þú farið þessa áráttu þá dreipur bara þann channel. En svo þegar bjóðum til, þá ákvað ég að nota Vivaldi vafran til þess að opna nýja YouTube-rás
fyrir vídeóbók sem ég gerði sumarið 2010 sem heitir Willful Wind. Algjört rusl, ég hafði ákveðið að gefa hann aldrei út, setja hann aldrei frá mér. Já. En svo ákveði ég hendinni bara þarna inn, láta hana bara vera þarna á netinu. Og í dag þykir mér vænt hana vegna þess að ég hlusta á hana alltaf. Og þetta eru 15 stuttir kaflar, sko. Og mér þykir vænt sko, að hafa rifjað upp þennan mann frá því fyrir 6 ára. Já, að sjá hvað hann var að pæla sumarið 2010. Ég hef eins og ekki haft neina resursa til þess að fara yfir gamalt efni, sko. Það bara svo mikið að gera hjá mér í alls konar fínerí, sko. Já, en það er náttúrulega... Það kemur einhvern tími. Já, það er svo náttúrulega ólíkar aðstæður hjá okkur báðum, sko. Já. En ég var að velta fyrir mér með þessa babúsku kenningu, sko. Og þessar sögusagnir Atlantis. Og sko, ég held að við séum Atlantis. Og ég að velta fyrir mér hvort það séu fleiri Atlantis, sko. Við erum von í einhvers konar vatni. Himinin lítur miklu meira út sem vatn heldur en nokkuð annað, sko. Og það nú gömul vísindi að himinin sé vatn. Og þannig ég að velta fyrir mig hvort það séu sko fleiri Atlantis kúplar. Babúsku kenningin náttúrulega sko að elítan að mannlega eðliði þessi geðveiki ákveðin hópur verður ríkur á því að misnota alla aðra og verður við það paranoid og vill alltaf byggja sér nýjan heim til þess að forðast þá sem eru búin að vera að ræna og röfla, sko. Og maður veit ekkert hvað eru margar babúskur, sko, en til dæmis borgin undir Sviss og undir Denver í Bandaríkjunum, þær eru miklu minni heldur en sá heimur sem við búum í núna, sko. Og svo getum við hugsað okkur eftir einhverja 4, 5 eða eftir 2000 ár að borgararnir í þessu neðanjarða borgum vita ekkert heiminn hérna uppi, sko. Við vitum ekkert hversu stóra lítill heimurinn okkar er. Nei. Sko, ef að þú sest upp í flugvél, segjum bara, ef þú er að fljúga heim til Íslands, hvaðan myndir þú fljúga? Stockholm eða Oslo? Oslo. Ok. Hvað ertu lengi að keyra til Oslo? 2 tíma? 1,5, já. Það cirka 2 tíma, 2,5. Þannig að þú setur sjálfur við stýri til Oslo, þú veist hvað er langt þangað. En á leiðinni til Íslands, þá hefur það 2 leiðir. Þú sest inn í flugvél, inn í sardínudós og það eina sem þú veist af þér er tímaritir sem þú flettir eða MP3-vídeóð sem þú hlustar á eða, já, þú sérð kannski eitthvað vatn tíma yfir út gluggann en þú veist ekkert meira annað en að þú heyrir mjög mikinn hávaða í þoturheiflanum og allt í einu er bara einhver sexy fluffar sem að segja við þig velkomin heim. Og þér er sagt að þú er flogið yfir hafið svo langa vegalengd, það eina sem þú veist er að þú sast í 3 tíma í sardínudós. Ef þú ferð með bátnum til Seyðisfjarðar, þú veist að þú ert að hanga í einhverjum báti í 3 daga, þú veist ekkert hvort báturinn er að sigla í hringi eða hvort hann er að sigla á 5 hnúta eða 15 hnúta. En af því að þú ert 3 daga á leiðinni og þér er sagt að þessi vegalengd, þú trúir því. Það er bara siglingafræðingurinn upp í brú sem veit hvað þú ert. Já, reyndar sér maður hraðan frá hafinu, sko. Þannig að maður getur, ég held að sé erfiðar að feika þetta með bát, sko. Og þannig að það fullt að einkaseglskútur sömuleið, sko. Já, það er það sem ég átti við. Það sá sem að hefur siglt þetta sjálfur, labbað þetta sjálfur, stekað þetta sjálfur. Sko, vegna þess leið og ef þú horfir á þáttinn Hans Carl Sagan og þú kemur úr einnabókarskólakerfinu, þú ert búin að samþykkja vísindin. Vísindin hafa alltaf öll svör á hreinu og þegar búið að segja þér í skóla, vísindin vefengi sjálf sig.
og sínar eigin kenningar. Já, einmitt. Ja, þetta það sem þú kemur út úr barnaskóla með þessa trú. Já. Svo horfir á þennan heimsfræga, viðurkennda vísindamann, fremstur meðal vísindamanna, sá sem var að vinna hjá NASA í nokkur ár meðal annars, og einn af fáum vísindamönnum sem gat leyft sér að gefa út efni sem að aðrir vísindamenn höfnuðu. Hann var til dæmis sem að kom James Lovelock á kortið. James Lovelock var algjörlega hafnað af vísindamönnum, þangað til Carl Sagan tók hana, og það var í raun og veru út af sinni fyrrverandi, vegna þess að Carl Sagan hafði verið giftur Lynn Margulis. Hún var viðurkennd í gegnum hann. Hún fór að vinna með James Lovelock, þau þekktust, Lovelock hafði sjálfur unnið hjá NASA, og veist, hvaða spileri var þar á bakvið? En allan, þú horfir á Kosmos, þú sér það með pappaspjaldið, gera pappaspjaldið kúpt, og þú sem áhorfandi heim í stofu, þú ert búin að viðurkenna heimsmyndina, viðurkenna vísindin, viðurkenna allan áróðurinn, þú ferð ekkert að vefengja þetta. Og það eins þegar þú ferð siglir yfir Seyðisfjörðinn, eða jafnvel þú sett með þín eigin skútu, þú veist ekki hvort siglingafræðin, þú þarft að fara í mörg öflug námskeið til að læra siglingafræði. Ég pældi mikið í siglingafræði þegar ég var hjá Gæslunni í kringum 20. Þá hafði ég gaman að því að standa við hliðina á stýrimanni og horfa á hvernig að reikna í siglingafræðina og tók driftina inn og allt þetta dót. Að ef það búið að kenna þér aðferðina til að reikna út heimsmyndina, þá ferði ekki að vefengja hvort aðferðin og heimsmyndin séu raun. Fyrst það virkar. Já, það eins og þau segja, að ef þú fer umhverfis jörðina, veist svona, þá ferði í einhvers konar hring, en þú gætir alveg eins verið að fara, svona hring, skilur. Já. Þetta líka hringur, Já. Og þegar maður horfir aftur á, ég horfði náttúrulega bara á Gameskot áður og fannst ekkert grunnsalegt við þau, en ef þú ferð aftur og horfa á þá, þá sérðu að allar flaugar fara upp og síðan fara þær að halla rosalega mikið. Já. Og allar eldflaugaferlar eru svona, og það sem að flatjarðingar eru að segja er að þeir bara láta þær dömpa þeim í sjóinn, Já. Og síðan er bara restin tekin upp í stúdíu. Og það er svo merkilegt með þessa engaflaug sem var skotið upp og hún lenti á ykkur, Hún bara stoppaði eins og hún hitti. Ég reyndar kaupið þá skýringu ekki alveg hráa, en Nei, ég horfði 3-4 svona á þetta skot og ég gat útskýrt þetta með öðrum aðferðum, en það dugar mér að ég sé að þeir sem trúa sikkur í heimsmyndinni, þeir báðir eru með mjög sterk rök fyrir henni. Það dugar mér til þess að vefengja þeir báðir. Ég nefnilega gerir það, þetta er bara alveg eins og menn segja varðandi 9/11. Ég er búin að horfa á nokkur vídeó sem debunka 9/11. Niðurstaðan fyrir mér það sem meginstraumurinn segir 9/11 ekki rétt. En allir sem debunka 9/11, þeir eru með kannski 40 mínútur, hver putti 10 mínútur. Þeir eru búin að taka 20 mínútur í að segja að þetta stemmir ekki. En svo koma þeir með 20 mínútur af áróðri og ég kaupi ekki áróður. Nei, það er nákvæmlega eins og með, þessna kallaðir David Icke og Alex Jones gatekeeper, þegar þeir gefa þér 80% upplýsingar þeir gefa þér bæði upplýsingar og disinfo, og það sem ég kritiseri mest, það sem mín gagnrýni mest á dæmis David Icke að hann fastur í þessari heimsmynd, sem greinilega röng, einu alvöru conspiracy theory rásirnar í heiminum, það bara djúpkoðunarþættirnir í dag. Já, ég kaupi það nú ekki alveg að því við erum með aðeins og Corbett Report og við erum með Santos vinn okkar sem reyndar ekki að gera neitt nýtt núna og hann var að vinna í þessu heimsmódeli með Iconaut og hann alveg búinn að hoppa borð í flatjörðina núna, Já, ég ekki hrifinn að Santos og fólk. Nei, einmitt, en hann bara ekki djúpur, en hann skemmtilegur, en síðan eftir með svona verkfræðinga eins og Brian
sko og Morris náttúrulega til dæmis. Og það fullt að liði sem að sjá nokkuð vel í gegnum hlutina og sjálfum þessi samkvæmir, sko, og ekki með áróður. Til dæmis Morris, það svona kemur aðeins með, en það svo lítið að það alltaf hægt að nefna það. Já, það var nú einu sinni sem varst nú ekki hrifin á hann. Já, ég átti hann á því. Já, ég veit það, ég bara stríða þér. Átti hann á því, Ég til dæmis ekkert að horfa á Morris núna í sumar, ég nenni því ekki. En það bara með hann svo marga aðra, ég verði örugglega farin að kíkja á hann aftur í haust. Hann bara mjög spot on núna með fullt af dóti, sko. Það komið mjög, sko, eftir, ég held að þetta hafi nú verið eitthvað iffi þetta sem var í gangi hjá hann, sko. En hann mjög fókuseraður núna og hann mjög spot on, sko. Já, ég vil taka Skorpu á rifinum. Ég tek hann í Skorpu, maður hvoru. Það bara í case eftir case hann að koma með punta bara sem hann bara veist, það var enginn að koma með þennan punkt nema Morris, sko. Já, ég tek alveg undir með þér, ég náttúrulega þú veist alveg hvað ég held mikið upp á hann, sko. En svo allir náttúrulega í mismunandi dagaformi, sko, veist, það oft sem við að róta í gegnum eitthvað dæmi, bæði í persónulega lífinu og öðru og þá kemur bara steypa frá okkur, sko. Já, það þú veist, þetta bara eins og með Joakim Flores, ég hef ekkert verið að fylgjast með honum, það var þú benti mér á það einhvern tímann í vor að hann hefði verið að ranta móti Morris og ég fór að kíkta á það, samtalið þegar hann svo Russian Bear. Já, ég veit. Og ég sendi þeim nú komment fyrir neðan, þeir svöruðu flestum kommentum nema mínum. Svo ég gerði nú bara vídeó það, en ég nenni ekki að hanga á einum snaga, sko. Núna ég bara að spá í Chomsky mest núna til dæmis og nei, ég nenni ekki að vera, sko, í þessum bíósalega hinum. Ég kíki hins vegar á þá reglulega eins og ég margir sagt. Og Morris vissulega, hann yfirleitt virkar á mig sem mjög authentic. Já, hann var reyndar daginn var allt síunastum að kenna allstaðar, sko. Já. En ég nú mjög hrifinn af því við hurfi. Já. Síjónskum húmanistum. Ég reyndar hugur minn leitar aftur meira í biblíuna, sko. Ég finn að ég búin að vera rosalega mikið að ráfa hugarheim biblíuna, sko. Já. Hún náttúrulega svo rosalega djúp og breið, sko. Og eins og þetta baráttan ekki við menn að holda blóði heldur anda verið vonskunar. Það ekkert eitthvað sem hægt að búa til betri frasa en þetta, sko. Biblían já, ég tek undir þetta, hún djúp. Maður kemur alltaf að einhverju með biblíuna sem að dýfkar í mig hjá manni. Og svo líka þetta með Rauðahafið, sko. Rauðahafið þetta moment þegar að helmingurinn af hafinu vaknar og hinn helmingurinn heldur áfram að sofa. Og þessi helmingur sem að uppgötar allt í raunveruleikann, sko, sem að kemur ráfandi út úr Matrixinu, að það eru 4 dagar inn í fyrirheimarlandi, sko. En þeir eru 40 ár ráfandi í eyðimörkinni, sko, vælandi yfir því hvað var nú gott að vera þræll, sko. Já. Og 40 ár náttúrulega mannsaldur, sko. Og sko, þótt að allir myndu vakna bara í dag, og það þarf allavega 40 ára eyðimarkugöngu, sko. Við erum í svo vondum circle, sko. Það eru allir sem ganga í gegnum ofbeldisbúðir skólakerfisins, sko, og koma út bara brjálaðir, sturlaðir ofbeldismenn, sko. Eða svo brotnir að þeir ná sér aldrei á strik, sko. Já, en það tekur langan tíma að þjálfa hugan sinn upp á nýtt. Já, ofboðslega langan tíma, sko. Og ég að tala sjálfan mig, sko. Erum við ekki að því? Bara haustið 2012 þegar ég byrjaði að vinna með endurist þjóðveldi, ég hugsaði, þetta sko fokkings lausnin, maður. Já, einmitt. Veist, ég var bara alveg hatrammur í halvt ára að reyna að koma þessi í gang. Núna þetta byrjað að komast í gang og þá ég bara, já, nei, þetta nú bara eitthvað vitleysa hjá ykkur. Þú ert að koma yfir í Axel-lismann. Þú ferð að komast yfir í sjálfsveldið, bráðum. En þér það alveg í sjálfsvald sett, sko. Farðu náður í auðvíslega, þú miklu skemmtilegri fullur.
Ég reyndar verða eiginlega aldrei fullur, ég verð bara þreyttur, sko. Já, ok. Ég byrjaði náttúrulega að drekka, ég byrjaði að reykja þegar ég var 9 ára síðan. Mm. Og ég byrjaði að drekka miklu seinna á ævinni þegar ég var 11 ára, sko. Þannig að ég svona, og ég hætti að reykja þegar ég var 21, sko. Þannig að, eins og segja, ef ég drekk rauðvín, þetta nú, ég verð bara þreyttur, sko. Þetta róar mig og ég sef ógeðslega vel, sko. Ég drekka ekki, ef ég getur ekki í nokkur ár. Nei. Rauðvín og pilsner eru mínir uppáhaldsdrykkir núna. Ég reyndar hefði hugsanlega drukkið meira malt, en það fæst ekkert malt hérna. Já, ok. Þannig að pilsnerin er svona sárabót fyrir maltið. Ég bjór mjög bráðgóður. Og svo verður maður náttúrulega skemmtilegasti maður í heimi ef maður er komin í glas, nema að maður skilur það bara einn, sko. Já, það er svona sjálfsveldisdrykkurinn. Nei, ég veit ekki, þú veist, enda maður okkur í hillu, ykkur ennum ismanum, ég hef engan áhuga á því. En þetta svo að tala með fjöldan, hvernig fjöldin, sko, það datt upp mér þessi skilgreining, sko, að ég hef alltaf verið svo alltaf, að því ég hef stundum verið að halda þessu fram og þarf að vakna 21 sinni. Já, einmitt. Og svo datt ég niður á bara slípa það eins betur og segja að þú vaknar í 21 skrefi eða, þú veist, gradually. Já. Og mér finnst þetta módel, þessi pæling, sífellt sanna sig betur, maður er sífellt að endur uppgötva sína eigin heimsmynd. Já, og svo kemur alltaf þessi krafa, sko, ef maður er svona að tala eins og við erum að tala, sko, já, hvað þá? Og hvernig ætlar þú að bjarga heiminum og hvernig, veist, ætlar að vekja aðra og, veist, bara fuck it, veist, ég bara að þessu fyrir mig. Bara take your world and show it. Já. Þú veist, það er alltaf verið að hengja alveg bara lúsera á bakið á manni, sko, sem maður alltaf komið einhverja skildur gagvart og verður bara, þú veist, ég er bara að tjá fyrir mig og vel fyrir mig. Ég meina, rásirnar mínar eru flokkaðar sem entertainment og allt, þú sér að á vefsíðunum minn er ekki að tala fréttir eða neitt slíkt, að tala samsæriskenningar. Já. Því að frétt þýðir að þú þarft að bakka upp með alveg skotaldum, eða svona ætti að vera þannig. En þú veist, ég er að bara tjá kenningar mínar á það sem ber fyrir augu, sko. Það minnir mig á eitt sem Ted Cruz sagði við CNN í vor þegar að verða skamman fyrir kosningarnar í held að verði Ohio, þar sem hann hélt í fram bara á laugardeginum sem að var kosið að Ben Carson hefði hætt og farið heim og fékk fyrir vikið fullt af atkvæðum þeirra sem hefði annars kosið Ben Carson. Já. Og síðan kom CNN og spurði hann, af hverju varst að ljúga? Og hann segi, ég var ekkert að ljúga. Og þeir, jú, þú varst að ljúga. Nei, ég var ekkert að ljúga, ég var að vitna í ykkur. Og ef að þið voru búin að segja það, var það þá ekki satt. Og allt í einu fattaði ég hversu mikið af fólki í elitunni notar sko fréttamiðlana, opinberu fréttamiðlana sem skálkaskjör. Ef þeir eru búin að segja þetta, þá hlýtur að vera satt. Og þetta er náttúrulega partur af dáleiðslu. Það sem ég ætla að segja á þann er sko, eftir því sem maður er að læra meira, þess að þú veist, þeim er meira sem maður randar, þeim er meira fyrir maður að skilja að allt sem ég er að segja snýst sjálfa mig. Já. Ég er sífellt að sjá skýrar að ég er ekki að segja neinum öðrum hvernig heimurinn er. Ég er að segja sjálfu mér hvernig ég sé heiminn á því mómenti sem að ég dýbökka fyrir sjálfu mér. Já. Og svo eins og allavega ég hef sagt, sko, ég vona að ég hafi rangt fyrir mig með allt, sko. Það eru bestu fréttirnar sem ég get fengið, sko. Já. En leið og þegar maður fer að skilja þetta betur, þá fer maður átt að sjá, þú veist, þegar ég horfi á samtíman okkar, bara í samfélaginu, hvernig fólk bregst við fréttum samtímans og maður horfir á byrju, þarna var ég einu sinni. Já. Og þá sér maður hvað er langur vegur fyrir hvern og einni. Hvað segirðu að slitna það eins hjá okkur? Heiljú. Það slitnaði alveg síðasta setning, segja aftur. Hvar var ég þegar slitnaði? Bara eiginlega búið með 3 orða setningunni þá. Já, hver er?
Ok, ég byrja aftur, sko, þegar ég horf Og sér að við munum þetta ekki einu sinni í 3 sekúndur, sko. Já, enda við bara dokumenta. Já, mitt. Og ég að fara að hlusta á þig líka, er ekki nóg, ég sé að hlusta saman. Já, ég er ekki með þetta tengt, sko. Það er bara, lög gamla fólksins er hérna núna. Ok, sko, maður horfir á sko steinrunaskrýli sem að trúir ennþá öllum pakkaðum. Svo horfir maður á það sem að svona... Það er trúmannarnir sem að skilja ekki því hvað það ljós var sem var datt niður. Já, akkurat. Kastljósið og sér data himinn. Já. Mér fannst það algjör snillt. Og svo horfir maður á fólkið í kringum okkur sem er svona í mismunandi vöknunarstigum eða afdáleiðslustigum og maður horfir á mörg þeirra bregðast við sínum dáleiðslum. Þú veist, bara eins og við höfum farið í gegnum og vaknaðir af dáleiðslu, svo vaknaðir af nýrri dáleiðslu og þú varst alltaf að velja nýja dáleiðslu sem var svona nýr sannleikur þangað til að, heyrðu, bíddu, hvenær ætla ég að hætta að vakna frá sannleika til sannleika? Já. Svo horfi ég á þetta og fatta, heyrðu, að þarna var ég einu sinni. Og þá sé ég vegalengdina sem einstaklingarnir eiga eftir að fara til þess að komast í gegn Rauðahafið eða allan út í Rauðahafið. Ég veit ekki hvort ég er komin í gegn á. Ég held ég sé komin út í Rauðahafið, sko. En heldur þú vita hvað Rauðahafið er? Nei, ég veit bara að ég blautir í fæturnar. Það sem er kannski eitt sem er líka athyglivert að það eru ekki margir, sko, það eru opaslega margir sem er að taka upp frasa frá því sem við erum að segja og pæla. Það eru opaslega margir, það er bara stjórnvöld er að sitja allt á kvöld til þess að bregðast við götunum sem við erum að benda á í glæpamafíunni þeirra, sko. Þeir eru að loka pizzastöðum og opna nuddstofur í staðinn og þeir eru að breyta allu organisationu sína sem viðbrögð við því sem við erum að benda á, sem liggur bara alveg augum úti. Og svo eru menn að nota svona frasa frá okkur, sko. Já. En það er eiginlega engin nema við tveir sem erum að tala heildarmyndina í þessu samhengi, sko. Allan að reyna það, sko. Já, ég held að við séu tveir síðan svolítið uník með það. Leiðréttu mig ef það er eitthvað sem er að tala heildarmyndina og er að koma fram á svona, við erum alltaf miklu meira heimspekingar heldur en nokkuð annað, sko. Á svona heimspekilegum forsendum, það er eiginlega engin nema við tveir, sko. Já, líka því að við erum ekki að reyna, sko, ég er ekki að vitna í aðra heimspekinga, ég er að vitna í sjálfa mig. Já, ég meint. Og þú ert að gera það líka, ég meina við erum ekki, mann fyrir að ræða heimspeki, já, og kemur einhver og segir, já, þetta er eins og Kant var að tala hver er það? Já, ég meint. Heidegger. Það var eins og Þórdísmeistari kom með hérna hellamyndina. Já. Þetta er hann hvað heitir hann, Plató? Plató. Já. Að sko, ég var nánast bara búin að lýsa því alveg í smáatriðum og þá segir Þórdís, þetta er mynd Plató, sko. Og ég var búin að lesa hina bókina, sko. Ég misti að segja hellabók, sko. Mér finnst hella lýsingin hans algjör snild og hún var alveg spot on. Já. En það sem maður þarf að, sko þessi ég er ekki að reyna að breyta heiminum, frelsa heiminum eða neitt, ég er að reyna bara að hugsa mín eigin sál og díla við það hvort að Axel hafi rétt fyrir sér að hún sé hóks eða ekki. En þú veist, og mér er alveg sama hvort að sálinn sé veruleiki ekki, þú veist, mér er orðið sama hvort að ég glata einhverjum sannleikum ekki. Já, það sem að þú kallar sál, hugsa ég að ég myndi kalla database, sko. Það getur verið. Ég er ekkert komin svo langt að ég treysti mér, sko, mér finnst það bara nákvæmlega, ég líti á þetta sömu augum eins og með Big Bang Theory og alheimurinn og geimurinn og tunglið og sólinn. Þetta má vera í mínum augum eins og raunvísindin. Sorry, theoretical physics segir þetta sé. Þú meinar raunarvísindin? Já. Þetta er svo aumkunnavert, sko. Ég nota þetta módel, menn ég er ekki með neitt annað betra.
En ég leyfi mér hins vegar ekki að segja að það sé endanlegur sannleikur. Ég nota sálarmódelið meðan það virkar fyrir mig. En ég alveg meðvitaður að það gæti verið óskasannleikur hjá mér. Já. En það hérna, einmitt, það eins og trúleysingarnir, atheistarnir, vantrúar pakkið, þeir trúa því að allt hafi bara svona komið úr engu, Já. Bara, það var ekkert, svo bara, allt komið bara, allt bara. Sem svolítið fáránlegt, Mér minnir að, hvað heitir hann aftur hérna, ekki Dawkins, hérna, Richard Hawkins, Stephen Hawking. Ég minnir að hann hafi verið að fókusa mikið á hvað var að gerast fyrstu sekúnduna. Enginn viti hvað var að gerast fyrstu sekúnduna. Reyndar hef ég hort á klukkutíma langan dokumentari það sem að reynir að útlista hvað var að, eða ógeðslega fyndið. Klukkutíma langt dokumentari til að segja mér hvað var að gerast fyrstu sekúnduna í Big Bang. Já. Og það framsett eins og staðreind. En þú veist að hvernig raunvísindi, raunaleg vísindi, theoretical physics, theoretical physics eru abstrakt eðlisfræði. Þetta er guðfræðisleg eðlisfræði. En þú trúir því að þessi steypa sem að flæði frá Stephen Hawking komi úr hans eigin heilabúi, eða? Nei, veistu, mér er drullu sama. Ég bara að vitni hann af því að hann var að tala þetta. Hann er engin prestur í mínum trúarbrögðum, Nei, mín kenning er svo að hann þetta er bara þetta er ekkert frá honum, Já, ég held að hafi mikið fyrir þér í því. Ég hef ekki rýnt í þetta. Ég var að velta fyrir mér ekkert í vetur þegar ég var að horfa á myndir á honum og rifja upp viðtöla sem maður hefur hlusta á með hann og maður tók þátt í þessu tilbeiðslu, heyrðu mesti vísindamaður samtímans, bara og maður hafði verið alveg ég hef lesið sögu tímans, og allt í einu, svo horfði ég á hann og það var eitthvað þarna sem meikar ekki sens og ég sagði, ég þarf að rýna í þetta einn. En svo fór ég gegnum einhverja greinar frá honum og ég fann svo mikið af tilgáttukenningum og á bak við útreikningar hans. Þannig að, nei, þetta skiptir mig engu máli. Það sem ég ætlaði bara að segja þetta, að þessi guðræðislegu efnafræði, eðlisfræði, theoretical physics, theo merkir guð. Theoretical physics þýðir guðræðisleg eðlisfræði. Það þýðir að þetta er trúarleg eðlisfræði. Bókstaflega, það er það sem að semantics þýðir. Þetta hugtak theoretical physics þýðir trúarleg eðlisfræði. Og að halda því fram að þú getur með einhverjum funksjónum, einhverjum starffræði lýst því sem var að gerast fyrstu sekúndu alheimsins eða fyrstu 3 sekúndur alheimsins fyrir 13.700 milljón árum síðan. Nei. Ef maður kaupir það, þá er maður heila sturlaður hálfviti. En pældi í einu. Það er það sem ég vildi segja. Já, en pældi í einu. Þú getur skipt út líkama Stephen Hawking fyrir læðu, stóra hvíta læðu. Það myndi ekki breyta neinu, Já, þú veist ekkert hvaða rödd er að koma út úr talgerklinum, Og það segir mér enginn maður sem liggur afvelta í hjólastól í 20 ár og þarf talgervill til að tala, hafi komið fram með fullkomnustu reiknifunksjónir í theoretical physics síðustu 20-30 ára. Nei, ég kaupi það ekki. Þetta er hoax. Þeir geta alveg næst verður einhver köttur sem að kemur fram með einhverja kenningar, Það sem að ég hins vegar þegar ég sagði hann, ég á eftir að rýna í þetta, það sem ég sé ekki er hvers vegna hann. Hvers vegna er hann gerður að páfa theoretical physics. En manstu þegar ég var að tala ég man ekki hvenær ég var að tala manstu þegar ég var að sýna myndir af Minimi, þú veist, hvað heitir gaurinn aftur? Minimi.
Já, þessi Þingurinn. Já, Austin Powers þættirnir hérna. Já, ég var að segja, sko, sjáðu. Dr. Evil. Já, ég var með kenningunum þannig, sko, hver rúlar heiminum og hver varu geimverurnar sem að stjórnuðu jörðinu, það væri þetta hvítu læður, sko. Já, já. Og nú bara, þú veist, þetta orðið stönd í forsetakostningum að nota þessar hvítu læður sem ég var að tala. Já, já. Í alveg, það virðist vera, það sé bara einhver PR-deild í því að svara rausnum á okkur. Sko. Og þetta enda góð tengikjær vegna þess að sko, að því að Hafni var búin að benda mér á að sko, þetta hefði líka getið verið sko tákn út af Female Illuminati-kenningunni. Við erum hérna bara með 2 kenningar, sko. Nei, þær passa mjög vel saman, sko. Ég sammála. Ég opnaði þarna þessa það var eitthvað sem sendi mig link á þessa samfrímúrur þarna. Já. Í tengslu við Vigdísi Finnbogadóttur, hún hefði verið þarna, sko, það var fréttmastu í tímanum frá 17. súrgal og þar opnaðist þessi heimi fyrir mig, síðan tók Hafni þessi kenningu og kláraði hann alveg í botn, sko. Já, hann er búin að vinna mjög góða vinnu varðandi læðirnar, sko. Já, þannig ég opnaði þetta og hann kláraði þetta alveg í botn og hann alltaf hafði svo mikla innsýn áður frá þessum heimi, sko. Hafni er búin að vera að vinna óbúslega mikilvæga vinna. Hann er búin að vera að vinna alveg þvílíkan mokstur að rýna í hvernig fjölmiðlagreinar eru notaðar til þess að marginalisera ákveðnar tegundir af fólki. Já, það er snilldar greining hjá honum. Algjör snild, sko. Og það tók mig svolítið tíma þegar hann var að byrja þess að sjá hvað hann átti við. Og svo sá ég að þetta var notað varðandi sjálf á mig, sko. Já, þetta er hárrétt greining hjá hann, sko. En þú þarft að draga hann í fleiri viðtöl. Samtalið ykkar var mjög gott, sko. Já, takk fyrir það. Þetta var fínt samtalið. En hann er náttúrulega í rosa málum núna bara í einkalífinu, sko, þannig að... Sko, Hafni hefur verið, það er engin vafi á því að hann hefur verið lagður í svaðalegt einelti, sko. Já. Og það sem hefur búið að vera svo sérstakt með hans sögu er að, sko, hversu er einhver hvað er vélsmiður, minnum mig, frekar vélvirki? Ekki viss. Rennismiður, og okkur einhver svona gaur sem vinnur með svona hluti allt í hennu lagður í svona svakalegt einelti. Bara náungi sem er að ala upp sína dætur, á sína konur, en að hafa sitt heimili, vinnur bara sína vinnu, allt í hennu tekin svona fyrir. Það sem ég á við að fólk trúir því ekki. Fólk trúir ekki okkur var Axel allt í hennu tekin fyrir, okkur var Guðjón allt í hennu tekin fyrir, okkur var Hafni allt í hennu tekin fyrir. Við erum nokkri saman og örgulega eitthvað stelpur líka sem við bara þekkjum ekki ennþá. Þetta er nú bara í hugið svo fyrir Anna Lilja var tekin fyrir. Þú veist, það var alveg svakalegt. Þú veist, þarna var stelpa að missa húsið sitt. Þegar allt í henni kemur sjónvarpsteymi frá MBL. Það kemur, allt í henni kemur hérna, hvað heitir það, hérna björgunarsveit Heimilan eða hvað kölluðu sig? Já, Heimavarnarliðið. Heimavarnarliðið, hún hefur margsagt við mig. Þegar hún benti mér á þetta, hún hefur tvisvar bent mér á þetta, hún sagði, ég bauð þeim ekkert að koma, ég hóaði ekki í þá, ég veit ekkert okkur þeir koma þarna. Þú veist, þetta var svo, þegar hún sendi mér líka í 3 af þessum fréttum og maður sá hvernig henni var bara stillt upp, hún tekin fyrir. Ekkert endilega hún persónlega, kannski hún persónlega, ég veit það ekki. Var ég persónlega, var ég bara að dæma eitthvað? Ég held reyndar að Hafni hafi verið tekin fyrir út af tengslum hans við varnarliðið, sko. Nei, við landhelgisgæsluna, sko. Já, það var góður punktur. Það kom einmitt fram í samtalinu okkar. Já, ég held að þaðan kemur einelti gagnvart Hafna, sko. Og Og má ég koma inn og framfæra með henni í mannúða? Þetta er náttúrulega dokumenta í samtalinu, er það ekki? Þetta kom aðeins fram, já. Að ég hef tvisvar fengið skeyti frá ónafngreindum aðila, frá sikkurum aðilanum, sem hefur sagt að Hafni er tekin fyrir út af hlutum sem hann veit en veit ekki hann veit. Já, einmitt. Ég þykist vera búin að sjá í gegnum ástandi þar, sko. En málið er það, sko, að landhelgisgæslan og íslenska lögregla haugarnir, þeir sjá eiturlyfja innflutning og sprúttinnflutning til landsins, sko. Og það er náttúrulega mjög hættulegt að koma nálægt slíkri starfsemi, sko. Þótt þú sért bara að vélvirkja laga mótorana, sko. Já. Þetta er góð punktur, þetta er dokumenta, það eiga fleiri eftir að tengja punktar.
En svo er hérna með Sævarsmálið, þar hef ég auglýst eftir útskýringum á blóðbaðinu í kjallaranum. Akkur er blóð í kjallaranum á Hraunbænum, hvaðan kemur það? Ég er sammálaður því að blóðið í kjallaranum á ekki raunhæfa skýringu. Nei. Ég man eftir vídeóinu þínu, sko, ég tók fram að ég væri ekki sammálaður þessu vídeói, en það er alveg rétt samt sem þú ert þarna bent á. Blóðið í kjallaranum á ekki, þú veist, allir sem hafa unnið í sláturhúsi vita það að dýri sem er blæðir út á staðnum sem það deyr. Já, nákvæmlega. Mest magn í upphafi, sko. Og líka það er eftirtektarvert að það er ekki gerð grein fyrir þessu blóði í skýrslunni, sko. Auk þess ertu settur í líkpoka, ef þú ert dáinn, sem að heldur blóðinu, sem er hannaður einmitt til þess að sé ekki að leka blóð út um allt. Þannig að blóðið á stigapallinum stemmir ekki heldur. Nei, einmitt. Ég náttúrulega lagði fram þarna, ég man nú ekki hvernig loka niðurstaðan var í þessu, en að hann hafi verið með upplýsingar sem hann var að nota til þess að fá peninga, sko, eða eitthvað. Og hann hafi verið drepið þarna í kjallarana, sko. Og þá er allur hinn spunnin bara lygi frá upphafi til enda, sko. En tókstu eftir að þegar ég setti fram niðurstöðuna í Geirfinnsmálunum eða þeim málum að þá fóru þeir að handtaka einhverja og eitthvað vesenast, sko. Sko, þeir voru nú að taka einhverja til yfirheyrslu í vor. Nei, það var bara núna nýlega sem þeir tóku, í vorinu, þá handtóku þeir eitthvað. Já, þannig að sem er alltaf bara alveg út úr kú, sko. Það er valdstjórnin sem drap þessa menn. Þú veist, þessi frétt var rosalega skrítin. Það var einhver einn eða tveir sem voru handteknir á morgni til yfirheyrslu. Þetta voru fréttir á 3 íslensku fjölmiðlum einn dag og svo var þetta gleymt. Já. Og ég man að ég fór eitthvað og googlaði og fór hún í fréttir, sko, ég las held ég PDF-skjal mál 214 og til þess að finna, sko, þeir sögðu, það var sagt í fjölmiðlum, þetta fólk var tekið til yfirheyrslu út af hvarfinu á Guðmundi. Já, mitt. Svo ég fór og las mig til bara Guðmundarmálið, varðandi, sko, líkið. Líkið í fyrsta lagi fannst aldrei. Öðru lagi var Albert settur í 2 ára fangelsi fyrir að hafa tekið þátt í að flytja líkið á milli staða. Leið og þú horfir á þann vitnisburð, bíddu nú við, þegar Albert kemur úr fangelsi, þá sífellt heldur hann fram, hann muni ekkert eftir þessu. Þú gleymir ekki svona atviki. Öðru lagi, ef að þeir náðu manni sem flutti líkið, þá náðu þeir manninum sem veit hvar líkið er. Já, mitt. Og svo halda þeir því fram að þeir hafa aldrei fundið líkið. Þú veist, hver er að segja hvað þarna? Og svo, 30-40 árum setna, kallaðir einhver 1 eða 2 menn til yfirheyrslu vegna líksins að Guðmundi. Þetta er eins og ég hef kannski verið að segja, sko, að það er orðið svo mikið lygi í kerfinu, sko, í valdstjórnarkerfinu, bæði alþjóðlega kerfinu og íslenska, að þetta er orðið bara svona úthund vitleysa, sko. Það er bara, það er bara, ef þú ert með einhverja greindarvísitölu, einhver stig í því, þá áttu að geta séð bara vitleysuna, sko. Já. Og til dæmis bara ef þú spyrði af hverju var blóð í kjallaranum á Hraunbæ? Já, þetta er alveg punktur og þess að segja, sko, ég veit að þú ert með kenningu morðið á Sævari, ég er með kenningu morðið á Sævari, en það breytir því ekki að ef þú þekkir eitthvað til líks, hvort það er hræ af dýri eða lík af mannesku, þá standast ekki þessar myndir. Það er eitt og sér alveg nóg. Svo erum við bara með einhverja kenningar. En það breytir ekki þeirri staðreynd að morðið á Sævari frá því hvað var í desember 2013, núna í 2,5 ár hefur og það finnst mér mikilvægast í þessu.
í 2,5 ár hefur íslenska rétttrúnaðar þjóðin, orthodox Íslendingar, sætt sig við að einn úr þeirra hópi var drepinn án dóms. Og laga. Já, náttúrulega eðlilega án dóms og laga. Þú veist, þú tekur ekki mann af lífi án þess að draga þáttakendur í þeim atviki fyrir rétt. Hvort sem það aðili í lögreglubúningi eða ekki. Og þetta hefur íslenska þjóðin sætt sig við, orthodox þjóðin, 95% hafa sætt sig við þetta og hinn 4% veit ekki hvernig þau að bera sig að við það að samþykkja þetta ekki. Jú, þau eru að reyna að kjósa Sturla. En af hverju 6.446 kjósendur að Sturla? Það er næstu í 3,3%. Já, sko, þetta eru 64, helmingurinn er 32, helmingurinn af því er 21. Já. Ég held líka að svona eða svona flest óútskýrð mannskvörf eða hvað það heitir. Ég held að það sé líka valdstjórnin að reynsa óþægilega starfsmenn, sko. Þetta er líka svo sterk skilaboð, sko, alveg eins og með, sko, þannig í desember 2013. Hvað gerðist fleira 2013? Sko, í júní 2013 var þjóðveldið endurreist á Þingvöllum. Í apríl 2013 byrjaði frelsitíði. Í júlí 2013 felldi lýðveldið sína eigin stjórnarskrá úr gildi. Í desember 2013 þá drepur lýðveldið einn af þegnum sínum og þjóðin samþykkir það, þegjandi orðaljóst. Og allir þessir atburðir sem ég var að lýsa, þeir eru ekki einu sinni vitaðir allan að 95%. Við vitum núna hvað 95% er, við vorum að debunka það fyrir 2 vikum síðan. Já, ég reyndar held að úrslitin, þessar tölur í úrslitunum segja ekki neitt, sko. Það er allt skaldað, sko. Já, ég er ekki að horfa á töluna, sko, sem eiginlega tölu, ég er að líta á hana sem symbolisma. Já, mitt. Og þess vegna er ég komin á þann stað að, þú veist, ég hugsa bara, þú veist, það er algjörlega tilgangslaust, þú veist, ég er búin að vera að tala um það í vídeónum mínum, þú veist, það eina sem ég er að gefa vitnisburð fyrir mína eigin frelsun, eða þú veist, að frelsingja sjálfan mig. Já, reyndar er ég með, það er annar tilgangur með þessu starfi mínu allavega, og ég reikna með þínu líka, að þegar að svona, sko, þegar að næsta hrun kemur, þá liggur allar þessar greiningar og þetta efni liggur þá fyrir, sko. Þegar að stóra hruni kemur, sko, og stóru klessunar koma fyrir, að þá opnast allt í henni fyrir hjá fólki að hærðu, ja, og þá er þessi vinna búin, sko. Já, hún getur, já. Það er eins og þegar þú kompælir forrit, sko, að við erum búin að forrita. Já. Og svo þegar, eins og þeir segja, order out of chaos, sko, þegar þær aðgerðir byrja, það eru svona compiling aðgerðir, að þá er okkar kódi með í því compiling. Já, og það hjálpar ýmsum, sko, þegar þú gefur vitnisburð, þá ertu að varða leiðina sem þú fórst. Já. Ég sé þetta orðið meira þannig, ég sé ekki í dag að það sé neitt tilgangur að reyna að segja einum eitt eða neitt. En samt það kemur bara upp í hugan núna, bara e-mail skeyti sem ég fekk fyrir fáinum dögum frá manni sem sagði, heyrðu, ég vaknaði bara með skell í fyrrasumar. Já. Að ég horfði á eitthvað vídeó, ég held að hann hafi nefnt 911 og ég vaknaði bara með látum. Já. Hann var bara að senda mér kveðju og segja takk fyrir vídeóinu þín, ég er búin að vera að moka upp nokkur með vídeóinu þín. En þess að ég er að vinna alveg á, sko, flegi ferð að vinna mig upp, sko. Já. Þannig að, já, alveg eins og bara við sko, ég horfi á vídeó og les greinar frá fullt af mönnum sem að vaknaðu kannski fyrir 50 árum eða miklu eldra og það hjálpar mér. Já. En ég er líka með á Frelsi TV, ég er með, sko,
einhverja 1500 áhorf á viku í backlogin hjá mér, sko. Já, ég með milli 100 og 200. Já. Það ekki spurning magn, þetta spurning gæði. Nei, ég ekki að byrja, þú veist, það bara til gaman sem ég ber saman tölum. Það skipta mig engum máli þannig. Já, en samt áhorf hjá mér alltaf að aukast jafnt og þétt. Pínu pons. Já, ég náttúrulega verið að nota markas þekkingu mína til þess að koma mér á framfæri. Þú hefur nú verið svolítið bara ekki einu sinni í nærbuxum, sko. Nei, ég hef nú verið í nærbuxum. Ég sín ekki til hann, sko. Já, það hefur nú komið fyrir og það hefur verið í nærbuxum, já, það hefur komið fyrir. Nei, þú náttúrulega með allt annan stíl, skilur við. Það bara gott, sko. Þetta bara gott, það enginn sem hefur þórað þessu. Bara í heiminn. Já. Ég og ég náttúrulega á þessum rásum að blása mig út, sko, eins og Harmageddon. Ég var bara í efstu sætum alla síðustu viku, sko. Já, Þannig að það trekkir að. Já, við erum að gera ólíka hluti, mjög ólíka hluti. Og ég til dæmis ekkert að vesenast fyrir þjóðveldi lengur. Ég algjörlega bara í trúnni, sko. Og ég að fara meira út í trúnni, sko. Já, þú ert að koma yfir í sjálfsveldi, ég veit. Nei, það náttúrulega bara eins og það sko. Og það það sem að eins og bókina Stefán Milieu, Preferable Behavior, bókin, sko. Já, þetta að lesa hana. Ég segi já eftir, ég ætla að kynna mér. Já, ég hlustaði bara hljóðbókina, sko, og það svo mikil opinberun að hlusta á þá bók, sko, það halva að vera nóg. Ég meinti hálesa, sko. Já, ég meint. Ég nenni ekki að lesa, ég vil fá það í audiobook eða vídeo, ég vil geta lagt á kapal og menni hlusta. Já, ég meint. En sko, ég hef reyndar hugsað að fara meira út í að gera heimildamindir og bækur, sko, þrengra efni, taka eitthvað af þessum kenningum mínum og sita þær í fastara form, sko. Ég hugsa svipaða hluti með mitt. En það bara svo mikið að gerast, skilur. Það eins og þessi atburður Laugarneskirkju og allar þessi falsku fánar og hóksinn öll og veist, maður bara rétt hefur undan að svara þessum holskeflum, sko. Já, ég alveg sammála. Mér langar að taka margt af eldræfninu mínu. Ég verð að lenda í þessu. Bara, þú veist, ef ég lendi því í síman og fólk að spyrja mig út í til að neanderdalskenningurna mínar, þetta bara alveg efni í næstu 2 tíma fyrirlestur. Já, einmitt. Og eins með herólana, sko, ef einhver að spyrja mig út í það og tilbúin að hlusta á allt það sem ég búin að móka upp með það. Bara þetta tvennt og eins og þú bendi mér á einhvern tímann í fyrra þegar ég fór að pæla í þessu með landafundið í Ameríku að því ég tengi það við herólana og Genghis-Khan líka. Að þetta efni alveg heilmikið efni og ég átta mig á því að ef ég færi að rannsaka betur, sko, punkta, gera þetta meira konkrít, þá alveg heilmikið efni, sko, sem að mætti, ég gæti verið í þessu bara í 10 ár, bara í þessu. Já. Og svo vill ég skrifa bókina Íslands krukkan. Ertu með krukkuna á borðinu þar? Já, ég með atkvæðin í krukkum, rétt kjörinn forseti Íslands. Ég að nota hann í það akkurat núna, sko. En svo líka annað, sko, sem svolítið búið að vera hjá mér undanfarið. Sko, ég á vissan hátt, sko, sáttur, sko, frá því að gerist þessi sprengja í fyrrahaust, þegar við föttum blekkinguna með Kópavogsfundinn og svo skjalastyld Árna Magnússonar. Þetta tvennt. Fyrir mér svo stórt, ég alveg viss það að sagnfræðiprófessor hefði ekki verið gerður að forseta lýðveldisins ef við hefðum ekki dýbankað þessa spuna. Og þeir eru svo stórir, þú sér það verið ekki komið fram neitt síðan í fyrrahaust til að svara þessu, ekki neitt. Já, það kom einhver úr sögu mafíunni í útvarpssögu. Það sem að með fjármagni frá Danmörku
þar sem að einhver sögu spekulanti var komið með fullt af gögnum skoðanakönnun sem hann gerði einhvern tíma fyrir marga alda löngu á Íslandi, sko. Já. Og allt í henni bara komið fullt af bréfum og pappirum hvaða skoðanir fólk höfðu á landnámsöldu eitthvað. Já. Yes, right, og stutt frá Kaupmannahöfn, sko. Ég var nú bara fletta í einn af mínu uppáhaldsbókum uppruni Íslendinga til Barða Guðmundsson, ég var að blaði henni í gær. Já. Og rakst á eitthvað bara þriggja sína kafli, mjög aftarlega sem ég hafa aldrei lesið, sem var sko merkasta ári sögu Íslendinga. Og þar fór hann, Barði náttúrulega var sagnfræðingur, viðurkenndur sagnfræðingur, hann var þjóðskjalavörður og alþingismaður og svona, það er alveg gott að vitna í svona gaura sem eru viðurkenndir inn í steinrunaheiminum. Hann fór aðeins yfir hvers vegna 874. Já. Hann fór aðeins yfir af hverju var lent á tölunni 874 þegar þeir vita að hún gerskáta. Og hann endaði kaflan á því að staðfesta töluna, sko, 874. En á þessum 3 blaðsíðum þá áttaði maður að sjá því að hann var í rauninni að halda sinni stöðu í samfélaginu leið og hann benti samsæringum framtíðarinnar á að hvernig þeir gætu vefengt töluna. Já. En það sem mér finnst, sko, það sem mér finnst stærst, sko, nú til dæmis, ég man að það var einhvern tímann í vor sem þú gerir þátt varandi ljósi og norðri. Já. Og ég hafði svolítið gaman af því að þú tókst allt annað take á því heldur en ég myndi taka. Og ég hugsaði, þetta gott, þú ert með take á ljósin og norðri, ég er með take á ljósin og norðri. Á sama tíma var í morgun þáttum út af sögu mjög mikið af þáttum píramídalógíuna. Og ég svolítið gaman af því að tæta píramídalógíuna í mig því það svo auðvelt. Og líka því hún svo stór óskamýta í hausnum á svo mörgum. Og fólk veit ekki að ég grúskaði mikið í þessu þegar ég var svona 25 ára, sko. Og það sumir sem vitni í þetta vitna í skugga, Jokkum Eggertsson, og ég var mikill aðdáandi hans og ég lesi mikið eftir hann. Ég vélritaði upp Brísingamenn Freyju og sett á netið bara til að gera aðgengilegt fyrir fólk. En þegar sko, á þessum tíma, þegar þú gerir þennan þátt ljósi í norðri, og nú ég búin að oft minnast á ljósi í norðri í tengslum við ýmislegt sem ég hef verið að gera og það sem þjóðveldismenn er að gera, og búin að vera að gera síðan einhvern veginn í fyrra, að í píramídalógíunni fara mennir líka út í ljósi og norðri. Hvað er ljósi og norðri? En þegar ég horfa á það, ég er smátt og smátt búin að vera að færast að þeirri skoðun að ljósi og norðri var þegar Íslendingar mynduðu þjóðveldi þegar á Íslandi fyrir 1000 árum. Og að ljósi og norðri hafi bara varðveist í svo lítill logi, hvort sem það er í þinni túlkun, minni túlkun eða einhverju annarri túlkun. Að þegar hvort sem við víkingar eða herúlar, það kemur eitthvað fólk til Íslands og gerir eitthvað sem var það merkilegt að það er búið að vera að reyna í 1000 ár með stífri þjóðfélagsverkfræði að kæfa það og fela það. En er þetta ekki... En lítill hópur manna eins og Barði og eins og Jón Aðils og það sem við erum að gera hafa varðveitt þennan litla fíngerða loga. Höfum í huga að þjóðirnar sem að þjóðfélags, sko, erlendu aðilarnir sem að þjóðfélagsverkfræða Íslendinga, það er hægt að genósæta okkur með 2 B-52 flugvélum bara fyrir hádegi á morgun. Það er hægt að þurrka okkur út af yfirborði jarðar, það hefði verið hægt að gera það hvenær sem er á þessum 1000 árum. Við erum svo fá og við höfum engin vopn. En hver er verndarhjálmurinn sem að hefur leyft þessum litla, fíngerða, nánast ósýnilega loga að varðveitast í gegnum 1000 ára? Það eru náttúrulega... Hver er þessi logi? Það eru náttúrulega kanamellunar sem ég er alltaf að kritisera alltaf mikið. Það er Quislingarnir? Já, ég meina það eru ákveðin vernd upp að vissu marki á meðan að allir morðingjarnir að ríða þeim að þá þeir svo sem ekkert að gera neitt annað á meðan.
Já, núna kostum við skemmtilegt teik og sko Guð blessi kanamællirnar, það skemmtilegt ekki gegna. Ég var næstu, ég byrjaði að gera vídeo í morgun. Ég sagði, heyrðu, ég ætla að gera vídeo sem segir I am a feminist. I'm a feminist. En ertu vissum að það sé ekki lost in translation, þetta hafi verið prumpið úr norðri? Það getur vel verið. Og að græna metangasi sem að líkur háloftin okkar eru bara prump, sko. Þess vegna, ég veit ekkert það, þetta bara hugarmódel. Já. En sko, ég fer ekki af fyrir skoðun. Það eina sem ég alveg vissum, og það náttúrulega mín trú, að ljósið úr norður einhver hugsun, einhver kristaltær hugsun sem þjóðfélagsverkfræðingar óttast og vilja kæfa. Já. En hver þessi hugsun? Nei, ég get sagt hver hún Sjálfsveldið. Nei. Mér finnst það ekki skipta máli, ég bara ánægður með fólk að velta þessu fyrir sér. Já. Vegna þess að ef fólk að velta þessu fyrir sér, þá það að skoða í kringu sér, það að grúska og þá fjölgar þeim sem að detta niður á rásirnar okkar og læra. Mér finnst sko það mikilvægasta sem ég hef lært, þessi 49 ár mín, að vefengja mína eigin hugsun. Það það mikilvægasta sem ég hef lært. Og ég held að því fleiri sem að læra að vefengja eigin hugsun, þeim mun frekar kemst mannkynið eitthvað á betra heldur en það sem við erum að sjá í dag. Lygar, morð, svikar, genósæd, styrjaldir, kúgun, ofbeldi af alls konar vegu og viðbjóður útrúlega. Já. Eitthvað sem við getum verið stolt af, sko. Og ég óbáslega litaður í mínu lífslaupi af þessu orði sem ég fekk 15 ára gamall í sjálfsmorðshugleiðingum. Líf fyrir dauðan? Já, trúir þú á líf fyrir dauðan, sko. Fyrir mér eru svona fræðimenn og sögufalsarar, sko. Það er svo mikið af þessu fólki sem á ekkert líf, sko. Já. Og, ég alveg sammálaður með þetta líf fyrir dauðan, mér finnst það mjög góð punktur. En ætla ég að lesa fyrir þig ljósið úr norðri. Þetta þessi litli logi sem að íslensku víkingarnir hafa varðveitt og þeir eru last síðasta fólkið sem að stendur gegn þessu. Það Matteus 17, 24-26. 25. Þá spyr Jesú Jesú mælti, hvað líst þér Símon af hverjum heimta konunga jarðarinnar toll eða skatta? Af börnum sínum eða vandalausum? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesú mælti, þá eru börnin frjáls. Sko, þetta grunnurinn að öllu, sko. Þannig að þú átt við að við erum búin að lampa niður af Galileóvatni og veiða fiskinn með peninginn í munninum. Nei, við þráuðumst, við erum síðasti hópurinn sem að flýr undan skattpíningum, sko. Og þá ég ekki að tala landnámið, að þegar landnámið, sko, í hugum lygasögurritarana, þá sko, ef að tréð fellur og engin kettling, ef þú segir eitthvað og engin kettling heyrir það, sagðir það þá, ef ekki tréð fellur í skóginum og engin sér það, fjall á tréð. Þetta svolítið viðhorf lygasögurritara, sko. Ef það voru ekki þeir sem voru að nema land, þá var það bara auður náður, sko. Og Ísland var, sko, þar var, tel ég, gríðarlega mikið þjóðlíf og mikið fínir í áður en að súludólgarnir komu, sko. Já. Og það vel að merkja, hann minnist einmitt á það í þessum kafla hann barði, sko, þegar hann segir, sko, fyrstu landnemarnir sem komu frá Noregi, sagði hann, sem komu, hann segir, þeir fóru upp í Skaftafellssýslu
og þar var samfélag Papana sem ákváðu að fara. Ég trúi því reyndar ekki að þeir hafi ákveðið að fara. Það túlkun. Ég veit bara að þeir hurfu. Ég veit ekki af hverju þeir hurfu. Já, en hérna einmitt eins og þú segir, sko, í 27. versinu, þá sko, en til þess að við hneykslu þá ekki, farðu niður á vatni og rendu öngli, taktu því að fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og þú munt finna pening, taka hann og greiða þeim fyrir mig. Þannig ég svo að segja, sko, það sem ég verið að segja, sko, þegar bankinn að heimta peninga fólki fyrir, og taka þeim eignir þeirra, að það sem að Jesú að segja sko, notaðu sama drullumallið og þeir, sko. Farðu bara og sagtu sagt eitthvað á náttúrun og kastaði þá tilbaka, sko. Og ég verið að segja, sko, þú getur bara sendt tölvupóst. Hér debit í tölvupóstinum og kredit hjá mínum himneska föður, skuldin uppgreidd, sko. Það það sem hann að segja, sko. Og þessi logi tel ég að hafi verið að því að sko það svo með Indjána, þeir voru náttúrulega náttúrubörn og voru í náttúrun og þeirra menning þróaðist bara mjög fallega í náttúrunni, sko. Við hins vegar erum flóttamenn, efnahagslegi flóttamenn undan árans Babyloningum, sko. Þannig að við erum hluti af þessum babyloniska djöflakúltúr og erum síðust að hlaupa undan, sko. Þess vegna við töluvert öðruvísi heldur en til dæmis Indjánarnir og það tæknilega flóknara fyrir þessa djöfladýrkendur að drepa sína eigin, sko. Það auðvelt fyrir þá réttlátt að drepa eins og Indjána, þeir líta það sem bara eins og að drepa rollur, sko. Þeir sjá að gera ekki greinamun á því, en að því að við erum sama kyn og þeir, þá svo erfitt fyrir þá að drepa sama kyn. Öðru svona að rústa sínu eigin karma, sko. Eins og bandaríska stjórnarskrárlögin segir, sko, að we take it as self-evident that every man is born equal. Já, What do you mean by the word man? Já, einmitt. Og þess vegna komu eugenist pakkið þurfti að koma þessari kenningu inn að við værum komin að öpum. Og ef að þú segir í umræðinni að við erum með sömu forfeður og apar, ef þú segir þetta í alvöru, þá ertu með vöruðinum búin að lýsa yfir og þú sért bara í hluta dýraríkinu. Þú sért ekki af þessu konunglega mannkyni, sko. Þar með ertu búin að skrifa undir þinn eigin dauðadóm. Og for the record, ég kem ekki af þessu apakynni, sko. Ég kem af konungakynni, sko. Já, ég kinka kollin, ég ekkert endilega að kvitta fyrir þessi sammála þessari kenningu. Mér finnst kenningin alveg rétt á sér. Ég sífellt meira, ég komin upp í hring með sjálf á mig. Þess vegna ég líka að fara aftur í gegnum gamla dúkkaðanir, sem ég langar að sjá hvar ég var líka á sínum tíma og mér langar að sjá hvort það sé eitthvað sem educational. Mér finnst sko, þú veist, þó ég sé að tala eins og ég sé að tala núna, ég ekki búin að missa trú mína á að þjóðveldishugsjónin sé gild. Ég ekki að halda því fram. Ég alveg sami þjóðveldismaðurinn í dag og ég var fyrir 3 árum. En ég farin að hugsa það öðruvísi. Og það bara í hluti af því hvernig ég upplifi þá pælingu. En ég komin alveg skýrt á einn stað. Þú getur engum manni kennt neitt. Hann verður að kenna sig sjálfur. Já. Og þegar ég komin inn í þetta, þá ég komin inn á stað, eins og vorst að tala þetta með fiskinn og upprunan og apan og allt þetta dót. Þegar ég fattaði núna í vor, þegar ég fattaði að bæði eingyðistrúin, sem mér náttúrulega mjög kær, eins og kannski allir vita í dag, bæði eingyðistrúin og húmanistatrúin, báðar segja mér að bæði að jörðin og mannkynið eigi upphaf. Svo bara núna einhvern tímann í vor, þegar ég var eitthvað að hugsa upp átt við vídeóvélina, þá allt í detti inn og heyrðu, hver sagði mér að það væri upphaf og hvers vegna trúi ég að það sé rétt?
Og síðan hef ég leyft mér, síðan bara lagði ég þetta á bara borðið í huganum. Þú veist, þetta er að ég vann svolítið með þegar ég var að þróa ferlið jákvæða vilja. Þá þróaði ég þá hugmynd, ef þú upplifir mikla reiði, alveg sama hvað vekur reiðina, hvort sem það eru trúðín á þjóðfélagsverkfræðina, að múslimar séu, þú veist, að setja allt í uppnám í Evrópu. Já, Upp á sturlum samtímans. Meina fyrir 80 árum þá trúði Evrópa því að gyðingar væru að setja Evrópu í uppnám. Og þar áður trúðu þeir að væri nornir og illir andar. Já, ok. Þú veist, ok, þú getur trúað þessu. Eða þú getur trúað því að mamma þín hafi verið vonbrigð þegar þú varst krakki. Það breytir því ekki að það er eitthvað sem vekur reiði innan þér. Og ég valdi þá leið að prófa að taka reiðina bara objektíft, á þess að spá í hver vaktana og leggja nú svona huglegt borð og sjá til hvort hún myndi gufa upp í sólinni. Þetta er það sama og ég á við þegar ég segi truth sticks. Að því meira svo veffengir þína eigin sannleika, þá endar á því að þú rekst á eitthvað sem þú getur ekki veffengt. Og þá fer það að rekast á það þegar þú ert að leyfa einhverjum sannleika að standa út af þín eigin óskhyggju. Vegna þess að óskyggja er eitthvað sem við tökum ekki eftir. Okkar eigin óskyggja. Og svo lendi ég þarna í þessu í vor, hvers vegna samþykkti ég þann sannleik að mannkynið eigi sér byrjun. Ég er ekki að segja að ég trúi því ekki. Nei, ég skil það. Ég er bara að leyfa mér að efast það. Vegna þess að leiði ég leyfði mér að efast það, þá sá ég hvaðan hugmyndin kom. Ég sá að það voru, ef ég trú á Guð og trú á bröðunum, hvort það er íslam, kristinfræði, júdismi eða einhver önnur af þau eru mörg eingyðistrúarbrögð. Ef ég trúi því, þá er ég að trúa því sem einhver sagði byrjun mannkynsins. Eða jarðarinnar. Eða alheimsins. En það er engin munur, sko, hvort það er humanistinn segir að þetta byrjaði allt í stóru sprengju fyrir tilviljun. Og DNA, sem gæti verið hoax, þú veist, var það líka til fyrir tilviljun. Ok, annar segir, heyrðu, Guð gerði þetta ekki, hinn segir Guð gerði þetta. En báðir segja effektivli það sama. Alheimurinn byrjaði í miklu ljósi, síðan þróaðist hann svolítið tíma eða var skapaður yfir ákveðið tímabil og endaði því að við komum fram og við erum toppurinn á sköpunarverkinu. Þetta er sama módelið. Eini munurinn á þessum tveimur módelum er það hvers vegna það gerðist. Já, og ég segi bara í dag, ég leyfi mér að efast þessa kenningu, hún hefur ekki verið sönnuð. Ekki frekar en babúsku kenningi mín, sko. Nákvæmlega. En málið er sko að þess vegna held ég að Truman Show kenningi mín komi sterkt inn þar sem ég er að benda á með svona aðeins raunveruleikunum hætti að heimsmyndin eins og fyrir Truman hann var settur þarna inn í þetta stúdíó sem barn, sko. Og svo var allir að segja honum hvernig raunveruleikin er. Að sko, ef að þú með orðum kontrólerar heimsmynd einhvers, eins og þeir kontróluðu heimsmynd Trumans, þá fékkst hann til þess að fungera eins og mannesku, sko. Og í því var heilmikill gróði að taka myndir á honum, bara pissa og borða og vera í þessari aðstöðu, sko. Þetta er eiginlega baráttan Truman Showið, sko. Baráttan snýst það hver skýrgreinir stúdíóið þitt, sko. Ég er algjörlega sammála og þú komst með útskýrðir þessa kenningu í vor. Ég man ekki hvort þú gerði það í live, en ég man að þú gerðir það allavega í Harmageddon-þætti. Þess að þú bentir á að í upphafi var orðið, var byrjunin á Truman-sjóðunum. Já, einmitt. Og ég hef ekki sagt það við þig, af því að ég vil helst ekki hæla þér opinberlega, svo verður ekki montin eins og ég. Já, einmitt. En mér fannst þetta algjör snilld, þessi framsetning. Og þegar ég var að segja að ég veit ekki hvort ég viðurkenni byrjunina, ég er alveg meðvitaður þetta setningu upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var guðleg vera. Já, einmitt. Ég er alveg meðvitaður það vegna þess að ég spyr mig
þegar ég segi við sjálf á mig, hvað ef alheimurinn og við erum bara í eilífri hringrás sem á hvorki upphaf né endi, þá spyr ég sjálf á mig, hver þá þroskaferillinn? Hvar byrjaði orðið? Vegna þess að ég alveg með þá hreinu að tungumál hér stór leyndardómur. Vegna þess að það eitt af því sem við tökum sér sjálfgefið. Það tungumálið. Það svo hugsun sem genereitar tungumál og aktar á tungumáli. Og ég veit að einn af founding fathers of humanist science, Descartes, hann vann rosalega mikið með þetta. Hann var mjög mikið að pæla í þessu, hvort að til dæmis Konguló var meðvituð að hún að hugsa. Hann vildi meina það sem að gerði manninn, og hann var humanisti, þó hann reyndi að þykjast trú á Guð og reyndi að útskýra hann gæti sannað með rökum tilveru Guðs, sem honum mistókst hrapalega að mínum mati í bókinni orðræða aðferð, sem man ekki hvað heitir á ensku, að hann vildi meina að það sem að skilgreindi manninn abstraktli aðgreindan frá dýrunum, að hann væri sérst ekki dýr, væri að hann væri meðvitaður að hann hugsaði og gæti tjáð sig það með abstrakt hugmyndum. Já, í henni gömlu En ég leifi, má ég bara bæta einu við? Ég leifi mér í dag að efast þetta, þessa skilgreiningu. Já, en þetta sem ég að segja líka bakkað upp biblíulega. Þegar við les fyrstu Mósebók, þá Guð sagði verði ljós. Það náttúrulega orð, og Guð sá að ljósið var gott, og Guð kallaði, þetta allt saman orð. Guð sagði verði festing vatna, að þessi heimsmynd í fyrstu Mósebók orðmynd, og þess vegna hef ég til dæmis verið svo mikið í því að brjóta og bjaga íslenskun og brjóta alla, búa til orð og snúa upp á tungumálið, því að tungumálið heftir rosalega hvað maður getur tjáð og hvernig. Já, ég tek alveg undir þetta, og nú erum við til dæmis báðir engiðistrómenn, ég held að þú sért það ennþá, ég verði að hlana, ég þegar ég geta bakkað frá öllum mínum gífurirðum á þeim vettvangi, en við erum alltaf á farvegi og þroski í vitund, vöxtur í vitund þýðir, allan að þeim mín reynsla, ég hef alltaf mótmælt, menn sögðu alltaf áður, efinn forsenda trúarinnar, ég hef alltaf mótmælt því og sagt, nei, ég kaupi það ekki alveg, en ég er farin að sjá það í dag að ég tek ný skref í minni vitund þegar ég er búin að vera efast mínar eigin hugsanir. Núna ég til að efast það sem mér sagt uppruna. Ég ekki að segja að það sé ekki uppruni, ég að efast þá sem sögðu mér að það væri uppruni. Ég ætla að uppgöta það sjálfur. Já, ég veit. Og ég leið og, já. En þú spurðir hverju ég trúi, Ég held að ég trúi bara á konuna mína, Ég veit ekkert, ég voru svo stríðara því að þú stundum verið spurður, hverju trúaru og þú vilt aldrei svara því beinleiðis eða ferð út í eitthvað svona dót, Og það náttúrulega bara eldur á, það svona bensín á eld minnar eigin tortryggniröskunar, Þetta eitthvað meitlun hana bakvið, Þú veist. Ég efast sjálfan mig og þar að leiðandi alla aðra líka, Já, ég gerði náttúrulega rosalega djúpa grein fyrir minni trú í myndbandinu Guð, Guð og Guð, Já, ég nú líka bara, þú veist, að slá svona rökfræðilega varnagla fyrir því, don't get shocked if I accidentally debunk you. Feel free to, It's meant very lovingly. Bara kærleikur og baka. Já, ég alltaf að bíða eftir að þessi árans kenning að ég sé CIA agent verði sönn, því þá fæ ég væntanlega einhverja launaseðla eða eitthvað. Já, getur þú farið að senda þeim rökkum. Ég fara að senda svona kvörtunarbréf að CIA. Já, það bara fullt af fólki sem segir ég sé agent hjá ykkur. Hvernig það? Ég ekki á launaskráða eða eitthvað? En ég nefnilega fólk trúir því ekki fyrir það. Sumt fólki mínum Íslandið hefur lent í því að ég mjög grimmur
sko við sjálfan mig og þar af leiðandi alla í kringum mig líka. Já, ég reyndar fagna mjög gagnrýni og kenningum mig og ekkert viðkvæmur fyrir þeim, sko. En það verða þá líka að vera allavega eitthvað pínulítil röksemd á baku það. Já. En mér finnst, sko, þetta bara eins og þegar maður segir hérna, þú veist, ég gerði einhvern tímann vídeó þar sem ég man ekki hvort hvort ég ætlaði það. Nei, þú veist, þegar maður fyrir að pæla í svona aðilum, sko, þú veist, Trump is evil, doesn't make him a bad person. Doesn't mean that I don't like him, I like him, but he's evil. But I am also evil. I am a child of an evil world. Þú veist, fyrir ekki að enskuðuna en ég meina það þegar ég segi ég grimmur við sjálfum mig. Já, en þetta snýst ekki persónur og leikendur, þetta snýst andaöfl. Sko, ég einhvern tímann þegar ég ákvað að fyllast heilugum anda til dæmis. Og það var svolítið erfitt fyrir mig fræðilega að kyngja því hvað það væri. Þá gerði ég smá research, sko. Lognina eilífu vatna. Þá fletti ég upp, já, einmitt, það mjög góð lýsing, sko. Þá fletti ég upp orðinu andi, hvað þýðir andi, sko. Og andi þýðir í raun svona, getur verið hugar ástand, eða það talað að vera í góðum anda, sko, það er svona verið í góðu skapi, sko. Já. Og verið í slæmum anda svona að vera fælega fúll eitthvað. Að andi í raun svona sinni, heitir það sennilega á íslensku. Að sko, heilagur andi í mínum huga er hugarkyrrð. Og hugarkyrrð viskunar. Ég bara að láta þetta flæða því ég ekki alveg búin að móta þetta, sko. Að sko að geta verið í kyrrð með sjálfum sér og eins og Jesús sagði heilagan andans að ég fer og ég sendi ykkur hjálpara minn, farið og gjörið meira heldur en ég hef gert, sko, meiri verk. Og þannig að heilagur andi líka hjálpari, sko. Og eins og þetta sem margir túlka landflótta frá Íslandi hjá mér eða eitthvað slíkt, þetta var svolítið bara að koma mér í þessa aðstöðu að ég gæti verið í þessu hugar öryggi, sko. Og að því að sko heilagur andi þrífst ekki vel í miklu stressi til dæmis. Og það eru svona ákveðnar, já, veist, og einmitt er svo djúp vötn, sko, ég hef alltaf séð líka fyrir mér heilagan andi eins og hil, sko, þú sér þetta fallega slétta yfirborð á ánni eða læknum, sko, en undir er svona djúp græn hylur, sko. Þá sérðu græna litin í matrísinu. Já, einmitt, það sé svona kóta þannig að undir. Þetta er allt saman Matrix. Og svo ég fullt af bláum pillum, sko, skil ekki okkur ég fatt ekkert meira. Að það er fyrir mér heilagur andi og það merkilega er bara gospel tónlist er óbúslega læknandi. Já, mjög falleg. Já, og bara vera á samkomu þar sem er þessi tónlist, bara vera í þessu ástandi er óbúslega læknandi. Og sko til þess að gera gospel tónlist, þú ferð ekki bara og gerir það, þú þarft að æfa þig, læra á hljóðfæri, það er fullt af svona tæknilegum atriðum við góða gospel tónlist, sko. Já, mjög. Og sama er við góðan heilagan anda, það er fullt af svona æfingum og þú veist það fullt af vinnu í kringu það, sko. Og ég er mjög hrifinn af þessari músík, þó ég hlusti nú ekki ofta á hana. Og eins og minn trúarlegi bakgrunn og vottunum, þar var ekkert verið að leggja mikið upp á músík, sko. Nei, og vottarnir hafa ekki keypt þessa heilugu andahlið. Nei, ekki á þennan hátt sem þú lýsir, nei. Þeir, sko, til þess að meðtaka, sko, það náttúrulega er einn af hornsteinunum hjá vottunum sá að þeir hafna þrenningakenningunni algjörlega.
Já, en sko En það þýðir sko að leið og þú gerir það, þá sko það slitnaði aðeins hjá okkur. Halló. Mayday. Nei, nú, Halló, Mayday, Flexness. Já. Mayday. Mayday, hvað Mayday? Mayday, hvað Mayday? SOS. Það var í orðabók. Eða þátturinn þar sem hann ætlaði að kaupa sér íbúð og flytja heimann og mamma sko með honum. Og þetta var alveg heill þáttur, bara klukkutíma, þau voru að gera allt brjálað sko. Svo ákváðu þau að fara heim. Og þau byggu á sama stigagangi og sama stigapalli. Já. Algjör snillingur. Snilldar þættir, sko. En þú varst að segja eitthvað þegar ég var að slitna því? Já, sko, vottarnir hafna algjörlega þrenningakenningunni. Þessari kenningu minn þríeina guð. Já. Þrjár persónur samt sami guðinn. Og þeir ekki gera það bara á einhverju þrjósku, það bara pjúra biblíuleg túlkun, 100 og bara orðrétt túlkun. En ok, ég ætla ekki bara að dýbeita hana, en sko þegar þú upplifir Guð biblíunar án þrenningakenningarinnar, þá heilagur andi hann fyrir bakgrunn. Sömuleiðis Jesú, hann verður bara spámaður, þó að vottarnir reyndar bekina Jesú sem son Guðs, sem engillinn son Guðs, og ég geri það að sko sumuleit ennþá, sumuleit ekki, og ef þú fer til að sé djúpkanir, bara þegar við vorum að byrja djúpkun, þá trúði ég ennþá hvað hefði verið sko getin af sko heilugum anda. Ég ekkert að tjá mig kannski það núna, eins og ég að fara í gegnum svona evahyggju tímabil með það í dag, hvernig ég, þú veist, vinnur þig, bla 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 bla. En þá fær Javi eða Jehóva allt vægið og tengingin bara við hann sem persónulegan Guð. Þetta áherslan sem þar. Það svo mikið það þeir sem eru til dæmis í Pentakostal að þeir gefa Jesú svo mikið vægi að þeir líta á hann sem sama Guð. Eftir því sem ég skils best, nú þekkir þú það betur en ég. Já. Þannig að þú veist, það svona stigsmunur það hvernig þú tengir. Já, ég held reyndar sko að heilagur andi sterkasta placebo sem til ever. Það En ekki alveg placebo, en ég að reyna að lýsa. Nei, ég tek þetta, þessa 3-4 bókstafi, asta, aftan af sterk. Það í mínum augum sterkt placebo, já. Já, þessi, sko... Ég ætla ekki að fara að dýbeita en... Nei, ég náttúrulega hef verið í það mikið í kirkjustarfi og í sálusorgunum og hjálpa fólki þar sem allt lífið í rúst, skilur. Og líka bara sjúkdóma, eins og alls konar sjúkdóma. Þannig að maður hefur bara margoft orðið vitni af því að bara með því að sko heilagur andi placebo, sko, það veist, placebo í raun blekking, sko, en hún virkar. Já. Heilagur andi, hvort sem hann blekking eða ekki, hann virkar. Já. Og fyrirbæn og þetta stöf bara virkar. Og ég meina, akkur virkar placebo? Þetta bara sigur, ég veist bara svona bluff-töflur. Já, ég treysti mér ekki að hella upp á kaffi án þess að nota að sjóða vatni. Já, en þú veist, það eru sko... En ég trú ekki á sko eldavélina mín. Nei. En sko, ég bara orðið svo oft vitni að því. Óheilaga eldavél, mér langar meira kaffi. Það virkar ekki þannig. Þegar nema ég kannski einbeita mér rétt. Ég að suða í konuna að kaupa svona robot-sláttuvél. Því ég nenni ekki að sláka. Eru þær til? Já, mjög flottar, sko. Og það innan nágrannar allir með svona robótasláttuvélar.
Og konan náttúrulega, hún sér enga ástæða því hún með róbot, hún sér náttúrulega, fyrir henni breytir það engu, sko. Veistu hvernig ég slæð fyrir ég mig? Nei, ég veit það ekki. Þú getur alveg giskað, sko. Það geit eða hvað? Nei, það mér orf og ljá. Já, ég veit. Þegar ég var með garð síðast, sem var í Hafnarfirðinum, þá var ég bara með orf og ljá. Ég sló 3 á sumri. Já. Eða 2 á sumri helst. Ég vil ekki slá of oft, því ég vil sko þá grasið grænna. Já. Og mjög svo fallega grænt þegar fær að vera svolítið loðið. Ég að vonast til þess að mosin vinni stríðið í garðinu hjá mér. Ég skil ekki hvað að fábjörnið setti gras þarna niður. Já, best að breyta þessi sengarð með grjóti. Nei, bara mosa, það þarf ekki að slá mosa, hann bara fallega grænn allt árið. En málið það að maður hefur séð fólk sem mjög alvarlega sjúkt á ýmsu, sko, bæði andlega og líkamlega. Það virðist, því líður miklu betur og það verður að breytast opaslega mikið í lífið þeirra. En það svo mikið fleiri skýringar heldur en bara placebo, veist, af hverju virka placebo? Hvað það? Já, þetta bara hvaða sannleika maður projektar á það sem ég að gera. Já. Og Þetta eins og að því vorum að tala sko, trúa maður á þríeinan Guð eða ekki, en samt báðir að vitni Biblíuna. Ég ætla ekkert að rífast það hvort að það sé til þríeinn Guð eða ekki. Ég veit ekkert það. Ég hef bara að segja það ekkert það í Biblíunni. Já, ég hef eins og aldrei séð neitt læknast við að fá Gamla testamentið í hausinn, sko. Þá hefur bara ekki séð neitt beita í rétt. Nei, neitt. Eða það ég hef aldrei séð neitt sofa á Biblíu og læknast við það, sko. Já, þá hefur hann bara ekki verið að hugsa rétt á þegar hann sofnaði. Já, hugsanlega. Þannig að, There's a method, not a function. Það eins og með, sko, þótt þú farið með tómt pilluglas heim, það breytir engu, sko. En ef þú tekur placebo, Ég hef séð mann læknast á þunglindi við það að leysa út lífin sín, þunglindislífin sín, og hugleiða 5 mínútur á hverjum degi inn á áhrifin af lyfjunum án þess að taka það. Og hann tók stórum breytingum sem fólk tók eftir í. Já, og það sagði, tekur lyfið og hann sagði, nei, ekki að þann hátt sem fólk væntir. Nú, ég hugleiði inn á þau á mótana. Já, þetta náttúrulega sama konseptið og heilagsandakonseptið, sko. Nema heilagsandakonseptið líka með þessu visku level, sko. Ég get ekki alveg útskýrt hvernig það virkar, sko. Ég veit ekki hvað viska Þú talar stundum visku, ég tala ekki svo oft það. En ég verð að viðurkenna mér sjálfur mér, ég veit ekki hvað viska Fólk hefur stundum sagt við mig og þú ert svo djúpur og eitthvað og hvað áttu við? Viska... Ég ekki neitt djúpur eða dýpri en aðrir. Ég er með þess að hlandviklus á mörgum sviðum. Já, sko, þú getur lært á tvennan hátt. Til dæmis, þú getur lært bara með að pröfa þig áfram og það hef ég margoft gert að pröfa sig áfram og það ein leið til þess að læra. Önnur leið að læra af öðrum hvernig á að gera hlutina og ég held að viska sé sambland af þessu tvennu. Svo gleymdir þriðja aðferðinni sem að lesa það í bók, taka svo krossaprófið í daginn eftir og svo gleyma því daginn þar á eftir og hengja prófskírtin upp á vegg og segja öllum og kunnir það. Já, sem algengasta aðferðin. Já, ég veit. En það myndi nú sennilega flokkast undir heimsku, sko. En en sko, að því að sko, eins og að byggja hús, sko, ég hef náttúrulega byggt slatta húsum og tekið þáttið alveg frá því að teikna þau upp í að skila lyklunum, sko. Og ég svolítið þannig, ég þarf að læra sjálfur, skilur, ég þarf að pröfa hlutina og finna út úr hvað virkar og hvað virkar ekki, sko. Og ég einhvern veginn miklu klárari í því að spurja eftir, ég vil fyrst fá verkefnið, svo vil ég finna út úr hvernig ég leysi það, sko.
Og það Ég vil svona, helst ekki fá verkefnið, ekki leysa það, en ég er til í að hugsa það marga mánuði. já, einmitt. Ég sko, og síðan vil ég finna, eins og núna, já, síðan vil ég finna mína aðferð við að gera hlutina, sko. Þannig að ég hef töluvert mikla reynslu, þetta gerði ég með grafíska hönnun, með tölvurnar, þetta hef ég gert með allt sem ég hef gert, með þessum aðferðum. Að sko, sambland af þessu viska, að geta tilenga sér reynslu áranna, að geta gert hluti og rekið sig á og gert mistök, sko, og að niðurstaðan verði að þú getir klárað þig af hlutunum, sko. Og þetta náttúrulega svona aðferðafræði sem ég nota líka, hef notað hérna á Frelsi TV, sko. Ég svona stundum þessum að sé bara labba í myrkri, sko. Maður bara veit ekki alveg hvað að gerast, sko. En svo einhvern veginn á endanum nær maður áttum, sko, og þá kemur nokkuð massíft stöf út úr því, sko. Þegar ég var 24 ára og þá las ég fyrsta skipti bókina Veginn eftir Lao Tse. Já, einmitt. Og ég hef alltaf verið, frá þeim tíma að ég bara las hana á, sko, mjög hratt, ekki stað fyrir stað, ég bara svona blaðaði í henni og fór yfir henni. Og það satt í mér ein setning að sagði að vísdómsmaðurinn, eða að ég las nú á ensku, það segir the sage eða the wise man, fyrir því hvaða þýðingu þú lest, og the sage eiginlega ekki til á íslensku, að vísdómsmaðurinn getur þekkt allan heiminn á þess nokkur sinni yfirgefa heimaþorpið sitt. Og þegar ég las þessa setningu þá fannst mér hún svo sönn. Og mér þótti vænt þessa setningu því hún sagði mér svo margt. Hún opnaði gátt í mínum huga. Svo árið seinna var ég eitthvað að spjalla manneskju sem hefur mikinn áhuga á alls konar svona pælingum og andlegu grúski og svona dóti. Og ég segi þessa setningu. Þú getur þekkt allan heiminn án þess nokkuð tíman að fara í ferðalög. Og manneskjan horfði á mig eins og ég væri eitthvað fáviti og nei, þetta algjör vitleysa. Og það var alveg sama hvernig ég reyndi að ræða þetta, það var ekki séns að við gætum skilið hvort annað. Og nú er ég ekki að segja þetta til að gera lítið á þessari konu, þetta er mjög klár manneskja, sko. En þekktumst í gegnum einmitt svona fólk sem við vorum meðlimir í svona hópið sem hittist reglulega á kaffihúsum og pældi í alls konar hlutum. Ég var að hugsa þetta í fyrra og vegna þess í gegnum árin þá finnst mér þessi setning að sko viskumanneskja getur þekkt allan heiminn á þess nokkuð tíman að yfirgefa heimaþorpið sitt. Í dag finnst mér þessi setning ennþá sannari en hún var þegar ég las hana fyrir 25 árum. Ég veit ekki hvort ég komið neitt nær því að geta útskýrt af hverju mér finnst hún sönn. Já, þetta fyrir mér eins og þú getur bragðað allan mat heimsins með því að lesa kokkabækur, sko. Ég ekki, að borða mat líka að upplifa stemminguna og horfa á kokkinn, það atmóið hellingur af bragði matarins, sko. Já. Þannig þessi viskunagli hefur greinilega ekki haft neitt vit á mat, sko. Nei, og þetta fer kannski eftir því hvaða viðfangsefni átt við, en aðalega átt ég kannski við, getur útskýrt hvað viska er. Þú varst að reyna það rétt á hann, sko, en það sagði mér í rauninni ekki neitt. Get ég útskýrt hvað viska er? Nei, ég treysti mér ekki til þess að Viska er afglapan ofviða. Já. Ég þó líklega afklappið ennþá. Heimskingjanum ánægja að fremja svívirðing, en viskan hyggnum manni gleði. Viska á vörumhyggju manns, en að baki hins óvitra hvín vöndurinn. Því viska betra en perlur og engir dýrgripir jafnast á við hana. Já, spekinn, hvaðan kemur hún og hvar á viskan heima? Sko, þetta bara svo svipað sem ég var að pæla í daginn varðandi greindarvísitölu. Ef þú ert með greindarvísitölu 90, þá skilur ekki mann sem með greindarvísitölu 130.
þá virkar hann bara fáviti í þínum öðum. Já, það bara... Þú skilur bara 90 af hans huga. Þannig að... Já, af þessari einna bókar fræði, sko. Já, ég bara svona veltaði fyrir mér, sko, ef ég, sko, þannig kemur ég aftur að því sem ég var að hugsa með Descartes á hann. Descartes var að nota anthropomorfisma. Þú veist, það sem heitir mannfræði. Hann var að reyna að skilgreina greind kóngulóa út frá mannlegri greind. Það ekki hægt. Ef að kóngulóin, segjum að það séu til 2 kóngulær sem að eiga samskipti sín á milli og þeim finnst veran á bak við puttan, en hún sé bara puttan á þeir, vera fáviti eða óskilgreinanleg. Vegna þess að í hugarheimi kóngularinnar þá mannvera í rauninni algjörlega unchangeable fyrirbæri eða óhlutgeranlegt fyrirbæri. En kóngulóin upplifir sína greind og sko á allt annan hátt og þú getur alveg hengt upp á það að það til kóngulær sem finnst aðrar kóngulær vera heimskar. Já, sko, fyrir mér greind heimska, sko. Já, mér finnst það mjög freistandi að taka undir með það. Og það sem ég líka að segja, sko, að það svona líkt því sem að Krishnamurti, hann orðaði svo skemmtilega að, sko, separation is the ultimate illusion, eitthvað svoleiðis. Þú veist, að upplifa sjálfa sig sem aðgreind stak frá, sko, þú veist, það var einhver sem sagði, ég veit ekki hver var uppruna maður að þessari setningu, það var einhver sem sagði og ég rakst á nýlega þessari setningu, the universe saw us coming. Þú veist, James Lovelock var að tala svipað þegar hann sagði í einhverju viðtali sem ég var að horfa í hitti fyrir. Hann sagði, sko, á jörðinni í dag, eins og hún í dag, þá eru til 2 skref, sko, stór skref í þróun. Annað skrefið DNA og hitt skrefið mannshugurinn. Og þá átti hann við, DNA var fyrsta áþreifanlega skrefið í lífinu á jörðinni þar sem hægt var að koma skilaboðum, sko skilgreindum skilaboðum áfram. Og þá voru aftur nefnilega komin að hugsun og tungumáli. Og síðan bent hann á, maðurinn með þetta líka, hann getur komið abstrakt upplýsingum frá einum huga til annars, með skilvirkum, að þér virðist skilvirkum, svona stundum skilvirkum hætti. Ég meina, ég get útskýrt fyrir þér með orðum hvernig þú smíðar ísskáp. En þó ég geti kannski ekki skilgreint með skýrum hætti hvað viska er. Og mér finnst, sko, hvort sem að DNA hóks, eða mannshugurinn hóks, eða sálinn hóks, eða hvað hóks eða ekki, eða hvort hóks hóks, sem kannski mesta hóksið, að, sko, ég leyfi mér í mínu hugamódeli þegar ég að horfa á alheiminn, hvort sem Big Bang gerðist eða verði ljós gerðist eða hvort það var bara nýr hringur í einhverjum spíral. Þannig að ég veit ekki hvar alheimurinn Ég kemst ekki út fyrir hann að mæla hann. Og meðan ég kemst ekki út fyrir hann að mæla hann, þá get ég ekki treyst mæli einingunum inn í honum. Ég get ekki, eins og þú lýsir með fiskabúrið, með að ef að fiskurinn reynir að lýsa sínum heimi, þá verður svo lýsing alltaf bjöguð. Og jörðin hnöttur eða flatur, þegar ég kemst með reynanlegum hætti út fyrir jörðina og bæði skoða hvar hún og hvernig hún lítur út, þá kannski nálgast ég það að vita hvað hún Hvernig stendur á því til þess að þrýstingur í jörðinni getur búið til eld, gufu, ís, kolefniskristalla sem eru kallast demantar, meðan stundum þrýstingur getur myndað sprengju inn í dísilvélinni, þrýstingur getur myndað frost inn í súrefnisþjöppunni, þrýstingur getur búið til demant ef þú tekur viðarkóliðin og pressar þau nógu lengi og nógu mikið. Þú veist, hvað þarna undir jarðskorpunni? Enginn veit það, en vísindin eru ákveðin í því að kenningar 6 manneskja hafi verið sannaðar það. Þú veist, nei, bara þú veist, halló,
ég get þess að farið og skoða alheiminn og hugsað, hvað ef alheimurinn í rauninni bara ein heilasella? Heilasellurnar í mér, segjum ég sem er trilljón heilasellur eða billjón heilasellur, milljarðar heilasellur. Hver einasta heldur kannski að hún sé einstaklingur. En the separation is the ultimate illusion. Hvað ef greind hundana minna hérna og greind mín partur af þingtanki sem hefur separate vitund. Ég sjálfur hef ekki einu svona aðganga þeirri vitund. Það vel hugsanlegt og ég get ekki afsannað það. En það eitt element við heila anda sem að vert að nefna líka. Það kannski einmitt þessi vitund sem ég var að lýsa. Það kannski heilagur andi. Já, betur leið mér að klára. Sko, þegar ég hlusta á til dæmis menn vera að tjá sig og spá í þessi mál, raunveruleikann og veruleikann og visku og greind og alla þessa hluti, þá heyri ég þegar menn eru að tala út frá sínum eigin ótta og sérstaklega óttanum við eigin dauðleika, sko, eða, lífið hefur enda og allt þetta. Já. Og þegar fólk í þessu ástandi, óttaástandi og í sambland þetta ofbeldisþjóðfélag sem við erum í, þannig að margir að tjá sig svona mál í ástandinu alveg helsærðir eftir ofbeldisþjóðfélagi sem þeir koma úr eða ástandir sem þeir búa í og þessum rosalega ótta við dauður að deyja, sko. Og inn í þessum kringumstæðum koma bara ruglgusunar úr fólki, sko, og maður bara, veitu, hvað þetta að meina, sko. Að mér finnst, sko, heilagur andi líka þetta verkfæri að komast undan brotti dauðans, eða að vera ekki undir þessum ótta. Og þegar þú losaði við þennan ótta og þessna var, sko, talaði við bara einhvern mann út á götu, eða farði bara út á götu og sláði einhvern nautuðandi, bara gefði einhverjum á hann og mældu hvað margir bjóðu þér hinvangan, sko. Já. Ég veit ekki, ef ykkur til í að pröfa þetta, það væri fróðlegt að svo niðurstöðuna úr því, hvað margir bara bjóða hinvangan. Sko, það það sem Jesú að kenna. Hann að tala ég brýt brott dauðan, sko. Og hann að tala sko, ef ykkur slærið þig utan þetta, gefur bjótu bara hinn vangan. Eina sem þú gerir að þú fær eitthvað glóður og eitthvað vesen, sko. Og ef ykkur vill skyrtuna en að gefa hún bara fataskapið þinn, bara farðu bara með þetta rast, mér alveg sama. Að þegar þú losar þessa tvo stóru bjálka í augunum á þér, sko, og þú ert alltaf að finna ykkur að flýsa af því þú svo hrættur og stressaður og að þú kemst úr þessu ástandi og bara leggst í þessa hvíld, þá kemstu kannski einhverja smá snertingu við visku, sko. Já. Ég veit nákvæmlega hvað þú tala, ég búin að fara í gegnum þetta. Og oftar en einu sinni, maður tekur einhver svona viskutusk skref á þessari leið. Ég veit alveg nákvæmlega hvað. Já. Þannig það oft sem ég að hlusta á menn sem að segja eitthvað svona rosalega gáfulegt og allir bara verður að hlusta á þennan og hlusta á hinn og ég segi bara, byrju, þessi maður bara að tjá sína eigin ágist, sko. Já. Og svona, herðu vinur eða vinna, þetta ekki bara að fara að díla við það, sko. Hvert að blása út einhverju greindar vísitölum og eitthvað. Já, þetta sem segir, hvað kallaði ég það náðum? Kyrþinn, nei, hvað kallaði ég þetta á hann að lignina eilífu vatna, nei, hvað var það? Kyrþinn, nei, maður ekki hvað ég kallaði það. Og ég var svo hrifinn af í Biblíunni, ég náttúrulega lá í orðskviðunum, þar sem ég las viskuna og heimskuna, sko. Að hérna segir til dæmis, frú heimska óhemja, einföld og veit ekkert. Já, þú varst að lýsa nútíma feminismun. Æja, maður feminist. Já. Nei, ég dætti í ákveðin nálgun á feminisman sem að ég ætlaði að leika mig með. Það er náttúrulega, já, einmitt. Þessu líti á sunnu mína og hún var að horfa á mig og angist augnaráði.
Svo horfði ég að betur og ég sagði, nei, það bara, schäferhundar með svona dökkt yfir augunum, sko. Svo horfði ég á betur, nei, hún var bara í slökun. Ég sagði, við erum feministi. Liggur hérna í makildi sínum, þessi elska og glápir á mig. Þau gera það stundum, sko. Þau þykjast vera að kúra, svo að þú skoðar þau nánar, þá sérðu að eyrun eins og ég sé að byrta. Eyrun á hún eru sperrt, hún er að hlusta hvert orð. Já, einmitt. Það þykist hún vera að kúra, sko. Já. En hérna, það er kannski, já, þetta eru svona, það vilja allir vita á hvað ég trúi og hérna, það kemur alltaf þessi spurning, veist, ertu kristinn, trúir á Guð? Já. Og ég spyr alltaf á móti, hvað er að vera kristinn, sko? Og hvaða Guð, veist, hvaða Guð ertu að tala um? Já. Og þá er ég bara með eitthvað móral, skilur. Þá bara, já, þú bara neitar að svara spurningum, sko. Nei, ég er bara að segja spurningarnar eru bara ekki, eru ósvaranlegar, sko. Veist, ég get ekki svarað svona bulli, sko. Já, þess vegna var ég að nota þetta módel. Þú veist, ef ég er í 120 og ef þú ert í 130, þá næ ég ekki að sjá nema þig upp að 120. Já, þá eru þarna 10 skref í hugsun sem ég næ ekki að sjá. Og þetta er svona svipað eins og þegar þú ert neðan undir vatnsyfirborðinu og þú horfir upp. Allt sem hún sér fyrir ofan vatnsyfirborðið, annarkoð speglast tilbaka eða bjagar myndina. Já, þetta held ég að sé, sko, ekki rétt módel einu sinni. Af því að, sko, fyrir mér er greind blekking, sko. Já, ég er ekki að meina greind sé mæli, ég er bara að nota þetta módel. Já, ég veit hvað þú veist, ég trú ekkit endilega á fyrirbæri greind. Nei, ég átta maður, það sem þú ert að segja er að það er einhver mælikvarði á því hvað þú ert klár eða greindur, sko. Ég er alveg eins og hugsa, sko, ef að þú sérð bara 5 gráðu módeli sem ég var svo hrifin að því fyrra. Ertu horfir bara 5 gráða sjóndeildarhring og það er við hliðina á þessi sér 7 gráður og hann er að reyna að lýsa fyrir þessum 2 gráðum sem þú sérð ekki. Ef þú ert í því mindseti að þú sért að sjá allan veruleikann og að sjá hann rétt, þá er allt sem að hann segir út fyrir 5 gráðunar eitthvað bull. Já, en þarna þú nær ekki að tengja við. Það þýðir ekki að hún munir ekki einn daginn tengja við það. Ég trúi því ekki að manneskja sem að fá til dæmis eitthvað greindarvísutöluð mælingu upp á 110 sem er akkurat meðaltalið. Ég man ekki hvað meðaltalið, það er eitthvað stafn milli 90 og 110. Ég trúi því ekki að það sé statik tala. Það sé endanleg niðurstaða úr humanistafallinu, eða humanist function. Ég hafna því. Ég er svo oft búin að sjá lífverur, bæði mennskar og ómennskar, yfirstíga eigin mörk og vaksa. Ég trúi heldur ekki að hærri eða lægri vitund. Ég trúi því að þú bara tengir við vitund. 360 gráðunar. Já, en þarna er einmitt ákveðið fallacy, flott þessi greining hjá þér, sko, 5 gráður og 7 gráður, sko. Já. Og takk fyrir að minna mig á að þetta gæti allt verið fallacy. Nei, byrju, ég ætla að klára þetta. Sko, þessi sem sér 5 gráður og þessi sem sér 7 gráður, þessi sem sér 7 gráður, hann sér vissulega breiðara svið. Það þýðir hins vegar að hann er með meira sem truflar það sem hann er að gera. Sá sem er með 5 gráður, hann er með meiri fókus og minna sem truflar hann. Þannig að spurningin það, hvort er betra að vera með 5 gráður eða 7 gráður, er hvor situr staðalinn, sko. Þessi með 7 gráðuna segir, það eru bara fávitar sem sjá bara 5 gráður, allir sem sjá 7 gráður eru svaka klárir. Þessi með 5 gráðunar, hann segir 5 gráður gefa mér alltaf á sín sem ég þarf og það er minna sem trufla mig, ég losna hann alveg við 1 gráðu sikkur á megin sem bara trufla mig, sko. Ég er bara í fókus, sko.
og það þetta sem fellasíð í þessu greindar rugli öllu saman, að það skiptir engu máli. Algjörlega, ég bara með þetta í hug með að lýsa þessu, ég þurfti daginn að láta gera við fyrir mig ákveðin hlut sem ég með hérna heim. Já, það slitnað þess, halló. Já, ég hérna. Okay. Já, Mayday. Já, það var bara hlutir hérna á heimilinu sem ég ákvað að láta gera við fyrir mig. Kostar ekkert mikið, bara einhver 2-3 skall. Já. Og ég hugsaði að ég get farið í búðir sem selja það sem þarf til að gera við þetta. Það mun taka mig 1-2 tíma, grúska ég að fá léttu atriðin til þess að geta gert við þetta og ég þarf aðeins að grúska annarkvort með að spurja menn eða fara á netið til að finna út hvernig á að gera það og það mun allt í allt kosta mig hálfan dag. Og mundi allt í eftir ég þekki eða kannast við mann sem að ég vissi að geti gert þetta á korteri. Svo ég fór bara til hans. Já. Og hann lagaði þetta fyrir mig og ég rétti honum 2-3 skall fyrir þetta og í leiðinni fórum við að spjalla forsetakosningarnar. Nú þetta náungi sem ég þekki fyrir það, hann hefur mikið gaman að samsæðiskenningum og hann hefur mikið svolítið áhuga að grúska í aliens-pælingunni og hann tengja það svolítið við dínósárana og þetta svona strákur sem bara mjög klár. En svo fórum við að ræða forsetakosningarnar og hann sá algjörlega þá heimsmynd sem 95% að kaupa á þeim vettvangi. Algjörlega. Og ég sagði, ég ætla bara að hafa gaman að því að heyra hann útskýra fyrir mér það sem hann var að sjá. Ég ætla ekkert að vera að flækja málinu það. Já, mitt. En, býtum við, mér finnst hann klár, hann bara sér heiminn öðruvísi ég og ég guði þakkláttur fyrir það að hann kunni að gera við þennan hlut fyrir mig. Já. Og ég veit að hann kann vel við mig og hefur gaman að hlusta mig upp að vissu marki. Ef að ég fer að tala mínar sjögráður, hann vill frekar tala sínar sjögráður. Þú veist. Já. En mig langar, það sem ég svolítið áhuga á, mig langar að sjá okkar 14 gráður. Já, ég hef áhugaði að snúa hausnum og sjá í allar áttir, sko. En hvað segir, sko, Biblían nefnilega með allt þetta á hreinu, sko, hvað stóða mannin að vinna allan heiminn en tapa sálu sinni. Hóksinu sínu, eða databasinu sínum. það ekkert vit í því, sko. Já, þarna erum við nefnilega, sko, þarna var ég líka, sko, skilgreina, mig langar ekki að dýbeita hvor okkar hefur rétt eða rangt fyrir sér. Þó ég verði náttúrulega oft fellega pirraður yfir því að Axel sjá ekki ljósið almennilega. Svo áttaði ég mig á því að ég þurfi að hlusta á ársgamlar djúpkáðanir til að sjá að kannski sá hann litrófið af því. Kannski mjög stórt á stundum. Og ég hafi bara hreinlega verið ennþá í 4 gráðunum. Kannski. Að mig langar miklu meira að vera ósamála og samstíga. Ég hef miklu meiri áhuga á því hvað allt communityið sér og hvað, mér finnst það spennandi, mér finnst það skemmtilegt líf. Mér finnst gaman að flatjarðarpælingunni. Mér finnst fínt bíó, ég þarf ekki að fara á bíó, ég get bara hlusta á eitthvað flatjarðing. Já. En það líka þessi þráhyggja að hafa rétt fyrir sér, sko. Ég til dæmis bara með þessum yfirlýsingum mínum að ég vona að hefur rangt fyrir mig með allt þvílík laust, sko, bara, veist. Já. Þegar menn fara að segja, já, hvernig veistu að þetta alltaf rétt hjá þér, hvernig veistu það, þetta svona, hvernig veistu þetta, hvernig veistu þetta. Það veit ég vona bara að ég hefði rangt fyrir mig með allt. Ef ég hef rangt fyrir mig með allar þessar kenningar, þá erum við bara í frábæru málum, sko. Það er bara, besta niðurstaða fyrir mig ever, sko. Og þú sér að þetta kemur svolítið frá þessum trúur og líf fyrir dauðan og þessari kyrði í heilugum anda og að losna, þessi pæl koma þaðan, sko. Já, þetta eru svona þröskuldarnir sem að maður hefur farið yfir, sem að hefur opnað fyrir manni nýjar gáttir í eigin nýtt, eigin hugsun. Og svo er ég náttúrulega fylltur heilugum anda og með tungutalið, sko. En
allt í einu kom í hugan á mér, ég ætla að spyrja einu, svo ég fara alveg 180 gráður snúning. Já. Tókst eftir nýju kenningunni minni bankahrunið 2008. Já. Að Landsbankinn hafi framkvæmt bankrun á Lehman Brothers og það hafi komið heimskreppuna á. Nei, ég held ekki, sko. Af því að við erum með svo litlar stærðir við. Já, en þú tókst þetta í kenningunni? Já, já. Ok. Ég held sko að bankakerfið blekking af því að það eru ákveðnar fjölskyldur sem bara stjórna prentvélunum. Ég meina, ég er með 2 prentara hérna, getur ímyndar að ég geti prenta $15 trillion bara hérna, ég get teiknað hana seðil í Photoshop, sko. Já, ég sé alveg gott við þarna. Þannig að sko, ég meina, var það prentari A að ráðast að prentara B, hvernig virkar svona bankar áhlaup, þú veist? Tökum þetta aðeins öðruvísi, tökum hérna kristna heiminn. Já, ok. Nú veitum við að ein af stærstu kirkjunum kaþólska kirkjan. Ok. Nú líka mjög stór kirkja sem að kalla sig the Greek Orthodox Church. Já, einmitt. Svo til kirkja sem heitir Kalvinistakirkja. Svo til svona ákveðin stefna sem heitir Pentekostal. En samsettur mjög mörgum frumendum eða einingum sem hver og ein virkar allavega svona í fljótu bragði svolítið sjálfstæð en svona, þú veist, ákveður hreyfing. Nú svo til aðventismi og það má á mjög grófan hátt flokka vottana nánast sem aðventistar, sko. Já, þeir tala það sjálfur að þeir séu með að 7. dags aðventistarnir séu líkastir vottunum, sko. Og þegar ég var vottur og hitti 7. dags aðventista þá var mjög lítill munur á milli. Og allir segja ef þú rampar í hina kirkjuna þá ferðu beinaleið til helvítis. Sko. En þú veist það aðventistar, 7. dags aðventistar, svo vottarnir vilja náttúrulega myndi aldrei taka undir það að þeir væru nánast aðventistar, en þú veist, skiptir ekki alveg máli. Já. Þú veist, hver er þeirra, þú veist, sko, ef maður inn í, sko, þetta samt allt saman inn í kristna heiminum, sko. Þetta allt inn í þeirri heimsmynd, inn í þeim sannleika, svo bara með mismunandi áherslur. En sko, peningakerfið ekki alveg eins og kirkjukerfið, sko. Það var þannig. En módelið virkar, sko, þú veist, inn í kristna heiminum þá trúa allir nema vottarnir á hinn þríeina Guð, svo ég nefni sem dæmi. En vottarnir okkur teljast til þá kristnir vegna þess að þeir trúa því að Jesú hafi sest til hægri handar Guði og sé konungur hins kristna heims. En þessar kirkjur geta sko veist hver að annari og þær gera það hiklaust. Vottarnir líta á allar aðrar kristnar kirkjur sem sko afvegaleitar. Já. Það eru til margir verið aðventistar sem segja nei, það eru hver og einn bara með sína túlkun. En sko það getur verið átök innan þessa heimsmyndar. Já, áttum á því. Tökum sem dæmi. Segjum sér svo að við vitum það allan frá því 1882, minnir að hafa verið þá, þú gæti að vera 1880 eða 1886, það skiptir ekki öllu máli, að þá kemur fyrsta svona bólusprengjan og það gerast reglulega eftir það. En það sem við vitum eða ég alveg sannfærður að þeir reyna að stjórna því hvenær þeir gerast og hvernig þeir gerast. Það sem ég að stinga upp á bólan sem sprakk 2008 var óvænt bóla. Hún var partur af innbyrðis átökum innan bankaelítunnar. Já, sko. Og það var gert í gegnum Landsbanka Íslands. Sko, þetta kenning. Já, ég skil. En sko, málið ég treysti mér til að rökstyðja hana, sko. Já,
Málið með kirkjumódelið að áður fyrir var kaþólska kirkjan sérstaklega á sínum svæðum með einkarétt á Guði, sko. Og það gat enginn annar farið að predika Guði eða tala Guði eða eitthvað slíkt og kaþólska kirkjan var með einkaleyfi á að selja aflátsbréfin og allt þetta, þannig að þeir voru prima mótus í að stjórna hver var ríkur og hver var fátækur. Og á Íslandi það Guðni T. H. Jóhannesson sem hefur það núna. Já, byrjum við. Síðan ef þú horfir á bankakerfi þá það Federal Reserve peningaprentvélarnar sem að hafa einkarétt á tíma fólks eða sem á svona gjaldmiðla trúnni, sko. Og það ekkert vit eins og til dæmis í kaþólsku kirkjunni þá eru þeir að slást hver verður næsti páfi og hver príláti hér og þar og þeir eru að slást stöður innan kirkjunar en unity sjálft ekkert að riða til falls til hægri eða vinstri af því að þeir eru með fullkomna einokun, sko. Já. Og sama náttúrulega bankana, þeir eru að slást stöður og hver fær meiri bónusa og það stanslaus barátta innan þessara peningakirkju, sko. En það aldrei leyft að ganga það langt að það riði kirkjunni á hliðina, sko. En það sem að gera... Þarna við alveg sammála, sko. Það sem að gerast, það þessi Elysium Hunger Game verkfræði, það búið að breyta áherslum, sko. Áður var þetta þannig að þeir vildu hafa sterka millistétt, sko, og hafa svona ákveðnar þjóðfélagshugmyndir, það sem vildu svona hafa hugmyndir að hvernig þjóðfélagi átt að vera, en frá einmitt 1850 upp úr því, þá upp úr 1900, þá eru þau búin að skipta stefnu yfir í þessa Elysium stefnu, það sem eru bara allir fátækir og svo þessi örfáu mafíósar, sko, eða elítan, og þar á milli eru bara varðhundar, sko. Og það það sem að gerast og þessi bankarun og allt þetta rugl bara til þess að mylja fjöldan ofan í fátækt, skapa öngþveikti og vitleysu kaos til þess að réttlæta lögregluliðið og síðan bara fljúga hinn alltaf herra og eru bara gjörsamlega untouchable og eru á landsvæðum, sko, það sem að þeir eru meira sér búin að þeir feika dauða sinn til þess að komast undan, sko. Og það það sem að gerast, all þessi bankarun og þessar peningaprentvélar og þetta allt saman blekkingar, sko. Já, við erum búin að fara margar hringi það, þannig að þú veist, það hlutur sem að ég reyna alveg stórfurðu, mér finnst alveg stórfurðulegt hvað fólk heldur ennþá í þessi trúarbrögð. Já. Þetta svo margir búin að fara í gegnum þetta, við erum búin að fara margsinnis inn í þetta og hver á sinn hátt og en það þessi örvæting, sko, að sko, ef að þú til dæmis í kaþólsku kirkjunni, þú varst í því módeli, ef að þú sagði bara, ég trúi ekki á Guð og ég bara fokk þessi aflátsbréf, sko, þá bara næsta skref fyrir þig var bara að fara rannsóknarréttin og éta það sem út í frí, sko. Já. Sama með þetta, ef að einhver segir bara, fokk þessi dollara eða preppi. Já, þannig í dag, sko. Þannig ég, þú veist, nei, þetta liggur á borðinu, búið að gera lengi. Ég var bara að benda á eina litla sæta kenningu inn í þessari kirkju. Það hefur verið reynt að skipta sko, það hefur verið reynt að velta páfunum úr sessi og gera einhvern biskup að páfa í staðinn, sko. Nei, ekki, það en brikkið, sko. Brikkið bara önnur kirkja, sko, algjörlega ný from scratch, sko. Þess vegna situr forseti Brasilíu í stofufangilsi á sínu eigin heimili. Þess vegna eru þeir að kynda upp stríð við landamæri Rússland, sko. Og þess vegna eru þeir að sprengja alla sem að segja fuck you í dollarann, sko. Já, þetta bara hluti sem maður horfir á fjallað og hugsa, vá, en gaman, fólk trúir ennþá á þetta dót. En gaman hjá þeim, sko. Já. Nei, það og ég hugsaði fólk sem bara búið að þræla allt sitt líf að fara í skóla og vinna peningum og svo bara einn daginn þá bara á það ekki neitt, sko. Sko, við erum átt okkur á því að sko, hvað gerist þegar þú tekur
sko legukupana af 4 ára barni. Ja, það fyrir eftir hvort þú hafi gert einhverja samninga. Ef þú með eitthvað betra, þá hendur það kupunum frá sér. En hvaða leikföng tekur á 9 ára barni? Já. Það líka spurning hvernig þú gerir það, sko. Já. Börnin mín til dæmis, það eru með leikföng og að deila dóti, þau semja alveg daginn og daginum, það eru samningar bara. Já, þú mátt núna og svo má ég. Það reynda stundum endar með slagsmálum, sko, og þegar það gerist, þá leysi ég það öðruvísi heldur en kona mín, sko, kona mín byrja bara að rífa í eitthvað og segja fyrir að stjórna þessu. Ég kem að því meira, sko, að hjálpa þeim í samningaviðræðurnar, sko. Og hún farin að taka það upp núna reyndar, sko. Kona mín rosalega fljót að læra, sko. Hún sér að þetta alltaf miklu sniður að kenna þeim að semja, sko. Þannig að konan mín óbærslega svona heilbrigð móðir og gerir svona bara eins og mæður gera, sko. Og ég náttúrulega algjörlega heilað þvegin að þessu Stefán Miljö, óbeldislaus uppeldi, sko. Og þegar maður fattar það, þá það svo mikið snilld, sko. Og hún var nú svona, já, hún var ekkert alveg inn á þeirri línu fyrst, sko. Og en núna hún alveg komin með það á hreint hvernig þetta virkar, sko. Ég mjög hrifinn af því að nota, ég myndi frekar að segja kannski samningaleiðina heldur nota samskiptaleiðina, tungumálið og virðingu, tungumál innan virðingaramma. Það svolítið gert bara með hundahópin, sko, að þau vita það, að það hlustað á þau. Þau vita ég skil allan að hluta þeirra náttúrulega tungumál. Já, en við notum líka mútur alveg miskunnarlaust, sko. Já, það notað líka. En varandi hundar, sko, það ákveðin hlutir sem að, sko, þau fara yfir ákveðin mörk nema að sé tekið fram fyrir þófan á þeim. Já. En ég hissa á því hvað við höfum lítið þurft að beita múturum, sko. Það bara svona yfir ákveðin erfið tímabil sem við þurft að beita því. Já, þess vegna ég að tala virðingu vegna þess að, sko, eins og með því náttúrulega ég hef ekki alveg börn, ég teki þátt í barnauppeldi einhver leyti í gegnum á þeim tíma þegar ég var ennþá gjaldgengur á datingmarkanum. Já. En sko inn í samskiptum við lífverur, ef þú kannt tungumálið og notar tungumálið af virðingu, þá lærir lífveran, eða hvort sem það vírus eða kónguló eða barn eða hundur að virða ákveðin mörk. Þú veist, bara eins og eitt af því fyrsta sem vakti mig, það var að hundur sem var að gesta, við vorum fram í forstofu fyrir nokkrum árum. Ég var að setja taumana á þau og við vorum að fara út. Og þá var ég með hvolp sem var mjög geltinn og orðinn fullorðinn hundur í dag og á það til að vera geltinn ennþá. Og hún stóð við hliðina á öðrum hundi og gelti alveg svo brjáluð. Fullorðni hundurinn sem stóð við hliðina á henni, að hvarfla ekki að hundinum að fá hana til að róa sig eða þegja. Hvarfla ekki á hann. Alveg þó að verið að gelta alveg upp í eyranu. Og ég stóð og horfði á hvolpinn og hún sagði að þetta gelt var að fara rosalega tökunar á mér. En ég ákvað að horfa á skepnuna og spyrja af hverju fullorðna hundinum sama þetta gelt. Já, en það var eins og reyndar áður en að við byrjuðum útsendingu. Þá konan var að baka í dag, sko. Hún ætlaði að gera svona desertköku áður en ég fari í útsendingu, sko. Og við þær aðgerðir lenti henni saman við litlu 3 ára dótturina, sko. Og ég var hérna eitthvað að grúska bara, sko, og svo bara byrjar, hún rosalega hörð dóttir mín, sko. Hún snappar svoleiðis og bara öskrar og öskrar á alveg hæðsta síðuna, sko. Flýtur hún þversum árnar? Ja, alveg bara, hún svo hörð, sko. Og
og hún vildi eitthvað vera að fikta í hrærivélinni sko og mamma er náttúrulega bara absolutt ekki sko því þau fá ekkert að fikta inn í vélum eða tækjum hérna sko og þeim lenti svona rosalega saman og hún var alveg upp á hæðsta síðanu, dótturinn sko og mamman alveg brjáluð á móti sko og þetta var bara svona óleysanlegu konflikt eitthvað og endaði með hún og ég fór fram og bara svona veitu hvað í gangi og hún byrjaði að útskýra að hún vill þetta og ég vill ekki leyfa henni að vera í vélum og sem er alltaf alveg hárrétt og þannig að kona mín hafði alveg rétt fyrir sér sko og ég sagði við konu mín að bara labbaði burtu bara veist farðu bara inn í svefnherbergi og legðu þig að gera eitthvað allt annað veist, bara, og hún var náttúrulega í miðju með að skera niður eitthvað til þess að sitja í kökuna eitthvað svona hún bara gekk frá hnífnum og bara og búin að ganga frá vélunum sko þannig að þær voru alveg safe síðan bara labbaði hún út úr ástandinu og dóttirinn fór reyndar öskrandi á eftir henni sko en eftir veist, þetta var lausnin að bara labba straight át úr ástandinu sko bara hætta því sem hún varst að gera og bara fara. Akkurat. Það er einmitt það sem að var eins með hundin. Já. Fullorðni hundurinn vissi ef hún færi eitthvað atirða hundin sem var að gelta, þá myndi hún bara æsa hana með upp. Já, einmitt. En reyndar konan byrjaði að svara á móti sko, því hún ætlaði að reyna að klára kökuna sko, hún var í projekti sko. Og nota bene, þessi eldri tík, seinna meir, varð virkasti hundurinn í hópnum að ala upp en fór. Já, einmitt. Og þessi tík sko getur gert hvað, sko núna sko þarna er að ræða hvolp sem sérferð hundur sko og hún í dag 3 sinnum stærri en fullorðna sem hún er. Já, en þessi litla 11 ára gamla tík getur labbað að uppeldisdóttur sem tekið af henni bein, nánast. Það nánast útilokað fyrir hundar reyndar að taka bein af öðrum hundi. En það sem ég sá þarna þú ert að sko, næsta sem gerist það var aftur í forstofunni að það var hundur sem stóð þversum. Annar hundur þurfti að komast framhjá. Hann beið rólegur þangað til hundurinn færði sig. Það hvarflaði ekki á honum að ýta við honum eða tróðast eða vaða yfir hann. Og þeir stíga helst ekki ofan á hvern annan. Þau vika hins vegar ekki við að klifra að stíga ofan á mig eða þú þurfa að labba með sko. En þetta fór að opna augu mín fyrir þeim þessu. Hvað er virðing í samskiptum og tungumáli? Og ég fór að taka eftir því bara innan hópsins og að sko það er svo algengt ég fór að taka eftir því að grunnlagmálið innan hundahópsins var mörk á virðingu að þegar að þú sýndir og ég fór að læra af þeim ég sagði sko hvað ef ég fyrir að sýna þeim virðingu með sama táknmáli og þau nota þá tók ég eftir að þau fóru að treysta mér betur vegna þess að þau sá að ég var virðingu fyrir þeim sem einstaklingum þó að ég varðveitti völdin að ég tek fram fyrir þóana á þeim með ákveðnar aðstæður að virðing óbóðslega sko mikilvægur þáttur í öllum sko lífrænum samskiptum. Já. Það eins og með það allir jafn réttháir á þessu heimili sko. Þó við náttúrulega erum ekki að segja, við stoppuðum og ætla að fara að sleikja rafmagnssnúrur sko. Þess vegna þetta, ég fór bara að höggva eftir þess að þú sagðir þetta með mútur sko. Ég þarf í rauninni sko til þess að þú kennir hundum kúnstir og listir og notar nammi. En þú þarft þess ekkert að múta þeim. Ef þau vita að þú ber virðingu fyrir þeim, þá fagna þau líka hólinu sem þú gefur þeim. Þau vita að þú gefur þeim sko þeirra rými. Þú styrir það. Já, en við kannski sko að þú hefur ekki alltaf klukkutíma í að díla við hluti sko. Nei, þess að segja sko ef þú búin að ábyrða traust og virðingu, næst á eftir kemur traust. Ég treysti að þú sýnir virðingu. Já. En ég reyndar gera það líka sko, þegar við erum að sko það er eiginlega engin konfliktar hjá mér og börnunum sko. Konan ennþá svolítið í svona, hún alltaf miklu meira með þeim skilur og þau hafa miklu meira kontról á henni sko. Hún alltaf miklu mýkri típa heldur en ég sko.
að sko til dæmis ef við erum út í garði að leika og svo byrja þau að rífast boltan eða eitthvað, þá bara ég lappa bara í burtu sko. Bara ég nenni sig ekki bara, og þá horfa þau bara eftir mig fara og leikurinn búinn sko. Já. Þannig að þau eru bara næm á það, þú veist. Ég bara, þú veist, ég nenni ekki að, þú veist, ég bara lappa í burtu sko. Þess vegna er ég sífellt að reyna að fá fólk til að skilja að þú yfirgefur kerfið. Nákvæmlega, akkurat sko. Það er hárrétt hugsun sko. Og þau eru alveg búin að fatta þetta, þannig að þau eru miklu meira að semja sko. Veist. Þau sko, áður fyrir þau vorum að leika boltaleik sko, því hún er náttúrulega 3 ára og hann 5 ára, það er svolítið mismunur á getu og svona ástæður, það er svona tæknilega atriði sko, eins og við vorum í Bafnir þessum daginn og ég var búin að þjálfa strákina, hann var mjög fljótur að læra, svo vildi hún fara að læra líka sko og þegar ég kastaði einu sinni til hans, þá hitti hann 98% tilfella, en hún hitti 5 ára, en hún hitti 1% tilfella sko. Og hún upplifði það sem svona eitthvað bara að við varum eitthvað að vinna á móti henni með því að hún Samsæri! Já, veist, hún var óbærslega ósátt við þetta sko. Þannig að við stoppuðum aðeins leikinn og ræddum þetta sko. Veist, bara, hún var alltaf að fara að byrja að væla og vera með eitthvað vesen sko. Ég sagði, ef þú ætlar að byrja að væla, þá hætti ég. Og þá var hún til í að ræða þetta sko. Og þá sömdu við, ég kastaði sko 2 svara hana og einu sinni og hann. Og hann alveg bara, já, ekkert mál. Og þannig heldum við bara áfram sko. Þannig hún fekk 2 sinnum meiri æfingu þegar hún var að byrja sko. Þú veist svona hún er 30 ára sko. Og hún gekkst inn á sanning og það var ekkert meira væli eða vesen eða neitt sko. Og þau eru líka, ef þú gangast inn á sanning þá þau halda þessa sanninga sem eru gerðir sko. Þau eru bara alla sanninga sem þau gera. En ég hef stundum verið að hugsa með það af því við byrjum að tala með þetta því við vorum að því spyrðu hvernig kennuru, þú veist, hvaða leikfund tekur frá þessu barni eða hinu barninu eða hvernig bla 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 bla. Því maður er að horfa svolítið á, mér dettur í hug til dæmis sko, þessar grúppur sem maður kemur inn í, ég er nú ekki margur þeirra, ég fenn nú yfirleitt úr öllum grúppum sem er aðtað inn í, það er nú bara, þú veist það, þegar ég er bara svo uník. Að maður er að horfa á fólk sko í kringu sig af því það er alltaf eitthvað fólki sem vill þekkja mann til dæmis á social media eða eitthvað álíka og er í kringum mann og er að pósta síðan á efni sem þeim finnst áhugavert og svona og maður gerir þetta sjálfur og maður horfir á þarna fólk sem trúir á þetta eða trúir á þetta eða trúir á hitt en samt komið út úr sko mainstream-sturluninni og maður tengir við það sko því það heldur það er fullt af fólki sem heldur að því ég fjalla einhver samsæri að ég hafa áhuga öllum samsærum sem ekki en þú veist og maður spyr sjálfan sig sko hvernig oft nenni ég ekki að eiga neins samskipti við sumt af þessu fólki en ber í fullri virðingu sko ég meina ég er ekki að líta niður á neitt bara, ég nenni ekki til þess að tala við einhvern endalaust íslensk stjórnmál sko been there, done that, not interesting eða eins og þetta eigum að fara að tala bankakerfið what's the point been there, we've been there many times að maður fer að spá í sko og að því vorum að tala viskun áðan hvað það sem að maður ætlar að nota í samskiptum sko við fólk og hvað og hvers vegna maður hittir fólk sem maður sér alveg að vakna í annað og þriðja skiptið eitthvað, fólk sem að byrja að fatta þetta og að vakna oftar og maður hefur mest gaman að tala við þau af því þau eru komin nær því sem við erum að tala en þeir sem eru að vakna kannski fyrsta annað skipti að gaman að tala við þá í smá stundir svo nenni maður því ekki af því að það er ekki að gefa manni neitt sko maður ennir upp á þessu marki en þess að sko að því maður er bara gaman að fólki maður er ekki vænt fólk en maður er kannski komin á einhvern stað þar sem að allavega ég upplifi ofta sko það er svo oft sem að ég fæ meira út úr því að hlusta á einhverja sem eru komin langt fram úr mér bara einhver vídeó sem ég finn heldur en að vera í samskiptum þar sem að
þar sem ég ekki að fá neitt. Nema ég nenni því bara eitthvað þessu marki, þegar ég gera það skiljanlega. Ég reyna að gera ekki lítið úr neinum, sko. Af því það ekki meint þannig. Nice En, try. Það ekki hægt. ef þú til dæmis, ég bara reyna að búa til módel, sko, segjum að þú sett afburða dansari. Þú hefur keppt í samkvæmisdansum. Já, ég veit. Já, betur það slitna þess. Mayday. Halló. Mayday. Mayday. Já, allt í bara frustu. Já, þetta svona svipadæmi. Þú keppt í samkvæmisdansum. Já. Og svo vill konaðinn segir, ég kann ekki að dansa, viltu kenna mig vals og djæf? Já, Jú, henn að kenna nokkuð spor, af því að þið ekki vænt hana, en það eru mörg ár þangað til hún getur dansað á því leveli sem þú ert vanur að dansa á. Það vantar, mér finnst þetta, þegar maður að horfa á community eða samfélagið á netinu, maður svona samstíga fólki með sumt, sko, en maður svo að lenda í því að maður maður nefnir ekki. Ég er svo góður frasasmiður. Ég bý mér bara til frasa, skilur. Og þegar að menn blasta mig þá segi ég alltaf bara ditto, skilur, eða spegill, eða, þú veist. Já. Ég nenn ekki, eða allt hóks, skilur. Fólk segja að þú ert geðveikur og þarft að taka lyfið þín. Já, geðveikir hóks. Þú veist. Já. Þú veist, en hins vegar er ég alltaf ánægður þegar kemur einhver alvöru málefnaleg umræða, hvar sem hún er, sko. Ég er mjög ánægður að taka þátt í því, sko. Já. En maður er bara svona, ég veit ekki eins og hvað ég er svo sem að tala sko. Þetta er svona eins og, bara fyrir 4-5 árum þá var ég alveg, það þarf að breyta heiminum og það er best að gera svona og það er að tengjast til fólk þetta og nú í dag svo byrju, hvaða fáviti var þetta eiginlega sem mann, þú veist, þegar ég segi nenni kannski að tala um fólk bara upp á vissu marki, ég líka að tala um mig sem var. Já, ég ætla að sýna þér eitt sem að mér finnst svo skrítið að fá ekki meira umræðu. Fólk skilur þetta ekki. Nei, það kom mitt í 300 í gegnum Sameinuðu þjóðirnar, sko. Ég bara næ ekki að fólk hafi ekki rætt þetta, sko. Nei, bara tökum eitt, þú veist hvað, ég var klast mjög mikið í fyrra, þá var ég mjög oft að tala um meiklarana og The Masons og svona. Já, ég veit. Og ég reyndi tíma að nota þýða meiklarar yfir í ensku orðið chiselers, en sá að það náði ekki neinum árangri, svo ég bara nota Masons á ensku. Já, ég veit. Ég er búin að segja allt sem að mér langar að segja um meiklarana. Ég hef ekkert meira þá að segja. En maður aðeins hjúpa þetta. Ég veit ýmislegt um meiklarana sem ég hef ekki sagt. Sem að mér finnst tilgangslaust að segja. Já. En þeir sem að kíkja á vídeóin mín sjá að það var þarna ákveðið tímabil þar sem ég fannst skipta máli að tala um meiklarana. Ég minnist öðru hvora á þá ennþá. En ég tek eftir að 9 af hverjum 10 sem við tölum við, ef við segjum bara, hérna koma 10 manns í samfélaginu og þú fer að tala við 10 manns um samsæriðskenningar. Þú nærð athygli 3 þeirra. Hinir 7 bara fara aftur í kastljós og bíða eftir að detti í hausinn. Þessi 3 sem eftir sitja, ef þú ferð og tala við þá allt í einu frímúrarregluna og vald hennar, þá nærðu athygli 1 af þessum 3. Ef þú ferð síðan að tala um eðli launhelgana, þá eru þeir farnir. Þannig að þeir geta ekki skilið eðli launhelgana. En þeir geta farið endalaust að pæla í,
nöfnum og stúkunum eða listi yfir þá sem eru í þessum stúkum eða hvort að þær voru stofnaðar í London 1707 eins og Williamson biskup segir eða hvort það var 1600 og eitthvað í Skotlandi eins og þeir segja sjálfir sko eða bla bla, þú veist, endalausur listi af því, nei það er Deutsche Mark, nei það er dollarinn, nei það er breska sterlingspundið, nei sko, það er gullstandardinn, nei það er Fiat, nei býtu, þú veist, þú sér hvað ég er að fara. En enginn er að tala heyrðu, peningar eru verðlausir, ef þú trúir ekki á það. Það eru blekking, sko. Þannig maður, sko, ég til dæmis, það sem ég á við er að, sko, flestir sem hafa áhuga á því að tala meitlarana, þeir hafa engan áhuga á að skilja eðli meitlarana. Nei, fyrir mér svolítið, sko, þegar að menn eru til dæmis að tala frímúrara í dag, það svona eins og menn eru að horfa á kistu gamals töframann, sko. Þú veist, þetta bara, þú veist, þú kannski getur fundið fallerana og fundið úr trikkin, sko, en þessi töframaður er farin að vinna, veistu, bara gamla kistan hans, sko, hann er farin að gera hann er komið allt annað trikk í dag, sko. Hann er busy að finna upp ný trikk og nú til þess byrjaði ég að tala um það, ég man ekki hvenær, þeir munu skipta nafn, þeir munu breytast yfir í annan félagskap en taka launhelgarna með sér. Og fyrir af tilviljun, bara fyrir 2 vikum síðan, þá rakst ég á þetta. Þeir taka glæbúið með sér náttúrulega. Já, sko klúbburinn frímúrararhreyfing mun líða undir lok og hverfa eða halda áfram að vera til sem veiðiklúbbur. Nei, það verður væntanlega gert stór sýning núna þegar það verður upprætt og eitthvað. Eða slikt sko, en þeir eru nú þegar búin að stofna nýju klúbburna og ég er búin að finna það. Já, þeir til dæmis svona í Bretlandi birtust einhverju 1000 nafna á frímúrurum og eitthvað svona. En málið er það sko að... En takk þetta einu Axel, bara 1 punktur, bara svona, svo ég fá einu sinni að segja I told you so. Já, gerðu svo vel. Það er allt saman að gerast núna, nokkrum mánuðum eftir ég fór að segja opinberlega þeir munu láta þessi hverfa. Já. En málið er með sko, það er annað sem er gott til þess að lesa mafíuna, þetta lið, það er hvað þeir samsama sig við og merkið er með hornóta snákinn og þú meinar merkið sem er Frelsi TV að nota? Það er gullsnákur, já. En þetta merkið hérna er hornóti snákurinn, sko, og hérna og sko snákur skilur eftir sig haminn sko. Hann skiptir alveg skinn sko en hann er áfram sama eiturnaðran sko. Þannig að þetta er alveg doppult tóldi og svo sko. Já. En þetta þessna, á ég segja eitt sem ég var að hugsa í gær sem ég fór að rifja upp djúpkaðanir. Já, ég gerði það fyrir þetta, já. Ég hugsaði sko, alltaf sé ég bara komin endir á röndum, þó ég mun sjálfsagt aldrei hægt að gera einhver röndvídeó. Ég sagði, alltaf sé ekki eina viti það eru samtölin. Það eru djúpkaðanar. Nei, það er einstaklingsvinna hjá okkur báðum sem er gríðarlega flott, sko. Já, þú veist hvað ég á við. Ég hugsaði, ég ætla að hætta að vera að reyna að þú veist, já, eitthvað. Ég veit ekki, það er bara einhver kaflaskipti hjá mér, ég veit ekki hvað kemur út af það. Ég er að skilja hafinn eftir. Já, það er náttúrulega, ég meina, það er eins með dauðahafið, sko. Dauðahafið er dauðahafið af því að það rennur bara í það, en það rennur ekkert úr því, sko. Já. Maður má ekki bara stoppa, sko, maður verður að halda áfram að flæða. Og og ég reyndar ef ég er búin að hjakka lengi í sama farinu þá verður maður bara pínu pirraður sko. Eitthvað svona. Já, það er bara leiðilegt, það er bara leiðilegt. Já. En þú ert að horfa á þetta var ég var með svolítið flotta púnta í þessu Laugarnes. Já, ég ætla að horfa á kirkjugriðar pælingunni. Þegar ég var búin að elda kvöldmatinn, ég ætti að elda kvöldmat. Já, ég veit það. Ég þarf að elda sjálfur. Já, ég var reyndar að fá hérna HBO-rásina á internetinu, þannig ég er að detta í svona
Ég að detta í syndina, sko. Ég verið að horfa á mikið afþreyingu núna í vor. Já. Ég ger þetta líka meðvitað, þegar ég fer mikið í einhver afþreyingu til að kúpla mig út úr því sem ég verið að horfa á. Bara þegar ég að horfa á einhver afþreyingu, það er til svo að sópa gólfin, sko. Já, ég hef reyndar verið að fiska aðeins upp bíómyndir sem eru með táknmáli, sko. Og merkjamáli í ákveðnum bíómyndum, sko. Já. Það sem ekki kommunikeraði gegnum mídíuna, afþreyinguna. Ég verið núna til að mér sem verið að horfa eins og Inspektor Morse, ég er ósælega gaman á honum. Colin Dexter sem að samdan, hann var algjör snillingur ef hann lifandi, þá hann snillingur. Nei, ég held þessi dag. Ég búin að vera að horfa hérna á Silicon Valley, sjónvarpsþáttaröðina. Ég hef aldrei séð það, hvað það? Það svona ábúslega velgerðir þættir svona forritara í Silicon Valley sem að gera svona þjöppunarforrit, sko. Okay. Ég verið að gæla við það hugmynd að fara að semja skáldsögur. Já, það mjög góð leið til þess að koma svona funky boðskap að framfæra eins og við erum með, sko. Já, líka góð þjálfun bara fyrir mann sjálfan og bara spennandi viðfangsefni. Ég verið að velta fyrir mér að skrifa morðsögur með tvisti. Já, einmitt. Ég held að ég muni fara meira yfir í heimildaminnar. Það ritaða mál liggur svo hræðara illa fyrir mér, sko. Já, ég myndi hafa þetta sem audiobækur, sko. Já, einmitt. En ég byrjar að pæla í þessu, sko, 2009-10. Þá var ég með uppskrift af 3 svona morðsögum, morðmálsögum, detective pælingum og ég var búin að semja eina þeirra svona í grófum dráttum uppátt, sko. En svo hef ég verið svona að leika mig með ýmsar hugmyndir á þessu sviði undanfarið. Svo ég með hérna götulistaverk í ágúst sem ég set upp í ágúst. Ok, hvernig það? Eitthvað sem má segja frá? Já, það bara svona, ég ætla að nota steipustyrtastál, sko. Ég hef áhugað að gera meiri list með steipu og stáli, sko. Og þetta listaverk, ég vildi helst hafa 6 metra hátt, sko. En hérna það er ekki stuðningur og ekki peningar, sko, þannig ég á bara ekki pening fyrir því núna, sko. En ég vil gera, sko, Facebookar logoið með járnum, sko. Svona steipustyrta járnum og F-ið. Og í F-inu síðan svona fake TV, sem að kemur svona TV-skjár ljós, sko, og það lýsir upp í F-ið eins og fólk sem bara fast hérna. Og verkið heitir, sko, Golgata. Og síðan sko kross öðrum megin sem heitir Sameinuðu þjóðirnar og hérna Evrópubandalagið. Það sko ræningjarnir á krossinum. Já. Þetta góð pæling. Það er svona þegar minnist á þessa hluti, ég hugsa bara, þú veist, áttar þig á því hvað margt búið að breytast. Ég er að tala fyrir sjálf mig náttúrulega, bara þegar við vorum að byrja að kafa fyrir 1,5 ára síðan. Það er rosalega margt í minni eigin heimsmynd búið að breytast. Já, Guð hjálpi mér. Og bara þessi farvegur sem ég farið í gegnum enskuvídeóum mín, að jafnóðum, sko, frá mánuði til mánaðar þá mín eigin heimsmynd að breytast, sko. Já, einmitt. Hérna einhver að mæla með Mr. Robot. Ég veit ekki hvað þetta ég kannski tekka á því. Og svo spyr hérna af hverju ég download ekki. Download náttúrulega ólöglegt og ég passa mér rosalega á því að vera ekki. Ég kaupa öll forrit og allt sem ég nota. Og hérna það er svona prinsip hjá mér, sko. Nei, en hérna sko, maður verður nú að hafa sumarfrí einhvern tímann, sko. Heilinn, annars bara brennir maður yfir, sko. Já, það er bara þess vegna ég að spá í þetta hér sjálfur mér, sko. Ég bara fann að horfa mér á afþreyingu, vera ekkert að pæla mikið í hvað menn að segja heiminn og þekking og annað og svo ef það eitthvað sem grípur áhuga minn, þá fer ég að skoða það. En ég hættur að spá í það út frá því að ég þurfi endilega að tjá mig það eða sé að fatta ykkur blekkingar. Ég orðinn svolítið svona bara rólegur með þetta allt saman. Já, þetta líka svolítið eins og að vera með, sko, tennis, þú veist, fyrst þú ert að læra
tennis, þá er það bara stressað hvernig þú heldur spaðanum og það allt svona stress, sko, svo nærðu tökum á því, sko. Já. Og þá þarftu ekki að æfa eins stíft fyrir sama árangur, sko. Sama með þetta, það tekur orðið bara korter að leysa þessa leiksýningar, sko. Þessa hópsatburði, sko. Og maður miklu fljótari, eins og núna þetta fyrir djúpgufuna, áður var maður kannski bara komin hálftíma áður og undirbúa á stúdíu og stressaður, live-in eða hvað maður var að gera, sko. Núna kom ég 3 mínútum fyrir, og byrja, sko. Já, mér var á það að ég fór út með hundana korter við 6 til að vera búin að því korter í 7. Já, það er ekkert stress fyrir maður lengur að fara í loftið, sko. Nei. Og maður náttúrulega, fyrst var maður svona, þegar maður byrjaði með þvottasnúruna, sko, þá var svona, já, það lítur allt illa út og þetta nú ekki, svo bara það fuck it, sko, mér nákvæmlega saman hvernig það lítur út. Já, það að vissu þessa dagana hjá mér, það gott fyrir mig að vita að ég einum eða 2 dögum fyrirfram bara upp á, þú veist, hvernig, í hvaða emotional gear ég og líka hvernig ég gera þess og ég var í gær í ákveðnum verkefnum. Ég var að smíða, til dæmis, sem ég geri mjög sjaldan. Og þú veist, ég þurfti að smíða 2 smíðiskripi fyrir heimilið og ég var að þessu alveg fram undir miðnætti, sko. Og mjög ánægð með það, ég var eiginlega rosalega ánægð með sjálfa mig þegar ég fór svo að sofa í nótt að þú veist, það var verið að gera einhverja líkamlega vinnu. Þú veist, áður en ég smíðaði, þá fór ég út og var að taka númersljós af jeppanum til þess að það þarf að laga það, svo ég fór að losa það af og var að skoða hvernig það verið tengt og svona, þá gaf maður bara, ég var að gera eitthvað líkamlegt, það var bara skemmtilegt, sko. Þannig að, þú veist, líka eins og ég var kannski að tjá mig aðeins þetta í djúpgufuna nýlega, ég fann að átta mig á í hvert að eyða tíma þínum, sko. Þú veist, ég að eyða tímanum mínum í því að segja fólki hvernig ég sé heiminn, þegar ég ætti kannski verið að eyða tímanum mínum í það að lifa mínu eigin persónulega lífi á heilbrigðan hátt. Þú veist, ég Þetta verður líka reyndar auðveldara, sko, af því að, þú veist, ég meina, ég þarf til dæmis ekkert að fjalla seðlabanka blekkinguna aftur, ég get bara vísað á vídeó það sem ég hef fjallað það í detail, sko. Að þetta verður auðveldara, sko. Já, ég tek undir þetta líka. Margt til dæmis sem að ég var að fjalla mig fyrra í ensku vídeóunum mínum, margt af því efni sem þar var að koma fram var ég búin að ætla mér mjög lengi að fjalla á eitthvað nátt. Ég er bara búin að koma því frá, ég þarf ekkert að vera að pæla mér í því. Þvert á móti, ég hef gaman að því stundum að rifja upp yfir hvað var ég aftur að segja þarna. Eitthvað sem ég hef búin að steingleyma, sko. Þannig að vissan hátt ég að hafa meira gaman aðeins í dag, en ég hef engan áhuga lengur á, þú veist, hefur þetta einhver áhrif á þjóðveldið, lýðveldið, trúmálin, heimsmyndina, þar sem þú kallar hópisma, kollektivisman, þú veist, allt þetta. Já, nei, þetta skiptir ekki miklu máli. Ég meira áhuga á því hvað ætla ég að borða í kvöldmat. Ég reyndar lengur búin að ákveða hvað ég ætla að borða í kvöldmat í kvöld. Já, reyndar maður alltaf með á bakvið eyrað, sko, að þegar shit hits the fan, þá maður ready, sko. Já, og maður þarf þá ekki verið að vinna, sko, dópi og heimavinnu eða, þú veist, maður bara að bæta við í heimsmyndina, þú veist. Já. Ég held reyndar að ég kan náttúrulega bara tala fyrir Frelsi TV. Ég held að Frelsi TV hafi til dæmis komið í veg fyrir ákveðna atburði á Íslandi, til dæmis með að púlla Úkraínu. Sko, sjáðu til dæmis dýptina á heilaskaða fólks eftir allan þennan heilaþvott. Það eru mótmæli í Úkraínu. Bandaríkjamenn eru búin að segja að þeir eru búin að setja einhverja billjóni dollara inn í landið, sko, til NGOs. Síðan eru leyniskyttur sem skjóta drepa mótmælendur og lögreglu, sko. Þú veist, hver það? Var það lögregla sem skaut eða var það mótmælendur? Hvaða hagsmunir eru það? Það er að skjóta bæði þeir sem eru í valdstjórninu og þeir sem eru á mótinni. Minnir á þegar var verið að gera svipað í Venezuela fyrir nokkrum árum. Þarna fólki sem var skotið á brúnni. Og það til þess að menn áttar sig ekki á því að það ég fyndi með Úkraínu. Það var einhvern tímann í vetur sem að Rússar stemdu Úkraínustjórn fyrir rétt sem að alþjóðaréttur í fjármálum og staðsettur í London. Vegna þess að Úkraína var eftir á með einhverjar greiðslur sem þeir skulduðu Rússum. Já.
og þetta var bara, þetta var svo sem ekkert merkilegt, þetta var, Rússar höfðu lánað Úkraínu mönnum eitthvað og það var bara, þetta svona lagi gerist. En í sömu frétt, þetta var frétt á RT, þá var minnst á að eitthvað í kringur 75% af erlendum skuldum Úkraínu voru við einn mann. Það var einhver einn maður sem átti 75% af erlendum skuldum Úkraínu. Þá var þetta aðili sem að starfar fyrir ákveðin fjárfestingasjóð sem enginn vissi hver var. Og ég fór ætlaði að dokumenta þetta en svo bara gleymdist það. Þessi fjárfestingasjóð sem ekki hedge fund og ekki bond fund og ekki þetta og hitt, ekki svona capital fund eitthvað, heldur bara einhver fund sem lánar greinilega ríkjum, að þessi sjóður hafði verið stofnaður í gegnum Marshall-áætlunina fyrir 50 árum síðan. Já, þá vitum við hver á 75% skuldum Úkraínu. Og hvað höfum við verið að fjalla um? Evrópubandalagið extortion scheme til þess að allt efnahagsundur Bandaríkjanna á 20. öldinni var þar sem hernumin lönd voru að borga extortion peninga til Bandaríkjanna. Þetta sama og þetta allt falið í lagskiptri köku. Já, en það það sem að gerast eins og með þessu Brexit, það eru stríðið sem að koma Evrópa og Rússland á móti Ísrael, Bretlandi og Bandaríkjanum. Ég veit ekki hvar Bretland stendur, en það enginn að fjalla um þetta nema ég og þú. Ég sagði það. I told you, einu samsærisrásirnar í heiminum eru djúpkánir. Okkar. Já, það spurning hvort við höfum að gera enskar líka. Ég með röndin mín og þú með röndin þín is not it. Það eru djúpkánir sem eru málið. Vegna þess að ég alveg að tala um eitthvað hérna djúpkánum sem ég ekkert að tala um í vídeónum og þú líka. En þeir sem horfa á djúpkánir horfa á bæði röndin okkar. Þannig að kemur þrívítin, Eða ekki Guð, Faðir, Sonur og heilagur andi. Eða Guð og Guð. Það hérna skilaboð til þín. Guðjón, byrjaðu bókina, oft stoppar strætó og hlemmi, ekki einu sinni var, það ekki gott. Byrjaðu bókina, punktur, oft stoppar strætó og hlemmi, ekki tvípunktur, einu sinni var, það ekki gott. Já. Ég skil ekki þessi skilaboð, þetta eitthvað dulmál til þín. En já, þessar djúpkafanir, svo reyndar live-in mín voru á tímabili vinsælli heldur en djúpkafanir, Þannig að þetta gengur bara í bylgjum og þetta bara flæði, Ef það eitthvað flæði í gangi, þá það bara flott og ef það flæði minnkar, þá bara gerir maður eitthvað annað, Já, ég nú bara líka svona bulla uppátt, Já, ég hef reyndar svolítið mikinn áhuga á því, að ég persónulega svolítið áhuga á kirkjuforminu, eða þessu lifandi kirkjuformi og þar hef ég verið með þessa Super Jesus ráð, en ég hef ekki haft neitt náð að sinna henni, Ég hef áhugað að fara jafnvel meira inn í það pastors hlutverkið, Já, vera jafnvel með sálusorganir og sálgæslu og fleira slíkt, Já, ég hef engan áhuga á svoleiðis hlutum. Nei, ég virkilega að reyna að koma mér út úr þessum hugaraktivisma. Ég virkilega búin að bara, já, sæll, ég bara nenniski lengur, ég hef ekki áhuga á þessu, samt maður komin á annan stað, Já, það spurningum að vera bara með það einfaldara, vera bara með svona eitt skot á dag eins og morrið, þannig bara með... Ég komin svolítið í það, ég bara, ég sáttur, eins og sér að vídeón sem ég að gera í dag öll gerð á rásinni sem ég get bara gert 15 mínútur,
Og ég bara einhvern veginn sáttur við það. Ég var í sáttur við það að YouTube myndi aldrei leyfa mér að fara yfir þessa 15 mínútur. Mér finnst það bara Ekki segja þetta ópenbært að þið gætu tekið á orðinu. Já, bara mér er alveg sama. Það sem þarf að segja getur enginn sett í orð. Ég er bara komin á þann stað. Það er búið að gefa vitnisburð. Það er, málið er upplýst. Spilling almúans er upplýst. Þú þarft að fá þér svona græði, sjáðu. Já, ég veit að, ég á alveg vídeóvél og ég meina... Nei, þetta breytir engu hvaða vél þú ert með. Já, þetta getur notað á síman og, byrjum við hvað millistykkið. Þetta getur notað á síman og kameruna, sko. Já, kameran leyfir ekki innbútt, en ef ég fæ á PayPalið, sko, ég veit kameru sem ég langar að nota, hún kostar bara $200 eins og og ég á ekki $200 á PayPalinu mínu. Ég nota reyndar þessi vél ég er ekki, nota benni, ég er ekki að biðja styrk, ég er alls ekki. En vélin sem ég nota hérna er bara Logitech, sko. Já, ég er með Logitech líka, en bara svona, it doesn't matter. Það munar svo miklu, sko, að hafa hljóðið með þessum flipa, sko. Þessi flip er einfaldasta leiðin til þess að gera hljóðið gott, sko. Það er alveg rétt hjá þér, en bara I don't want it, mér langar ekki í það. Mér er alveg sama, er jörðin flöt eða hnöttur, I really don't give a shit. Hvað er undir jarðskorpunni? Mér finnst það svolítið áhugavert. Mér langar að vita hvað er undir jarðskorpunni. Og mér finnst það svolítið áhugavert. Er það ekki bara sjávarbotnin? Það er á djúp og mér finnst áhugavert mér langar að vita meira alheiminn, sko, en mér langar að vita hvað er utan alheiminn, hvernig lítur hann út utanfrá, þess að samkvæmt theoretical physics, þá gætir ekki séð hann, sko, því ljósið er ekki komið út fyrir hann og það endurspeglast ekkert ljós frá honum. Þannig að ef þú ert fyrir utan alheiminn, samkvæmt theoretical physics, þá er algjört myrkur þar og þú getur ekki séð hann. Og það finnst mér mjög áhugavert og mér finnst merkilegast að hinn sturlaði upplýsti skríll getur ekki skilið þessu hugsun. Nei. Sólin er ósýnileg, sko. En mér skipta máli, að þessu hundurinn minn sem er 11 ára núna í júlí, hann er 11 ára núna eftir, hvaða dagur er í dag? Hann er 11 ára eftir nákvæmlega 16 daga. Hann fékk í blöðruhálskirtilinn fyrir árið síðan og var hún fínn áramótin og við erum að fara í læknisskoðun aftur núna til að skoða stöðuna á hann. Mér finnst þetta skipta máli. Og hérna nú Birta minna mig á eitthvað. Það er eitthvað sem það vantar. Já. Þú sér það með hann í myndaðilni. Já, ég sé hann, hún annarkvort að minna mig á eitthvað í ísskápnum eða þá hún þarf að komast út. Já, einmitt. Hún er flóknust af þeim, sko. Þegar hún biður athygli þá það er svona aðeins flóknara, það er auðveldara að fatta hina hundana, en hún er líka alfatík. Það er annað kraft sem ég er svolítið að þróa nú, það er þessar húmormyndir mína, ég er svolítið gaman að þeim. Já, þú gerðist röð af þeim hérna daginn, þær voru mjög fínar. Já. Mjög fínar, ég var mjög ánægður. Og ég var sérstaklega stoltur af einni þeirra. Nú, hverju þeirra? Ég fékk skot. Já. Ég var mjög ánægður með það. Já, ég stóðst ekki í freistinguna, sko. Ég segi það sama á þú, það má skjóta á mig. Já. Já, nú er þetta eitthvað að hugsa, er þetta viðeigandi eða eitthvað svona, en... Já, ekki á okkur. Það er bara, ég lætu að það. Það má alltaf eyða því út ef það er eitthvað moral, sko. Já, nei, það er ekki á okkur því. Nei, það var mjög gott. Svo er annað, sko, ég er að fletta henni upp núna því ég man ekkert hvernig hún var, sko. Ég man hún var srættur. Nei, það var gaman og svona, ég veit ekki, það er, sko, þegar ég fattaði til þessum daginn, þetta sem ég er búin að útskýra á þér,
ef við erum að reyna að spá í skrílinn, þá erum við að gera nákvæmlega það sama á þjóðfélagsverkfræðingar og þá erum við engu betri. Það er eitthvað annað sem skiptir máli, ég veit ekki hvað það er. Mér finnst gaman að ég er til, mér finnst gaman að pæla í heiminum, mér finnst gaman að læra, en ég sé aftur á móti að það sem ég er að gera, eða hefur verið að gera, is not it. Ég sé að það skiptir máli, ég er mjög, ég hef sagt til dæmis af öllu efninu mínu, það má eyða því öllu nema góðs vil. Það er eina sem má ekki eyða. Og númer 2 kannski það sem ég tjá mig Englana 7 og Einsigling 7. Punktur, mér er alveg saman allt annað. En ég sé hins vegar að fyrir þá sem eru á þeim buxunum að pæla í þessum endurist þjóðveldi og sérstaklega það sem hefur verið að koma út úr skugganum núna bara síðasta ár. Og ég tala nú ekki þetta með Árna Magnússon og Árna Oddsson, lögmann. Það var Árni Oddsson sem skrifaði undir Kópavogsfundinn og það skjal er ekki til. Þetta finnst mér risastórt. Ég hef enga þörf fyrir að bæta við þetta. Og þetta var ekki skipulagt, þetta var ekki planað, þetta kom bara. Mér finnst þess að til dæmis núna, tökum bara til núna. Núna kom þarna forsætisráðherrann nýi, hvað Sigurður Ingi, og talar stjórnarskrárbreytingarnar í sumar. Þetta er svo gjörsamlega upplýst blekkingarhylur. En ég sé á öllu því sem var að gerast á Íslandi núna fyrir forsetakosningarnar í gegnum þennan fótboltaleik sem ég held að fótboltaleik, ég veit ekki hvort það er ennþá í gangi sem fótboltaleiki, eða allt ruglið í Panamaskjaladæminu. Ég sé að þessi skríll sem býr á þessu landi, hann er óforbetranlegur. Meiri sé að þessi sneið, 21 sneiðin, 64, aftur og bak og 64, 6.446. Já. Þú veist, ekki einu, hei, kjósið Sturla svo hann geti redda málunum fyrir okkur. Já. Bara, sorry, þú veist, hvað sagði Axel á sínum tíma? Ísland þekkir ekki sinn viturinn tíma. En þú veist, að bera vitnisburðinn of oft, þá festur þið bara sama hjólfæri. Já. Þú veist. Já, alveg rétt, ég gerði hérna á sama tíma á Herulum. Ég er hættur á Facebook. Ég er lenda stoltur af Herula-dæminu. Það er að snerta marga, ég er að heyra frá fólki, ég er að sjá fólk sem er að taka þetta skref. Þetta er mjög stórt innra skref hjá þeim sem að endurvekja Herulan í sjálfum sér. Og þetta er stórt og þetta sáum við ekki fyrir. Ég ætla að sýna hlustendum þetta frábæra brandara hérna. Ég er stoltur af því að vera þáttakandi því að Herularnir vakna aftur. Já, ég veit. Nei, þetta... Ég meina þetta af auðmýkt, sem bara þáttakandi. Þú veist, eins og í þjóðveldinu, ég nota helst ekki ég gerði, ég vil frekar segja við gerði. Já, en það er annað hérna sem ég held ég að við, hvort ég ræddi við á Harmageddon eða hvar, það eða hvort ég gerði þátt það. Þetta með innsiglun á kjörkassana og allt þetta vafstur kringum kjörkassana, það er það sama element og þegar áhorfandi fenginn upp úr sal til þess að tékka stálið hjá töframanninum og kíkja í kassan, skilur. Já. Það er sama töfrabragðið, sami tilgangur með að komi fólk og telja og sé að þvælast í kringum kassan og setja innsiglu og svona. Það er sama element og þegar töframaðurinn segir, vill ekki koma og tékka sverðið og kassan og þetta sé allt saman raunverulegt, Það gegnir sama hlutverki, Og ég segi það einu skemmtilega sögur sem að mér var sagt fyrir nokkrum dögum. Já. Það var kjósandi, maður sem ég hitti, sem að ég ræði stundum við, gaman að ræða við, sem að, hann er ekki á okkar línu, En hann sagði við mig, vorum að ræða forsetakosningarnar, og hann sagði við mig, já, það var svolítið áhugavert það sem ég kaus. Nú, segi ég. Já, ég tók eftir að kjörklefinn var ólöglegur. Nú,
Já, sko, hengin fyrir kjörklefanum voru gegnsæ. En það segi ég, já, svo ég ákvað að fara og leita upp í kjörstjórnina og kvart yfir þessu, koma kvörtum á framfæri. Já. Og hann fór og hitti þann sem hafði umsjón með húsinu og hafði tekið þátt í að setja kjörklefan upp í þessu húsi. Og hann hittir hann og segir, ég þarf að tala við kjörstjórn. Nú til hvers aftur þess? Af því að kjörklefarnir eru ólöglegir. Þetta bara vesen í þér og þú ert ekkert að vera að koma þessu framfæri. Og svo segir kallinn við mig, á meðan þetta gerist, þá gekk mér gekk formaður kjörstjórnar fram hjá okkur. Meðan að húsvörðinu var að jagast í mér að þetta væri bara smáina sem í mér. Þá fara þetta orðunum. Bitunum við, og svo segir hann, ég held bara áfram að jagast í honum, því ég, þú veist, var ekkert að láta hann, þú veist, segja mér að við ættum ekki að vera til lögum og reglum. Og ég vildi, og hérna kemur punkturinn, ég vildi að ábending mín yrði bókuð. Þetta er náungi sem hefur starfað fyrir kjörstjórnir. Hann sagði mér fleira, en það voru að bíða. Að það er nefnilega, fólk tekur ekki alltaf eftir þessu, að láta bóka það. Og heyrðu, svo samþykkti húsvörðurinn loksins að fara með hann fyrir kjörstjórn og þá var formaðurinn mættur þar og þá fattaði sérst vinur minn að formaður kjörstjórnar hafði lappað fram hjá þeim og meðan þeir voru að jagast. og húsvörðurinn hafði ekki bent á hann. En hann hafði það ekki að láta bóka að hengin fyrir kjörklefunum voru gegnsæ. Já. En ég held að sko, ég veit nú ekki alveg hvort að ég ger eitthvað meira með þetta, það getur verið að ég geri meira með þetta embætti mitt að vera réttkjörinn forseti Íslands, sko. Það er náttúrulega, ef það þarf að skrifa undir einhver lög eða eitthvað svona, þá mun ég náttúrulega gera kröfu það að því sé beint til mín, sko, sem réttkjörins forseta Íslands. Og ef einhver segir svo bara, þú ert bara fábjáni, þú varst ekki kjörin neitt eða neitt, þá get ég náttúrulega gert eðlilega kröfu á að hinn fuglinn sem þykist vera forseti sannið á sitt umboð, sko. Sko, umræða þín, mín og Sturlu hefur komið miklu til áleiðis með því að benda á blýantanum. Já, einmitt. Mjög miklu. Og þú hefur verið mjög duglegur að benda á þetta með, sko, eitt atriði sem að fyrir mér er mjög stórt og það er, meðan þeir eru að brenna kjörseðlana og meðan að kjörseðlarnir er ekki númeraðir, einmitt. Algjörlega ómarktækar. Algjörlega. Já, en málið er það, sko, segir maður núna eftir mánuð. Og þetta fer ekkert úr sögunni, sko. Og þess vegna er ég líka að segja, sko, það skiptir mikið máli ef að við erum búin að vera að segja eitthvað og benda á það og útskýra það, þó þeir gerir söguprófessor og forseta, vegna þess að það dugar 99% af þjóðinni, til þess að heyra frá forsetanum sínu hvers í sannleikurinn, söguskoðun, skiptir með engu máli. Við erum búin að segja þetta er dokumentað, þetta er þarna, þeir geta reynt að eyða vídeónum, þetta fer ekkert úr huga þeirra sem eru búin að heyra þetta. Nei, málið er sko það, og þarna öllu gríni fylgir einhver alvara væntanlega, að sko þegar ég geri kröfu að ég sinni embættisverkum forseta Íslands og hinn fuglinn gerir kröfu að hann sinni embættisverkum forseta Íslands, þá er einn munur á okkur tveimur, sko. Þú getur sýnt fram á klukkuna. Nákvæmlega. Ég er ennþá með atkvæðin undir höndum. Hann er ekki með neitt, sko. Og þú ert ennþá með innsigli á klukkunni, Nákvæmlega. Hún er hérna innsigluð og ready og inspection hvernig sem er. Þannig að ég er með sömu sönnunargögnin frá upphafi, en hann er búinn að brenna allar sínar sannanir. Og það er líka alveg rétt sem þú hefur sagt, sko, að þú getur búið til einhverju upphæð í Word og sent þeim rafrænt afrita Word-skjölinu með upphæðinni og sagt ég er búinn að greiða frá það bank og það hefði farið. Þetta er alveg rétt hjá þér,
En hvort sem það með líkveldið eða kosningaspunana eða bankakerfið eða trúarbrögðin eða allt þetta, en þetta snýst allt það hverju, hvaða sannleikum fólk trúir. Það snýst allt það. Og þegar það koma 20 manns heim til þín og segja, við erum með skjal upp á það, við megum keyra jarðýtu yfir húsið þitt. Og það enginn sem að samsinnir þér að það megi ekki, þá gera þeir bara það sem þeim sýnist. Alveg sama hversu sturlaðir þeir eru. Og ég, jafn mikið og ég að segja, það þýðir ekki að segja neitt til fólk eða tilgangslaust að vera að þusa eitthvað. Mér líður ekkert vel yfir því vegna þess að ég átta mig á því, ég átta mig á því að ég bý í heimi hérna á Íslandi sem stýrt af mjög dökkum hugsunum, mjög stjarfdáleitra og steinrunnina sálma. Og mér ekkert skemmt yfir því, yfir hvers konar ógeði við búum í. Innan með allt þetta sjálfsheilaga, sjálfsupplýsta skrýls sem stjórnast af þvílíkum dímonisma, það ótrúlega. En það þýðir ekkert að lýsa á það. Það eina sem þú getur gert bara að gefa vitnisburð það sem þú sérð, það sem þú skilur og vona það besta. Þetta tæklaði Jesú líka mjög vel. Hann sagði, látið hérna dauðu grafa hérna dauðu og fylgiði mér. Þetta setning sem kemur oft upp í hugan, ekki bara hjá mér og þér. Þetta setning sem mjög djúp viska. Þannig að gullforði heimsins í næstu bók, biblíubók við hliðina á þér. Þar staðsti gullforði heimsins. Þú þarft bara að grafa eftir því. Pínulítið. Já, ég ég náttúrulega, ég reyndar get ekki þegið laun sem forseti Íslands af því að ég tek ekki við blóðpeningum. Já, það nætt. Ég get ekki tekið við peningum sem eru innheimtir með ofbeldi, En þess vegna ég skil þér og ég sammála. En svona mín niðurstaða þessi, góðir afþreyingarþættir í sjónvarpinu, niðurhalaðir ekki, elda góða mat. Það var einhver að segja hérna að það var ekki ólöglegt að downloada en það væri siðlaust. Samkvæmt hvaða mælikvarða? Já, nákvæmlega. Ég meina það copyright á allu sem ég geri. Ég vil hafa stjórn á mínu eigin hugverki. Skjalavaldið bjóð til fyrirbæri copyright. Ég ekki samþykkur þessu fyrirbæri. Ég gerði held í vídeóum þetta daginn. Þetta svolítið erfitt að útskýra þetta. En leið og hægt að afrita efnið, hvort sem það ljósrita bók eða uppskrifa afritana með penna eða afrita eitthvað digital efni, að copyright á slíku fyrirbæri fallacy. Mér finnst reyndar eina sem getur í rauninni átt copyright á gjörningurinn þegar hann gerist. Akkúrat á því mómenti. Hinn raunverulegi tónlistaflutningur, það það sem listamaðurinn flytur sjálfur á tíma og rúmi. Hann getur selt miða inn á það punktur. Já, ég reyndar leið og við skrifum undir copyright, þá samþykkjum við skjalavaldið. Já, nei, það bara eins og í náttúrunni, ef við erum út í náttúrunni og ég byggi mér hús í einhverjum skógarjaðri og legg töluvert á mig við það, þá getur þú ekki bara hent mér út og hirta mér húsið, Ef ég hef meira vald þú og það enginn sem viðurkennir réttinn til að gera það, jú. Já, sem þýðir að ég má þá ræna af þér einhverju eins og lífinu tilbaka, Ekki ef ég næ að sjá við þér. Nei, það þetta bara komin í Ken og Abel, Þannig eru bara komin í fyrsta kafla. Ég veit það. Að það hugsanlega skynsamlega að gera einhvers konar samning. Já, ég var alveg til í að ræða það,
þú mátt vera í húsinu sem þú smíðaðir á sunnudögum en bara í kjallaranum. Og afvopnaður. Já, ég með eitt svar við því tilboði, fuck you. Ég með 10 thugs sem að trúa á skjalavaldi mitt. Já, ég hafna því alfarið, sko. Já, þeir eru með stærri og betri byssur. Já, sem reyndar alveg rétt, sko, sá sem sterkari hefur meira vald samkvæmt þessu sjónarmiði en... Svona virkar heimurinn. Svona hann skipulagður. Hann skipulagður nákvæmlega svona. En þá er vandamálið það að 99% mannkyns lifir í blekkingum, sko. Já, sko, þessna tók ég fram, þessna tók ég fram að þessi 10 thugs væru búin að viðurkenna skjalavaldi mitt. Já, en þú áttað á því að krukkurnar mínar með öllum atkvæðunum, það jafngilt skjalavaldinu sem búið að brenna. Já, en hinn stjárfdáleiti skilur það ekki. Já, það skiptir ekki máli, vald, varstu ekki að segja það? Ég hef sannarlega þessi völd. Það þarf að framkvæma valdið. Já, náttúrulega það bara lögbrjóta sem fylgja ekki réttkjörnum forseta Íslands. Það fyrir ekki hver skrifar lögin, sko. Nei, ég ræð þessu. Ég réttkjörinn forseti Íslands, ég með atkvæðin hérna ennþá í krukkunni og vídeóið sem ég gerði þar sem að þetta var gert líðum ljóst, það skjalavaldi, það stofnskjalið af embættis einu eilífu hlutverki mínu sem forseti Íslands. Ég meina, við ekki erum að búið ennþá á steinöld með biblíuna, þetta náttúrulega, ég ger þetta á nútímalegan hátt. Ég ger þetta náttúrulega á nútímanlegan hátt með vídeói, sko. Það stofnskjalið í þessu. Ég ætla að menna að fara að vitna í eitthvað gamla testament og eitthvað bara steinrúnur í hellum. Þessi gaur þarna sem þykist vera einhver préláti á Bessastöðum náttúrulega bara algjört frot, sko. Og getur ekki svona sýnt atkvæðin sín, sko. Ég hef ennþá í minni krukku. Fólk skilur ekki svona pælingar. Sem allt í lagi, ég meina, þú veist það þeirra. Fólk skilur ekki einu sinni hvar það býr, sko. Þess vegna sagði, þetta mér stendur ógn af því ástandi sem við búum við. Vegna þess að, já, þú veist. Never underestimate the power of stupid people in large groups. Já, hver sagði þetta aftur fyrstu? Manstu það? Ég man það ekki. En ég þarf að fara út með, það eru 2 pólitískir þrýstuhópar sem að biðja að fara út og vökva gras. Þau trúa á mátt þess að vökva gras. Já, einmitt. Og þau líta svo á að þau hafa einhvern rétt til þess að þrýsta á það að ég elti þau í þennan heilaga gjörning að vökva gras. Já, einmitt. Og þessar... En þú veist að náttúrulega mannréttindi eru blekking. Já, þau trú ekkert á mannréttindi. Þau eru að líta á þetta sem trúarlega skyldu sína að hundar verði að vökva gras. Já, þú rátt á því að með þessari nýju stjórnarskrá og lígveldisins þá verður hundarniðinni með sömu réttind og þú. Það verður engin skilnaður á milli. Já. Sko, þetta lígveldi, við erum búin að fara hringi með það þýðir ekkert að segja orðið þetta fólk skilur ekki neitt. Fólk skilur ekki rót sína eigin menningar. Það bara þetta stjarfdáleitur steinrunnin skríll sem stjórnast af þeim sem að hafa stærri og betri verkfæri til að ýta á dramanapana þeirra. Já, fólk heimskingjar því miður. Það var það náttúrulega. Svo ég vitni í Axel, fólk heimst. Já, fólk fíbl, það með B eða F. Já. 2 B í fíbl. Ég skrifaði einhvers staðar fólk fíbl með 2 B og þá fór eitthvað fólk að rífast í mér að þetta skrifaði með F. Já, einmitt.
Það var alveg að kvitta undir þessa fullyrðingu. Mér fannst það svo myndið. En Fagbræður, er Ísland í dag? Já. Ég reyndar held að ég hafi komið með þetta fólki fíbl eitthvað tíma þegar ég var 1990 og eitthvað. Já. Ég var með tölvubúðina mína, þá sagði ég eitthvað fólki fíbl. Ég man ekki hvort að ég hef heyrt að bergmálaði eitthvað annars staðar eða hvort þetta var orginal frá mér. Ég veit ekki, þegar ég var í tölvukennslu hafði ég gaman að því að koma með en svona brandar að þú veist, þegar fólki fannst eitthvað sniðugt, þá kom ég oft með svona, já, ég átti hugmyndina þessu. Já, ég sagði til dæmis, ég átti hugmyndina að Microsoft Word. Já, það var einhvern tíma þegar ég var á ferðalagi til útlanda og var ég eitthvað að tala með einhvern abakött hvernig ritvinnsla væri best. Hvernig væri best að hafa ritvinnslu. Ég var þá eitthvað 18 ára og svo löngu seinna þegar ég sá greinum Bill Gates og sagði þetta og sagði eitthvað. Þannig að hann notaði mína hugmynd til þess að búa til Microsoft Word. Fólk hefði vága gaman eitthvað svona fullyrðingu. Já, það er náttúrulega, þetta er erfitt, sko. Þetta er erfitt að hver er orginal. Já, sko, fólk gefur gaman að aula húmor ef hann er rétt settur saman, sko. Já, en þú veist, samfélagið okkar er aula húmor. Stundum nær fólk húmornum, sko. Nei, ég veit ekki, ég sakna þess þegar maður trúði ennþá að það þýddi eitthvað að reyna að hafa áhrif á þróun heimsins. Já, þú ert gaurinn sem að vill fara aftur inn í Matrixið og finna... Það er oft sem ég langar aftur inn. Ég sakna þess stundum þegar maður var hamingjusamur yfir því að vera að þróa, þú veist, maður trúði á, þú veist, fullt af þessum stökum sem fólk trúir á inn í Matrixinu. Ég sakna þess oft. Mjög. Já, ég reyndar á ágætum viðskiptum við Matrixið, sko, þannig að ég hef ekki undan einu að kvarta með það, sko. Mér finnst, ég öfunda, ég hef verið þannig frá því ég fattaði, sko, ég var 20 þegar ég vaknaði af einum svefni. Ég hélt að ég væri normal. Já. Það að hvað ég lenti oft í því að vera svona utangarð svona, að það væri bara einhver miskilningur. En svo hitti ég 2 jafnaldra mína sem hafði verið með mér í barnaskóla. Ég var 20 og þeir voru eitthvað að labba þeir saman og við rákumst á niður í bæ og við spjöllum aðeins saman og þeir fóru að tala um það að ég hef alltaf verið svo skrítinn og væri svo skrítinn og væri það ennþá og þeir voru svo sammála um það. Allt í einu fattaði ég munin á því að vera skrítinn og normal. Mér hefur eiginlega alltaf langað til að vera normal síðan. Já, sko... Ég sé hvað normal fólkið, sko, þó ég gagnrýni skrílinn og setja út á fólk og segi þið eru fíbl og steinrunnir fávitar og skiljið ekki ykkar eigin menning og svona. Ég öfunda þetta fólk. Mig langar að vera með í samfélaginu. Mig langar til þess að geta unnið fyrir mér og eiga fínan bíl og eiga fjölskyldu og afkomendur og allt þetta normalt dót. Mig langar ekki að vera svona furðulegur. Mér finnst það hundleiðilegt, mér alltaf fundist það. Eða frá því á 20. Já, mér hefur reyndar, sko... Og ég að meina þetta. Já, ég trúi þér. Mér hefur tekist að fungera báðum megin, sko. Já, ég hef aldrei tekist það. Ég hef alltaf unnið fyrir mig frá því ég var 7 ára gamall, sko. Þá hef ég alltaf unnið mig fyrir peningum, sko. Og þannig ég kann það rosalega vel, skilur við. Já, ég get það ekki, ég alveg ófærið. Já. En mér langar að læra það, kannski læra það. Kannski þegar ég verð fullorðinn. En mér finnst það að vera sorglegt að ég er 49 ára gamall og ég veit ekki hvað það er að lifa lífinu. Ég mista af öllu sem að normal fólk upplifir. Og mér finnst það bara ekkert gaman. Mér upplifir sjálfan mig og minn lífsfarfi sem mistök, sem abnormal frávik í evolúsjóninni. En þú veist, ég verð að gera vídeo og skrifa og láta þessu voða gaman að vera til og allt það. En ég er mistök. Evolutionary failure. En þú veist, ég er ekkert að gráta yfir því, sko.
þú veist, fólk fer alltaf í eitthvað svona panik þetta, þú veist, nefnir ég ekki að segja svona sjálf það fólk sem þú veist, lítur niður á sjálft sig. Ég veist, ég ekkert að líta niður á sjálf mig. Mér líður ekkert illa með að vera til, þannig séð, en já, bara, þú veist. Já, ég meina, fólk bara eins og sko, það annað, sko, þú veist, maður bara að gera alls konar stöff, sko, og ef maður gerir mistök, breytir einhver hvað það þýðir ekki að maður sjálfur sé mistök, það þýðir bara eitthvað sem maður var að gera misheppnaði, sko. Já, en þú veist, ég ekkert að segja þetta, þú veist, til að segja að, þú veist, ég sé vorkenna sjálf með það, þannig. Ég bara að segja, þú veist, ef ég ætti að velja, þá myndi ég velja að vera normal. En þú átt náttúrulega rosalega mikla möguleika að skipta land til dæmis, sko. Ég hef engan áhuga á því. Ég fæddist á Íslandi til að deyja á Íslandi. Já, þannig ertu fastur í, sko, til dæmis ef þú myndir flytja til Svíþjóðar, það gríðarlega mikil eftirspurn eftir forriturum, sko. Og það óbóðslega mikið umburðarlyndi fyrir skrýtnu fólki hérna í Svíþjóð. Já, ég ekki til í að búa í Svíþjóð. Nei. Ég elska, sko, ég elska þrennt. Og það trúin mín, sem stór partur í því hvernig ég skilgreini sjálfa mig. Það sálin mín, þar sem ég geymi mín heilindi og mín gildi, sem aftur skapa sjálfa mig og móta mig. Og ég stundum þegar ég hugsa hvað ég elska Ísland heitt, þá tárfelli ég með þvæminn. Ég get ekki hugsað mér að eyða einum degi frá Íslandi. Ég get ekki hugsað mér það. Ég vil frekar vera þessi fátæki, skrýtni, afbrigðilegi, misheppnaði guður sem ég á Íslandi. Hvern dag sem ég á. Það vil ég. Það mitt val. Hvort ég trúi eitthvað meitra í því sambandi skiptir mig engu máli. En þegar ég segi orðið misheppnaður, þá á ég við ég fæ okkur hluti í staðinn, sko. Ég fattar hluti og skilur hluti og upplifa hluti sem að normal fólk fær aldrei að kynnast. Og ég ekki að gera lítið úr því. En ef ég ætti að velja, þá myndi ég velja það sem ég sagði á. Já, ég ekkert, mér finnst svona normal líf, sko, frekar leiðilegt, sko. Ég reyndi að fá í útrás með þessum svona lista. Já, þú kannt að vera í báðum stöðum, sko. Þú ert að sjá fyrir þér, þú átt hús, þú átt fjölskyldu. Já. En ég þurfti að skipta land, sko. Já, ég ekki til í það. Ég þurfti að fara yfir hálfan hnöttinn. Til þess að ég meina sækja konuna, sko. Ég veit að það hljómar allt biturlega, en þetta ekki meint að bitur. Ég bara að segja, þú veist, ég misti af hlutum sem ég hef ekkert viljað missa. En ég reyndi í 15 ára að öðlast þessa hluti. Þangað til ég áttaði mig á því að það væri bara ekkert mitt hlutskipti. Og þá lærði ég að sætta mig við mín örlög. Ég lærði að sætta mig við að ég sá sem ég En sko, í samanburðinum, þegar þú lítur á heim umskiptinga, eða gólema, eða hvað sem við köllum það, það fer allt í mínus við að segja að ég misheppnaður. Ég alveg til í að svo standa nakinir á Arnarhóli og segja ég misheppnaður, en mér líður ekkert illa yfir því að vera sá sem ég Ég átta mig líka á því að þegar ég segi orðið misheppnaður þá á ég við einhverja skilgreiningu sem miðast út frá einhverjum staðli. Sjáðu. Já, ég kaupi ekki að neitt sé misheppnaður, sko. Fólk Þú ert að miða út frá einhverjum staðal, sjáðu. Fyrir mér fólk, sko, og það lífveru með tilgang, en hins vegar fullt af stöffi sem fólk gerir sem algjör mistök og tómt rugl og vitleysa, sko. Já, en ég held að ég sé ekki að koma rétt frá mér því sem ég langaði að meina. Það allt í lagi. Og fólk miskilur algjörlega hvað ég á við. En ef að leyfðu mér að reyna að segja þetta rétt á það. Já. Ef það, sko, það fullt af fólki sem lítur á sjálft sig sem misheppnað af því að þeir náðu ekki háskólaprófi.
Já, það náttúrulega bara rugl, sko. Fattarðu mig? Ég á Já. við mælikvarða og einingar þess samfélag sem við búum í. Það það Já. sem ég átti við. Þú veist, en ekki hvernig þú tilfinningarlega upplifir sjálfan þig. Það að sama og var hérna áður, þá varstu algjörlega misefnaður ef að þú náður ekki prestsembætti, sko. Til dæmis. Það er þetta sem ég á við. Þetta er alveg eins og það var einhver sem ég hitt daginn, þarna fyrir kosningar, og ég sagðist, það var Davíð kjósandi, sko. Já. Og sem spurði sig hvað kýst þú? Ég sagði, ég ætla að kjósa Sturla, sagði ég. Já. Þá kom svarið, og hvað er hann menntaður? Það er það sé á við. Hann var misheppnaður í augum hans. Það er þetta sé á við. Já, ég náttúrulega bara Frelsi TV gaf út doktorspróf fyrir mig. Það er náttúrulega ég með miklu meira háskólamenntun heldur en margir, sko. Háskólamenntaðir. En þetta er það sem að, sko, það sem við erum alin upp við í okkar samfélagi er að þegar við mætum ekki ákveðnum stöðlum sem einhver hefur búið til, þá upplifum við það svo tilfinningalega. Það sé á við. Ég er ekki að upplifa, sko, og ég veit nefnilega, sko, ég veit ekki hvort þú ert búin að átta þig á því, við erum nefnilega alveg sammála hérna. Margt, já. Að mælikvarðinn, heppnaður eða misheppnaður, góður eða slæmur, vitur eða heimskur, greindur eða óklár, fífl eða snillingur, skiptir engu máli. Nei, nákvæmlega. Ekki frekar en millimetrarnir á mælistikunni. Þú getur líka kallað það brot úr tommu, eða sleppt mælistikunni og spanna það sem þú þarft að mæla. Já, nákvæmlega. Það er þetta sem ég á við. Ég bara er að koma því vitlaust frá mér. Mér fannst mjög flotti punktar hjá þér hérna með byggingastílinans Tryggva. Að byggja bara moldakofana aftur, sko. Hætta þessum reglustryggu byggingum. Já, Tryggvi er nefnilega snillingur. Já. Og mér dáist mikið af því. Ég gerði nú þarna vídeó einmitt það. Ég er ánægður að ég gerði það. Af því að hann er óbeitt að sanna í verki þessi við erum að reyna að sanna í orðum. Já, hann er mjög merkileg. Hann er reyndar, ég hlusta á þetta viðtal við hann, sko. Hann er svolítið inn í þessum ennþá með hugan í Matrixinu, sko. Með sína hluti, suma hluti. Og við já, sumt er hann með alveg í Matrixinu, en... Meðan þú trúir ennþá á copyright? Það sem ég skapa tel ég vera mitt, já, það er alveg rétt. Já, það hefur ekkert að gera með neitt fyrirbæri eins og copyright, frekar en mannréttindi. Jú, copyright er eignaréttur, eða eignaréttur er blekking, eign er eign. Þú getur bara átt það sem þú getur haldið á. Eða varið. Segir hver? Segi ég. Nei, þetta er alveg satt. Ef einhver kemur hérna upp á húsinu mínu og dyrkar upp bílinn minn og keyrir hann í burtu og ég get ekki varið hann og lögreglan neitar að koma og hjálpa mér að verja hann, hvað getur þá gert? Já, ég er reyndar hérna í hverfinu sem ég bý, ég er nágrannavarsla, þannig að það er samningur að við verjum hvort annað. Og En hvað ef nágrannar mínir eru búin að ákveða að ég sé svo skrítin og misheppnaður að það megi hver sem er taka með bílinn minn? Ég er búin að gangi gegnum þessu ambærilegt, oftar en einu sinni. Já, það er þessi samningur, það er þessi endalausi samningaréttur, sko. Náttúrulega ef enginn vill gera samning við mann, þá er maður í vondum málum. Þá er maður í skógagangu, það ekki? Hvað heit það? Jú, það er ýmist kallað hvað fjörbugur eða skógarganga eða eitthvað slíkt. Þú veist, samfélagið okkar er svo klikkað. Að náttúrulega ef maður lendir í svoleiðis að þá er maður bara í djúpum skít, sko. En hins vegar er, sko, prinsipið er að ef einhver virðir ekki eignarrétt minn, af hverju á ég að virða eignarrétt hjá hinum, sko. Já, við lendum alltaf í því að það þarf að vera einhver samkomulag eða samningur til þess að við getum átt samfélag. En ef við erum svo mikið sjálfsveldi að við getum ekki átt samfélag,
þá erum við miklu veikari. Þá missum við hennar þrefalda þráð. Þetta nú bara eins og ég var að læra í meiraprófinu og skólastjórinn var eitthvað að tala við hann sko. Og hann sagði eitthvað svona, já, þetta með að keyra þungan vörubíl sko, það nú eiginlega ekkert vandamál fyrir nú kemur í beygjurnar sko. Það var þá sem maður þarf að fara að passa sig eitthvað. Sama með sko að lifa lífinu ekkert vandamál fyrir maður þarf að fara að eiga eitthvað samskipti eða gera eitthvað. Sko. En þetta líka bara eins og það sem ég og þú erum að gera. Við erum sko óbúslega mikilvægur þáttur í sko þessari orðræðu samfélagsins hvernig á að gera samningana. Og það sem ég mest að mótmæla það að elítan, ég hef ekki samþykkt að elítan eigi að skrifa alla samningana fyrir mig. Samningur sem að maður samþykkir ekki ekki samningur, það eitthvað allt annað. Og svo ég að reyna að mótmæla því að skríllinn sem lifir undir öllum þessum samningum getur ekki séð þetta, getur ekki séð hvað í gangi. Og það finnst mér svo furðulegt. Vegna þess að jafn mikið ég reyni að benda á það, þá virðist mér ekki heppnast að benda á það. Ég sé ekki hvar, þó að sko, fólki þarna að tala íslensku, ég að tala íslensku, við skiljum ekki hvert annað. Og ég skil það ekki. Skrillin hérna, ég man ekki að ég vona að þetta komið rétt fram eða út mér. Það hérna, fyrir mér skrillin sko, eins og líkingamyndin af kallinum sem að með sjúkdómana, hann man ekkert nema bara í eina mínútu sko. Hvað heitir? Hann gleymir öllu jafnóðum og það gerist sko. Já. Og svo skilur hann ekkert í þessari pirruðu kettlingu sem bara heimt eitthvað greiðsla á hann sko. Hvað það? Lífurinn bara búin að gera alls konar samninga eða það búið að segja þeim að þeir búin að gera alls konar samninga. Þetta minnir mig á orsta. Svo bara eitthvað pirruð kettling að rukka á fyrir eitthvað sko. Þetta minnir mig á, ég veit ekki hvort það tengist, en það minnir mig einhvern hluta verið kemur í hugan sketsið á Monty Python ostabúðina. Það á YouTube, bara Monty Python cheese show. Það eitthvað svipað. En ég verð að fara, það 2 tíkur að reyka eftir mér í dag. Já. Og annar þeirra ítrekka, þannig að þá henni mikið mállesur elsku. Það öll fjölskyldan farin að sofa hér. Það ekkert verið að bíða eftir pappa lengur sko. Já, við erum búin að vera 4 tíma kallið minn. Já, ég veit. Þú talar svo mikið. Já, það Memento heitir það. Heitir myndin, já. Memento. Já, ok. Ég sá hann aldrei. Nei, ég veit. Herru félagi, þetta var alveg ágætt í kvöld. Já, þetta var fínt hjá okkur. Og hérna, við tökum ykkur á köfun á næstunni. Já, þú ræður ferðinni. Á þessari öld, væntanlega. Já, þú ræður ferðinni, kallið minn. Já, þú getur nú meldaði líka ef þú vilt. Já, Hvað segir þau? Hello, mayday. Halló. Það slitnaði aðeins hana. Ég sagði sko í fyrra þá var ég ekkert og núna ég misheppnað ekkert. Já. Ég verður rjúka kallið minn. Já, við heyrjumst félagi. Takk fyrir í kvöld. Ok, bye. Já, bye. Já, ég þakka hlustendum fyrir komuna. Það búið að vera svolítið rennir hjá okkur í kvöld. Og hérna, ég skora á ykkur að styðja okkur Guðjón eða getið. Ég með hérna alls konar linka fyrir neðan til þess að styðja Frelsi TV. Og því það einhverja leynileiðir til þess að styðja Guðjón. Það nú væntanlega inn á vefnu hjá honum einhvers þar, PayPal eða einhver reikningar eða eitthvað. Og hérna, þið eru alltaf velkomin aftur á Frelsi TV. Og hérna, þið munið að hérna sitja að mynda mér sem rétt kjörnum forseta ykkar á vinnustaðinn og á heimili ykkar. Og í skóla og svona. Það þarf náttúrulega að vera mynda forseta Íslands. En allavega, Guð blessi ykkur, verið sæl.